Já, við erum alltaf hérna, við klukkum alltaf á þessu, alveg svo ég sagði síðasta þetta. En bara góða kvöldið og velkomin í Björgastið. Helgi er hérna að taka upp. Ég er að taka upp hérna að setja story. Ég var að taka upp upptökuna, upptökuception, atriði. Þetta verður mjög áhugavert. Já. En hérna, það eru strax konir 30 manns hjá okkur og hérna, já, bara leið. En við erum með geggjaðan gest, ég sjálfur heiti Jón Þormar og ég er með Sverrir Helgason hérna, við erum með nýtt merki. Blessuð, já. Og Helgi Bjarnason og við erum með geggjaðan gest. Já, við erum búin að vera eitthvað svona að leika okkur með þetta. Ég ætlaði að efna til svona logo, þú veist, samkeppni. Já. L-logo. Það var reynda geggjað. Já. L-logo. Ég kann að meta gott orðagrím. Veist þetta er svona nett, sko. Ég fíla aðna krossinn og Sko, ég prestinn. lét gervigreindina sko teikna Sverri upp og hún byrjaði að teikna hann upp í svona hettupeysu sem var svolítið fyndin. Því að hún stóð svona upp og þetta myndi mig svo Ku Klux Klan. Við gátum ekki nota það. En við gátum ekki nota samvinsku minna vegna og sem vera kannski fullangt gengi að það geta verið tekið að lífið aftur af fjölmiðlum. Sko, mamma hefði drepið mig. Það er eiginlega bara, hún hefði bara hvað nú. Ertu hrættur við mömmu þína heldur fjölmiðla? Já, ég er ekkert Já, hræddur við ég myndi fjölmiðla. vera mun hræddari við mömmu Sverris heldur en fjölmiðla. Það er eiginlega bara svona, það er eiginlega Já. eina sem maður svona. En hérna eina sem er, það sem við erum komin í loftið að Lenja, við bara tökum þetta hérna aðeins. Taktu bara aðeins niður, þú ert að tala bara beint í mækinn. Ertu að kalla mig litla? Ha, Ertu að kalla mig litla af því ég þurfti að taka þetta niður? ja, kannski. Já, ég er svo sem minni en aðrir en já. Þú ert allavega ekki stærsta manneskeininni, allavega ekki líkanlega. Já. En já, bara góða kvöldið og þú bara myndi vilja kynna þig kannski aðeins til leiks. Já, bara góða kvöldið. Ég heiti Lenja Rún og ég var varaþingmaður Pírata. Þannig að svona einna helst fyrir það. Oddviti Pírata er Reykjavík, hvað ekki fyrir Reykjavík Norður. Já, Reykjavík Norður, Já. Ég kynnti þið til leiks þannig sko á netinu, allana. Já, jú. Þannig að ég var ekki að segja neina vitleysu. Sko, Já, ég veit að fyrir ekki alltaf eins og maður vill. Þú skrifar enda Áttu mig þekkja. P-D-D-viti. P-D-D-viti. Þú skrifir P en ekki O. Já. En við vorum ekkert að læra þetta það. Það er allir að hérna... Það er ágætt, takk fyrir að segja mér það núna. Ég skal ekki leiðri þetta. Þú veist, ég get gert það fyrir framan allt. Alltaf sama fíblið. Þú er svona beðið með að gera það frekar hérna. Ertu ekki lögfræðingur, varstu ekki að klára að fá hérna réttindin? Jú. Segja það? Jú, ég er líka lögfræðingur. Já. Ég vissi ekki ég átti að taka það fram, sorry. Það er bara eins gott að koma fram. Lögfræðingur eða lögmaður, hver er munurinn? Sko, lögmaður þá getur flutt mál fyrir dómstólum. Þá áttu með málfuldsréttindi. Já. Og ég er búið með allan hlutan, ég á bara eftir að taka prófmálum mitt og þá er þetta komið. Já, til hamingju með það. Takk hérlega fyrir. Til hamingju. Þetta var mjög dýrt, en takk. Er þetta dýrar annan nám eða bara andlega eða? Bæði og, sko. En svo er þetta náttúrulega líka í kringum svona 700.000 kall. Já, ok. Akkur er þetta svona dýrt? Málflutnings, nei. Jú, námskeið. Já, sjálft, já. Ég bara veit hreinlega ekki af hverju þetta er svona dýrt. Það bara vegum lögmannafélagsins. Það valkyrjurnar hafi hækkað þetta, það er náttúrulega auka gjöld og eiginlega allt. Nei. Kenna, heyrum allt. Við erum búin að hækka þetta 200.000. Þetta er á vegum FMF-i, Ok, lögmannafélagsins. Ég var einmitt í útskrift á einum góðum vinni þáttarins í gær sem var að fá réttindi sín í vikunni. Lögmaður. Nú, kannski var hann bara með mér. Já, þetta er Bjarki heitir hann. Þekkir þú Bjarka? Já, Bjarki, já. Hann var með mér hérna á námskeiðinu. Já, toppmaður. Já. Hann er það. Ég veist ég á honum í gær. Já. Er þetta ekki ógeðslega leiðilegt? Málflutningurinn eða bara lögmannskan. lögfræðin. Mér fannst þetta mjög þurft til þess að byrja með og líka bara í BA-náminu yfir höfuð að því maður fær ekki að velja sína áfanga en svo það maður er búin að finna sitt svona nýs réttarsvið þá er þetta mjög skemmtilegt. Hver var leiðilegasti áfangin og hver var svo skemmtilegast? Ekki hika við að gera upp á milli. Nei. Leiðileg, ég er náttúrulega mætt ekkert mikið í tíma. Nei. Ég verða viðkynna, ég er þessi típa. Skrópari. Já. Ég hef líka alltaf verið þannig. Já, en ég vil meina að klárasta fólki sé þannig. Já, ég reyndar ekki ég er bara útskrifast úr meðferðum, sko. Aldrei neina. Já, takk fyrir það. Það er samt eitthvað. Já. Það ekki. Ég útskrift. Já, maður tekið nokkra svo liðis. Með lélega mætingu líka. Lélega mætingu. Svo náði ég sko stúdentnum því að ég er alltaf flosnaði upp á menntaskóla svo alveg sko
náði stúdentnum í COVID sko, þegar það voru ekki próf og eitthvað fjall, maður var bara að gera prófin á netinu sko, Já, og eitthvað heima, það var bara eitthvað grín sko. Og hélstu upp á það? Svindlaður. Nei, ég reyndar hélt ekki upp á það. Nei, það mátti ekki líka. Það var Nei, það var bannað, samt það máttu bara koma Já. ákveð margir saman. Já. En hérna, og svo líka, hann er náttúrulega þú með bíllausan lífstíl. Já, svo er Já, já. þessu lífstíl, já. En já. það er eiginlega því að Ég það held þú misti prófið það ekki. Hver var það annar sem tók upp svipaðan lífstíl þekktur sem að Simmi vil, Simmi sem að- misti prófið og eitthvað, já, ég er hjólari, já, eitthvað. Var það ekki líka ótviti sjálfstæðismann eitt í borginni? Eithor Arnalds, Já. kongurinn. Já. ég er svo ánægð með sko hvor er að varða Þannig að, sem að hvor er að varða sem held upp á það sérstaklega fór að tilkynna svona bíllausa lífstíl svo kom Það var Simmi. svo kom í ljós seinna hann hafði mist prófið sko Ég held sko, ég held Já, sko hann var að ekki að Dagur taka B það fram, nei, ég held að ok. Dagur B hafi bara vita að myndi missa prófið þess vegna verið, sko. hann ákvaða að taka bara þú veist segja bara heyrðu já bíllaus lífstíl. En var ekki einhver árekstur hjá Eithor Arnalds þar sem að, var þetta ekki eitthvað ég man eitthvað aðeins eftir þessu fréttum sko, þar sem að Var ekki þetta bara var hjólað á eitthvað eitthvað? konan hans sem að eitthvað átti að taka höggið, ég man þetta ekki nákvæmlega Sko, ég þú ekki að fulla Já, voru að skipta sæti eða eitthvað. Jú, þetta var eitthvað svona, ég man þetta ekki nákvæmlega en ég vil ekki Svo vera var hann náttúrulega að fara að hjóla og þá fóru fyrir sækningar Já, að snúast já. Hann að hjólaði í eitthvað. ég er alltaf ánægð með menn sem láta konuna taka fallið Já, Já, Það er rosa respektabúl. það er mjög virðingavert Einmitt. svo leiðis gera bara toppmenn Já, það hefur nú valla verið að keira Ölvaður með hana alls gáða hliðin á sér maður veit aldrei. Það var umulur bílstjóri Ég sá nú einhvern brandar daginn þar sem að var verið að skamma mann fyrir að láta konuna keyra þó hann hafi verið ölvaður hliðin á henni. Já En já, þú veist hvað erum við að byrja þetta? Herðu, mér langar að byrja á að spyrja hérna hvort þetta sé rétt hjá honum Pétri Eggerts ég er til í að vita það Hvað er það? það sem hann var að segja með að allir sem mæta hérna til okkar Já. ég er sjálfkrafa Já, velkomin. nazi Þú sympathizers ert nazi sympathizer, þú veist Þetta er, nú erum við að hafa þetta eftir Pétri Eggerts ég veit ekkert hvað það er en já. Nei. Nei, ok, veistu ekki hvað það er? Ok, þetta er mikill aktivisti, ég satt einu sinni hann tók er við- debatt við hann í rauðabólinu. Ég þekki hann alltaf bara ágætlega. Já. Það kom mér svolítið á óvart að hann væri svona að því að við höfum bara verið nokkuð svo við erum ekkert skoðana, bara erum við alveg félagar skilur og við náum alveg saman ýmislegt sko, en hann er við erum mikið á samstöðunni No Borders og við erum stjórað svona overlappa við þá sem er svona í Antifa og svona, hann er með svona mjög marxískar pælingar stjórnmál. Ég spjallaði alveg helling við hann, bæði fyrir og eftir þegar við vorum hann í rauðabólinu. Mér varst alveg fínt á hann, mér skilst hann hafi tekið sér svo einhverja pásu út af að hann snappaði eða eitthvað Ég svoleiðis. hérna milligöngu um það Jú, Ekki sko jú. það var svona áður en ég byrjaði podcastum en já, þú tókst á þig og þú fórst og spjallaði við þau. Já, það var helviti gaman Þú bara. varstu með Nordic Masculinity podcastið Já, og hún var þarna svona moderator. moderator. Já, eða bara eiginlega á móti er í podcastinu meira, en mér- þetta er Marja Lilja Þrastadóttir Kemp eða ekki? Er það ekki? Jú. Gott ef ekki er. Ég kann samt alveg ágætlega við hana en já, þetta var skrítið. Ég fór þarna og svo var alltaf verið að fact-checka allt sem ég sagði og þau fundi aldrei neitt. Svo bara, fyrir en að ég gæti svo bara fundi náttúrulega allt fyrir þau eftir áskilur. Það var ekki málið, sko. Þetta var svo, já, hún tók mynda sér núna á dögunum með haglabissu og derhúu og senda kveði á var það ekki? Er ekki rétt hjá mér? Er þessi mynd samt ekki tekin erlendis? Ég held að það sé bara frekar augljóst á Ég held sér nú myndinni. bara eitthvað grín sko Já, en hún er samt að taka mynda sér einhver síðu með haglabissu og makahúu og hún er að setja það inn. Makahúi líka Ég held að þetta sé ekki makahúa og Það var ég- rauð Heldur þú að derhúa. sé Ég held að Ekki hún rauð myndi derhúa, ekki er ég að ruggla það? Já, ég er ekki klár á því sko En hún sagði að við varum nasistar. bara- Ég hef aldrei gengist í því að vera nasisti nokt í hún æfinni eða rasisti, ever. Já, Ég held ég hafi nú verið frekar málefnarlegur sko, Það er nú skipta skoðanir um það Fengum mér í segja mann sem að var sko yfirlýstu nasisti sem við vissum reyndar ekki sem að tók þátt þarna í hryðjuverkamálinu og og var nú síknaður Reynda, já. en braut skot og eitthvað svona og ég sagði nú við hann í viðtalinu þú voru passaði hvernig þú talar þú geti einhver haldið að vera nasisti já, og var að draga svona málefnarlega línu sko, ég er frjálsíkjumæður og hann sagði bara, þú veist það honum væri alveg saman um það þó einhver myndi sjá hann þannig sko og sagði hver að segja ég sé ekki en svo kemur Marja Lilja Þrastadóttir Kemp og segir eitthvað svona dellu sko, manni finnst Hvað sagði hún? Þannig höfum við þetta á hreinu
Ég get þú ekki mun á orðið rétt. Ertu ekki að rugla þig saman við það sem hún sagði að Sverrir hefði sagt, eða? Að hann væri... Já, en þú veist, við vorum bara kallaði nasista. Já, alveg rétt, já. Mér finnst þetta að vera svona, það er alltaf í lagi að halda einhverju fram, en þú veist, þetta eru svona orðið svona alveg bara svo kortir í meiðir því, sko, þegar einhver er búin að taka sér einhver ákveðna stöðu og svo ertu farin að klína á hann einhverjum pólitísku skoðunum sem hann hefur ekki, sko. Mér finnst þetta vera vandamálið með umræðuna í dag. Það er smá búið að gengisfella mjög hlaðin orð sem að hafa bara mjög mikla meiningu og merkingu. Með því að bara vera að kasta í fram og tilbaka og þú veist, við vitum alveg að það er svona umræðin hefur alveg þróast svolítið mikið og þú veist, það sést alveg það að vera kallað rasisti, nasisti, fasisti, allisti, það einhvern veginn hefur ekki sum áhrif og það gerði áður. Nei, og skapar líka bara svona hatur á milli hópana og svona polariseringu, þú veist, af því að ef við erum kallaðir eitthvað sem við erum ekki, eða allavega þú veist, það verður bara hver og einn að tala um sig, að hvað þá, þú veist, á ég þá að fara að kalla þau einhverjum nöfnum tilbaka, skilur, þú veist, á hvaða plan vil ég fara á, þú veist, mér langar ekki til þess, sko. Þess vegna finnst mér svo ótrúlega mikilvægt að fólk sem er gjörsamlega bara á sikkurum pólnum, pólitíska ásnum eða whatever, tali saman, málefnilega og þú veist, sko... Við erum búin að bjóða öllum sem eru á hinum ásnum. Mér finnst það bara mjög flott og eru bara ekki margir búin að mæta eða... Helgi Hrafnmæti, það er nú vissast þátturinn okkar. En við erum náttúrulega gamli félagar, sko, og hann þekki mig alveg og vissi alveg að þetta væri ekki eitthvað bull eða við vorum að fara, þú veist, sitja eitthvað fyrir honum eða vera ósanngjarnir, skilur við? Þannig að, og ég held að sé bara allir sammála það er bara, þú veist, farið mjög vel. Nú ekki sammála, við rættum... Já, það þarf ekki að sammála, það bara skiptir engu máli. Nei. Ég held að það sé líka bara mikilvægt, sko, að þú farið eitthvað sem er á öndurum með sérstaklega við erum 3 á einhverju svona, sko, við erum svona sirka bát sammála mjög margt, sko, að það er ekki að þá kemur þetta inn, skilur, þá ert ekki að upplifa að það séu bara einhverju 3 gaurar að ráðast á því fyrir þína, sko, það yrði líka bara aldrei, það yrði ekki sanngjarnt, það yrði ekki gott televísjón, skilur, það yrði bara asnan, og það þú veist, myndi ekki mega sens, sko, og ég held að það er svo mikilvægt og af því að þetta er líka bara besta kontentið finnst mér vera, þú veist, þegar er einhver núningur og bestu pælingarnar koma líka. Þú veist, þetta sé svona long conversation form, algjörlega. Það sem að fólk getur sagt sína skoðanir og það sé bara rými til þess að vera ósammála. Já, og ég held líka, þú veist, að svona vinstirmenn og hægrimenn á Íslandi, svona flestir sem þú veist, að þeir eru kannski sammála svona 70%, bara eitthvað svona grunn basic dæmi, sko, örgulega meira, sko. 70% meira. Svo er þetta svona eitthvað og þessi skotgraða hernaður sem svo er ég náttúrulega, ég er í honum að því að ég elska það. Þú veist, þetta er þér að kenna. Þetta er mér að kenna, sko, já, algjörlega, sko, og þú veist, þessi hiti frá fjölmiðlunum var bara eitthvað sem ég dreymdi sko, þá þetta var ekkert eitthvað skemmtilegt þegar ég var í þessu, sko, en þetta er svona hálfgerð geðbilun kannski. En þetta er samt búið að vera mjög gaman. Já, en þetta er, þú veist, tala um þessi hugtök og þessi nöfnum nasisti, fasisti, rasisti, allt þetta dæmi, sko, að mér hefur fundist að virka rosalega vel, bara prófa bara, ok, bara, að láta þetta ekki hafa nein áhrif, fara aldrei í debatt það hvort ég sé það ekki, eitthvað svona, það hefur virkað ótrúlega vel, af því það er ákveðin rammi sem er búin að setja utan umræðina og það eru ákveðin málefni sem ákveðin hópur vill ekki að sé rætt og það eru ákveðin leiðir sem að nota til þess að svo umræð sé ekki tekin og þetta er svona þetta er svona eins og eitthvað svona gatekeeping atrið eins og ég sé þetta og þetta er svona partur af því og ég held að sé það svo gott að fari fleiri og brjóti þann múr, skilur og til þess að menn geti tekið svo einhverja svona heilbriða umræðu þú veist, þannig að fara, þú veist, lengra heldur en þetta skítkast og þessi orð, skilur, þessi definitions sem er flykt framan í mennsku. Svo er þetta svolítið fyndið, sko, að því að þetta byrjar á því að þú sakar eitthvað og það er svona aðferð þekkt í stjórnmálum sem þú kannast ábyggilega við, svona make them deny it. Og þegar þú hættir að neita fyrir það, að þá kemur næsta sem ég og hann neitar ekki fyrir það. Skilur þú? Þannig að þetta er svona mission impossible og getur eiginlega ekki unnið. Og þegar að einhverju stjórna svolítið umræðunni eins og fjölmiðlar hafa gert að það fólk sem hefur verið í fjölmiðlum hefur verið svolítið í sömu sæng með pólitíska skoðanir og svona, það hefur verið svona mainstream narrative sem hefur verið svolítið ríkjandi kannski síðustu jafnvel áratug og það hefur verið að breyta svolítið núna undanfarið. Við erum að sjá það með til dæmis þegar Trump er að koma aftur það er þess að breytast, Marine Le Pen, þú veist, hún var með meirihluta
í fyrstu umferð kosningana, alveg svona ábyrrandi og svo saminast gegn henni, þannig að þú veist, það er búið að vera svolítið svona púst til hægri og meiri sé að hafa mjög margir flokkarnir, bara meiri sé hérna heima, auðvitað bara Viðreisn og samfylkingin er með alltara stefnu heldur hún var með fyrir 5 eða 10 árum, veistu, það er bara rosa ábyrrandi. Bara fyrir 3 árum myndi ég segja mér. 3 árum, já, þetta er þegar í rauninni bara taka eiginlega bara vinkilbeygju og sko, tók eiginlega bara fram úr sjálfstæðisflokknum, sko, sem part, sko. Já. Þú veist, þannig að, þau gæti eiginlega bara skipt liti, sko. Ég held að sé samt líka mjög lýsandi fyrir samfélagið, bara af hverju eða hvenar menn fara í smá svona, skipta pólitíska, hvað segir maður, pólitíska vegferð. Við sáum þetta í Hollandi, við sáum þetta á Ítalíu, við sáum þetta í Bandaríkjunum. Þegar að það er einhver mikil óvissa, þegar efnahagsástandið er lélegt, þegar að svona, þú veist, öryggi fólks, sérstaklega fjárhagslegt öryggi er í húfi, þá fara menn meira til hægri. Þetta gerast líka til dæmis á Mið-Austurlöndunum, þegar að, þú veist, það er einhver óvissa í loftinu, þá faraði meira í trúna. Og þú veist, ég hef síðan þetta gerast og það svona held ég sko að eftir COVID, eftir Rússland og Úkraínu, eftir Ísrael og Palestínu, eftir bara, þú veist, verðbólguna, hún fór upp allan heim. Aðeins nær, mæknum fyrirgjöðu, Linja. Þá fer fólk meira svona til hægri og það svona eru hægri flokkarnir að fá meira fylgi núna út af því að ég var að vera ósammála, Sverrir. Mér líður eins og ekkert annað sé umræðinni heldur en útlendingamálin. Og það sko, það litla sem að kemst í umræðina sem að eru ekki útlendingamál, er samfylkingin að tala um efnahagsmál. Og það er svona flikkist fólk á bak við samfylkinguna. Já, og svo er það LGBT og transmál. Mér finnst þetta ekkert vera í deiglunni akkurat núna. Sko, mér finnst ekki kannski akkurat núna, en fyrir svona 2 mánuðum og í svona mánuð var eiginlega ekkert annað rætt. Mér finnst umræðan Mér finnst umræðan umútlendingamál vera umræða það að við þurfum að taka umræðana útlendingamál. Já, það er svolítið þannig, sko. Og það er alveg hópur sem að má ekki ræða það, því að ef þú ræður það, að þá gætur þú fengið einhver stimpil á þessu, mátt ekki hafa, sko. Efnisleg umræða hvaða stefnu við ættum raunverulega að taka og hvort að við ættum að hafa eitthvað stefnu og hvort það hafi verið eitthvað stefnu og hvort hún hafi verið góð eða ekki, finnst mér, held ég ekki hafi verið tekin, sko. Ég upplifi allavega að það hafi ekki verið neitt plan. Þú veist, það var ekki verið að framfylgja neittni áætlun í þessu málum, skilur. Það var, ok, við ætlum að opna landamærin fyrir ákveðum eitthvað x stórum hóp. Ég er ekki einu sem viss hvort þeir hafi átt sig á því hversu stóran yrði, en mér það var ekki fjöldatakmarkun. Sko, að það hafa aldrei verið neinn bara áætlum, bara hvað ætlum við að gera, hvernig ætlum við að gera þetta, hvernig ætlum við að láta þetta virka, hvernig mun þetta eiga sér stað og ég held að og af því að þetta hefur gengið illa, þá hefur verið slegið ryki í augu fólks og bara svona það ákveðna blekkingar í gangi til þess að stöðva umræðu af því að fólk er hrætt að það verði að aukist hatur út af umræðinu. Ég held að hatrið sé að aukast út af því meðal hans, af því að fólk upplifir að það sé verið að bullshitta sig. Ég held mín upplifun er að reiði fólks, þegar sem ég er í kringum, er ekki gagvart einhverjum erlendum hópum, heldur gagvart íslenskum lippum sem eru búin að vera óheiðalir. En af hverju er þá erlenda fólki að fá allan hitan af þessari umræðu? Af því ég er alveg sammálaður þarna að hluta til, eins og sagði þér, hægri, fólki sem er hægra megin og fólki sem er vinstra megin er í meginatriðum sammála sammála hvað þarf að laga, við erum bara ósammála aðferðafræðina. Ég er ekki alveg með það, sko, að þú veist að það sé fólk einhverjum ákveðum uppruna sem að er að fá hitan, því að pirringurinn fyrir mér er út í stefnuna. Þú veist, ekki út í einstaklingana. Ég meina, ef ég var í sömu stöðu þau, þá var ég að gera það sama þau. Skilur við, þú veist. Það fyrir mér er bara svona frekar augljóst, sko. En málið er að eins og komst inn á, þegar kreppir að og þegar verður erfiðara að einhvern veginn að ná endum saman. Þú veist, verðbólgan hækkar og húsnæðislániðin hækka og þú veist, fasteignir hækki í verði og það er erfiðara að greiða og það er verðbólga líka á matvælum og þú veist, það er bara alltaf hækka, það er alltaf verið erfiðara að ná endum saman. Og þá fer fólk að hugsa, af hverju er það að gerast? Við horfum til Seðlabanka, svo við spyrjum, af hverju er það að gerast? Og hann segir okkur, jú, stór partur af verðbólgunni í landinu er út af því að það er búið að fjölga hérna fólki óbúslega hratt og það hefur ýtt húsnæðisverðið upp og það verður að vextina herri og það verður orðið dýrar að byggja húsnæði því að stýrivextir hafa hækkað.
þannig að það rólega bara rugldýrt að byggja húsnæði, þannig að það koma frost á fasteignamarkaði og þetta er að býr til fleiri og fleiri vandamál. Þannig að í rauninni það hafa, ég held að það séu rétt tæplega 100.000 manns á landinu sem að hafa erlent ríkisfang og þetta hefur skapað ákveðin þrýsting og það er rauninni, ef það hefði ekki verið farið svona óvarlega þá hefði þessi stað kannski ekki komið upp og ég held að sé ákveðin gremja út af þessu og ég held að þetta snúist ekki svona uppbruna endilega. Heldur bara frekar, að Seðlabankinn hafi allt í einu þurft að segja, já, við reiknuðum ekki með að fá 20.000 inn á stuttum tíma, þess vegna gerðist eitthvað. Þess vegna er bara líka bara svona stefna, skilur við. Það var algjör stefnuleysi og aðgerðarleysi og metnaðarleysi bara undanfarin 20 ár þegar það kemur að þessum málaflokki. Svo náttúrulega þegar ég var að skoða tölfræðina á bakvið erlenda ríkisborgarinn á Íslandi. Meiri hlutin af þessu fólki er frá Úkraínu, síðan Venezuela, síðan Palestínu. Það hefur verið ástand í þessum löndum en til dæmis eins og Úkraínu og flóttamenn og svoleiðis. Já, bara þessi fólksfjölgun. Það er náttúrulega langflestir hérna frá Póllandi, sko. Já, það er náttúrulega innan EES-svæðisins. Já, það er Schengen, sko. Og þau eru náttúrulega bara með sömu réttindi og við til frjálsra fara. Ég held samt líka það sem að svona vinstrið gerði vitlaust hvað varðar útlendingamálin er bara að gjörsamlega neita að segja, jú, það er mögulega einhver hópur þarna af útlendingum sem er ekki ná að aðlaga samfélaginu, af því að það var bara svo tabú. Já, það mátti ekki segja og það er svona skrítið og er í eðli sínu ákveðin rasismi að þá er þetta að segja að allir séu frábærir að, ef þeir eru bara útlendingar. Já, þetta er orðið pínu barnalegt, sko. Þessi aumingja og greivæðing útlendinga líka, bara allir þessir útlendingar sem að koma hingað þurfa á okkar hjálpa að halda, þau eru að flýja hrikalegir aðstæður og ég er smá bara svona nei, bara mamma mín og pappi þurfti á engri hjálpa að halda, þau eru bara mjög vel menntuð, það hefur verið í vinnu síðan að þau komingað. Það er bara smá móðgun gagnvart útlendingum sem að læra tungumálið, er á vinnumarkaði að segja, nei, þú þarft hjálp. Algjörlega. Þú ert aumingi. Ég held líka, það er einhver max fjöldi og það er vantarlega bara hlutfall af Íslendingum sem að við getum tekið við sem samfélag og bara öll samfélag geta tekið við sem samfélag og gert að sínum eigin. Það er einhver hámarksfjöldi það er ákveðið átak sem þú þarft til þess að gera eitthvað erlendan að og mér finnst ótrúlega gott dæmi finnst mér þegar að tala Íslendingasamfélagið út á Spáni. Þetta er svona fullt af eitthvað Íslendingum, mikið eitthvað svona öryrkjum sem búa saman á Torfi Veha og þetta er eitthvað svona fyllibitti sem búa saman og borða svið að kemma eitthvað svona og auðvitað verða þeir ekkert partur af þeir verða ekkert Spánverjar, skilur af því þeir eru þarna í sínu íslenska samfélagi eru á bótum, skilur þannig að það er engin og reyndar búst á bótum frá Íslenska ríkinu en whatever, skilur, þeir eru ekki fara, eina leiðinum sem að þú verður partur af einhverju samfélagi, það er að vera í vinnu, skilur, að fara bara það er bara samfélag, skilur, í vinnunni samfélagsins og allt þetta, sko. Mér finnst, og ég man eftir því, það var ein sem var að tala hún var í einhverju viðtali hjá Tóta, hún var að tala að þeir þyrftu kannski svona 10 ár á kerfinu áður en þeir getu orðið að einhverjum svona ríkisborgum. Ég held bara, þú ert í 10 ár á sósíalnum eitthvað staðar, ég held að sé bara mjög litla líkur á því að það sést nokkuð tíman að fara að verða partur af landu, skilur. Ég held að það sé bara best að þú kemur inn í eitthvað land, þá bara að byrja að vinna, skilur, og þannig kynnist og... En við verðum svona líka að hafa í huga, það fylgir ekki alltaf atvinnuleyfi með dvalarleyfi eða með alþjóðlegri vernd, þannig að það er líka alveg verið að gera fólki erfitt fyrir að vinna. Síðan komum við líka það dregur aðlögunarhæfniðinni, sko, og það hefur verið sýnt fram og það er rannsóknum. En síðan komum við líka inn á metnaðar og aðgerðarleysi stjórnvalda þegar kemur að þessum málaflokki út af því að það voru bara svona nokkur designated svæði, afsakið sleppna, til dæmis eins og Breiðholtið, Ásbrú, Vellirnir og það er bara svona, það bara klappa saman. Nokkra sekundur, stiffarinn var að leggja inn á okkur 5.000 krónur inn á reikningsnúmerið, því líkur
maður, okkar besti maður sko. Við erum með svona opið chat og við veit ekki hvort þú vissir að Já, við förum alltaf reglu í það, við erum með live chat sko. Við förum með það hálftíma fresti Þannig cirka. að fólk getur verið að skjóta inn alls konar spurningum sko. Það er svona að koma stundum svolítið neðarlega spurningar sko. Við minnum alltaf á kurteisi sko. En fyrir ekki, ég ætla ekki að tröfla, þetta er bara þegar einhver gerir svona, þá stoppum við Endur með að syngja ammælisöng hérna fyrir mann einu sinni fyrir fyrir Örvitan, Matthías Ásgeirsson, okkar besta vinn. Og lagði hann inn á ykkur, 50 skall. Það var aðrir sem að borga fyrir það. Hann er svar í nóinu þáttarins sko, og við hérna Hann þakkaði, það er það sem ég fannst svo leiðilegt hann þakkaði ekki eins og fyrir sig. Nei, þetta er líka góðgera máli Hann er alltaf búin að bóka okkur alla sko. Vorum hérna með, það fór, ég veit að söfnust yfir 100.000, vel yfir 100.000 kall í þessari söfnun sko. Við vorum með söfnun fyrir lítinn strák sem að hérna, þau þurfti margar hjartaaðgerðir. Við vorum með þess að fólk gætt lagt inn og það fór allt inn á þau foreldrar hans þess að. Ég vissi þetta ekki. Já. Við reynum að gera líka gott sko. Við erum ekki bara skítalar. Ekki alltaf. Við erum að reyna að balansera þetta svo út. Þetta er gott. Já. Þetta er svona yin og yang sko. Þetta er bæti upp fyrir allt slæma. En já, við vorum að tala um ég veit ekkert hvort þú manst hvað þú varst stödd. Jú, við vorum að tala um hérna, þú veist, við vorum að taka á móti fólki að þá þarf að vera, þú veist, það þarf að vera með einhverjum þannig hætti að það geti aðlast ef við ætlum að vera að taka við í yfirhöfð. Þú veist, er það ekki svolítið inntakið? Jú, í rauninni og líka Helgi Hrafn nefndi til dæmis kannski til þess að bæta við þetta, þú veist að það hefði ekki verið að kenna íslensku til dæmis fyrir hópin og þú veist það er svona frekar augljóst að það er ekki að fara að hjálpa. En líka bara það að maður hendir fólkinu allt á sama stað, þá náttúrulega líkur sækir líkan heim og þá verða þau svona að Þorri við eitthvað svæði Já, nákvæmlega, þú veist, það gerir engum gott. Ég ólst upp í Breiðholtinu, áður en ég fór í grunnskóla, þá fluttu foreldrar mínir með okkur í Salahverfið. Þannig að þú veist, ég myndi bara, vera Íslendingur í grunnskóla. Ég er innflytjandi sjálfur að mestu leyti, ég er nú bara, veit ekki hvort ég er búsettur núna tímabundið aftur á Íslandi eða ekki, það bara ræðst eftir því hvernig, hvað þarf að gera með son minn sko, en ég er búin að búa síðan að mestu leyti með pásum á Spáni sjálfur og við fórum við bara völdum sérstaklega að fara ekki á svæðið, það sem var hvorki mikið af ferðamönnum, Bretum og ekki Íslendingasvæðið vegna þess að við höfum engan áhuga á þessari menningu sem viðgengst þar. Og þess vegna er ég svo mikið á móti þess að sé verið að, þú veist, fjölmiðlar séu hérna ákveðnum tungumálum vegna þess að, sko, við fórum inn í borg að tala engin spænsku þarna, nei, ensku þarna, þetta er bara spænska, við þurftum bara að gjöra svo drullast að læra það. Það tók enga stund. Og ég held að þetta sé mér þetta er eitthvað skonar, ef við má sletta svona internalæst rasismi í mönnum að þessar ofbóðslega lágu væntingar sem að þessi vel meinandi lippar hafa til þessar fólks, skilur ég sé þetta líka bara hvernig þið tala um erlendar konur, tala oft um þetta skilur og þú veist, ég vinn með nokkur svoleið skilur og þetta er svona alveg svo mikla sko, svona, svo svipar skoðanir og ég margar sko og bara svona mjög antiliberal svona og þú veist og tilfinningin sem maður hefur er að konundar og fólkið sem að tala, sem eru svona lippar sem að mér finnst að ég sé alltaf svona þykjast að tala fyrir hann hóp, hafi enga tengingu við hann hóp. Já, þeim er sér að móðgast fyrir hann hóp. Já, og maður bara svona finnst manni svolítið. Já, ég hef nefnt þetta sko, ég hef nefnt þetta bara, þú veist. Já, svo spjallar maður við þér og þær eru bara grjótharðar sko, þær eru ekki einhverju svona Hallgrím Helga lippaskap neinu sko, þeir finnst það bara asnalegt sko, þær eru bara grjótharðar sko og maður bara, þú veist, að það er einhver aftenging við veruleikan hjá þessu fólki og þetta er, mér finnst það og það er það sem ég hef oft verið að segja, það er verið að fæða einhverja narsísíska tendensa og það er verið að nota einhverja svona ákveðna minnihlutahópa til þess að upphega sjálf sig. Já, og ég held að sé ekkert gott af því að, og þessar lágu væntingar sem að þetta fólk hefur til þessar fólks þýðir bara að þau hafa ekki svo mikið álit á þeim. Dósendin sem var hjá okkur, manstu, hann var að tala um þetta eins og með svarta í Bandaríkjunum, að þá allt í einu gátu þeir ekki farið að sækja sér skilríki að því að þeir gátu nú ekki gert það því þú náttúrulega svartir sko og þá áttu þeir að geta kosið að það vera með skilríki og svo fóru að taka starffræði og hann gekk eitthvað illa í starffræði og þá áttu að fara að lækka skiluru viðmiðin í starffræðiprófum og fyrir mér er þetta alveg bara sjúklega rasíst. Hvað er þetta að segja um svart fólk?
Það get ekki læst starffræði, Það er Þú til veist hvað ég meina? Þetta er svona, það er til lippa hugtak yfir þetta og það er white saviorism. Já, já, Maður sér þetta alveg, en það er þú samt ert líka ekki að til bjarga vel neinum, meinandi sko. fólk. Já, það er, ég held að sé það ég efast flestir, ekkit um það, þetta fólk sé kannski vel meinandi margt að því, sko. Ég held að það sé líka Það þurfi að taka sjálfsblekking. samtali við hennan hóp eða Já. leifa sem hópi að hafa sinn eigin fulltrúa. Já, en þau vil ekki gangast við því að þau séu vók. Egil Helgason, hann veit ekki ennþá dag í dag hvað vók er og hann auglýsir það reglulega á Facebook síðunu sína, hann sé ennþá að reyna átt að sjá því hvað er að vera vók. En við þurfum að koma því af að Helgi er með top fan skjöld af Agli Helgasinni, sko. Þetta er acceptance, sko. Hann er í boði, ef Helgi vil þykja hann. Þú með skjöldur Íslands? Nei. Nei. Hann var rekinn úr skildi Íslands. Aldrei verið þar. Varstu frá útlendingar? Nei, ég syns að það sem hann er að tala um er syns að þegar þú ert með svona þú fæði svona badge á Facebook, þú veist, að þú sér svona contributor eða eitthvað, sko. Við erum að búið það með Egil Helgason, sko. Stór aðdáandi. Svo þetta fyndi að því að ég gagnrýndi hann svolítið hérna. Faglega. Þannig að ef þú gagnrýnir einhvern nóg mikið, þá fara líka fanbæts greinlega. Nú, ok. Það er mikil ábyrgð sem fylgir því að vera með þetta. Já. Hafa það í huga. Já, maður þarf að passa það. Við ætlum að fara aðeins í kommentin hérna áður en við höldum áfram. Já. Hérna, Hvað er margir að horfa? það eru 72 akkurat núna. 22. Jæja. Hörðu, það bara byrjar hérna á kvöldið. Þessi mynd er grjóthörð. Já, við erum eiginlega svolítið sammála því. Hún er geggjuð. Mér finnst það allavega. Já, mér finnst það flott. Þetta teiknaði ég. Já, herðu, Tryggvi Eistens eða eitthvað, ég veit það ekki. Vá, næstu búin að gleyma ykkur, nú opnaði bjór. Já, skál, Já, skál, við hérna góði. handla sunnudagur, þannig að það er bara hvít orka og lukeks hjá okkur. Ekki í boði Ölgerðurinnar. Við erum eins og venjulega ekki í boði Ölgerðurinnar. Þeir eru ekki að gefa þið skyn að þetta sé white power eða hvít Nei. orka. Þessi drikkur er hvítur á litin og heiti kannski orka, en þetta er sem sagt, Þetta er ekki hvít þetta orka. er flónið. Þeir hafa verið að reyna að leiðrétta þetta. Já, Það sé ekki sem sagt hundaflauta þeirra. ég kom að Sem fjöllum þegar þeir voru að tala um þetta, sko. Ég vissi ekkert hvað við voru að tala um. Nei, þetta var svolítið fyndið einhvern veginn. Já. En við vorum, sko, Sverri grunaði strax, þetta var einhvers konar hundaflauta meðal Já. þeirra sem væru þarna í markastöðarinu hjá Egils Orku. Og en Já, þeir hafa neitað fyrir þetta. já. Og þeir taka sérstaklega fram að þeir stiði okkur ekki. Já. Nei, og vistuðum þá ekki, enda finnst okkur þetta ógeðslega. Er þetta skammast þín? Já. Nú Finnst var það ég ég- að smakka þetta. Ég er búin að segja þetta lengi, ef það væri auðvelt að fylla sig að hvítri orku, það myndi allir gera það. Ég er bara einn skilabúll Ölgerðurinnar, takið henn að drikka markaði og skammist ykkur. Já, ég er sammálað þessu. Af hverju eru þið með hann? Það er við. Nei, það var velunandi þáttarinn sem að fyndið að gefa okkur hvíta orku, sko. Þetta var eitthvað, Kasti byrjað, það er Já, strax. Sverrir elskar að fá þetta þessi. Herðu, var bara jæja. grín sem að vatt svo upp á sig og Hér segir Stormur, hún er bara komin strax í fight or flight. Nei, ég er nú ekkert sammálað því. Nei, við erum bara létt. Já. Holy Thunder King segir elska nýja bjórkastmerkið. Já, það er the sign of approval sem að við þurfum. HTK eins og Já. kallar. Við erum með annan pírata í kastinu. Mun Sverrir verða kanselaðar aftur fyrir kynþáttar raunsæs fyrir að vera Kynþáttar raunsæðis ekki. Ég Með þessi að grokk fannst þú vera pínur rassísku. Ég var að ræða þetta við grokk á hann. hef ákveðið að Og hún er alveg frekar ríhul, sko, yfirleitt, sko. Ég hef ákveðið að yfirgefa hætta að vera kynferðis raunsægiskyggjumæður kynhætt Þetta var svona Freudian slip hana. Þú varst að horfa svona mikið á mig þegar þú sagðir þetta. kynferðis raunhyggja, já. Það stundu var því Sorry fyrir sóskíkja. Nei, það er svona kynþátta delusionalisma. Ég bara sé ekki, bara já. Hérna, Já, þú ætti frekar að vera svona, ég er svona- einmitt, race delusion. racial delusionist. Kannski er bara, það hinn póllinn. það hlýtur að vera, og það hlýtur að vera mjög gott. kynferðist raunsæs maður. Þetta er gott orð. Og já, einmitt kynferðis, já. Já, Myndur þú segja að það væri ákveðið svona subkultúr sem að vera svona kynferðis órunsæ? já, og ég oft er að reyna við ykkur að gælum sem það vilja ekkert með maður hafa. Það er kynferðis órunsægi. Ég vil tekið þarna. Sérðu var einmitt að segja Nei, já, ok. Við Ekkert fórum, mál.
Við vorum í lífsættu þarna áðan í Mjóttinni og fáum kebab hann fyrir að segja við mig af hverju hann ekki rasisti sko og það var að því hann var að reyna að pikka upp hérna svona latínó píu í rektinni sko og það hann gæti ekki verið rasisti Ég man ekki eftir þessu Ég man ekki eftir þessu samtali Nei, getur verið með að dreymdi þetta Þú ert alveg þar að henda þér HTK segir það ég heppni að ég kom svona snemma því ég gleymdi næstu að vera í bjórkast í kvöld. Nei Góð hefða gestir mæti með í vörina síðan henni haldið í heiðri. Helgi Bjarnason segir Lenja sennilega eina mjög fáum stjórnmálamönnu sem átt kjark til að viðurkenna að vita ekki eitthvað sem hún hefur haldið fram veiðigjaldi, tek ofan fyrir henni. Við ræðum þetta bara aðeins betra eftir en hver er Helgi Bjarnason? Þetta er ekki okkar Helgi Bjarnason Er það þú eða? Þetta er doppelganger hvað heitir það? Copycat Heyrðu, já, alveg rétt það einhver inn á tjattinu sem að er Helgi Bjarnason líka Herðu, sjárátt á alla raunfyrringa Já, góða kvöld, fellow nazist Þetta er Við lesum kommentin Sorry, það var bara til Helga Þetta var að vera að tala um hann Við bara lesum kommentin, það er ekkit flóknar það Ef allir sem koma í bjórkastið eru nazista sympathizers þá er Helgi Hrafn bara besti vinnur Adolfs Helgi Hrafn, há, ekki tilviljun Þetta er hundafluta Þetta er flauta Já Mamma sagði pælt í þessu, ég þekki mammas Spyrja hana Kristi líklegt og heldur ekki skila Nei, ég þetta Kristi Hringdi í hana Við getum tekið myndsímtal Það var ekki sko Hérna, þetta er í þetta sambandi við frá Pétri Þú gleymdir rasista, transfóbor og kvenhatarar Herðu, ég var að ræða það að frönski yfirvöldur er búin að setja hitt á Candace Owens Er það ekki borðleggjandi að Bridget Macron er í rauninni Brian Macron eða Gaur? Ég var svolítið til í að vita það. Hefur þið kynntir þetta mál með, já, heldur þú að hún sé Gaur? Sko, ég held að Candace Owens sé komið með smá svona þráhyggju. Já, 100%. Ég held að hún sé búin að missa það. Já, ég held hún sé smá insane, en samt, sko... Ég hef útrúlega gaman að þessu samt. Að Brigitte Macron, eða hvernig sem maður segir nafnið, hafi þurft að neita því. Þú veist bara, af hverju finnir þú þig knúnan til þess að svara Candace Owens? Einhver nöttara podcastar. Sko, eina ástæðan... Það er samt alveg, það er alveg eitthvað þarna. Eina ástæðan... Það er myndir af henni, sko, yngri. Eina ástæðan fyrir að mér finnst eitthvað geta verið til í þessu, það er að því þið fóru í mál við hana. Ef það væri ekkert annað, væri mann ekki drullu sama. Líka við fóru ekki í mál við hana á þessum forsendum. Nei, það var eitthvað svona. Þetta var mjög svona allt saman eitthvað skrítið, sko. En eru þið búin að sjá þetta sem hann var að tala um? Nei. Hún vil meina, sko, að franska leyniþjónustan sé á eftir sér. Candace. Það er svona nýjasta, sko. Er til franska leyniþjónustan? Já. Trump hringdi í hana. Það er official. Jú, ég sá það líka. Og hérna var að byrja um að róa sérst niður. Hann er svo fyndi karakter. Bara Trump myndi hringja einhverja vinkonu sína sem var í blaðamaður. Candace, listen. And this guy here, I'm trying to make a deal. Getur ekki bara hætt að segja. Hún nærðar handarreifingunni vel, sko, I'm the best at this, nobody's ever done it better. Svo gaman á hún, sko. Og en hún er bara grjóthörð og hún sagði bara fórstari sem var fucking gleymdu því. Ég veit ekki hvar ég hef Candace Owens. Stundum þá segir hún ógeðslega heimskulega hluti og svo stundum er hún bara með ógeðslega spott. Hún er bara algjörlega fægir stundum, já. Ég er búin að vera að fylgjast með henni í mörg ár. Ég man eftir að hún var sharp, sko. Alveg svona ábyrrandi, sko, já. Ég veit ekki, mér finnst hún hafa, sko, mér sýnist það bara svona stundum á augunum á henni, hún sé búin að missa það eitthvað. Ég geti lagað hana. Já, það. Hvað segirðu? Ég geti lagað hana. Ég ætla að klára kommentin á þeirra höldum áfram. Það er alltaf umdeildir stimplar, ágætt að kalla á bara liptards. Fólk upptekið að berjast í vindmylur og búa til óvina hópaður öðrum sem það hefur ekki þolimaði til að þekkja. Já, ég held sér rétt. Þarna segir Rotta, segir Lenja og bara, velkomin á skjáir mínu bestu, segir Stiffarinn. Bara, Stiffarinn er náttúrulega kongur. Var þetta eitthvað sem heitir Rotta sem sagði bara Lenja? Já, en það er eitthvað komment sem kom hérna eftir. Frábært. Gekka komment. Miskilist. Óvissa í loftinu, þriðja heims bóta þegar með hnífa.
Já, hérna kemur þetta, það sem að Rotta sagði, Lenja, eftir veiðigjaldakommendi þá fórstu mjög neðarlega á listan hjá mér sem gamall pírati en færðist ofar að mæta í þennan þátt. Já, við erum alltaf að bjarga fólki. Já, er maður satt eitthvað með, þú veist, alltaf svona eitthvað tölfræði og tölur eitthvað svona. Engi með fucking veiðigjöldin að hreinu. Ég er alveg Leifum hennar Rotta. Svaraði Stefáns Einars ekki hvað veiðigjöldin há. Þú veist, það bara hlutfallið af, þú veist, hvernig maður reiknar út veiðigjöldin, þessi 33%. Hann vissi ekkert hvað veiðigjöldin væri há á, þú veist, hvað, hérna, laxi eða ísu eða hvað sem að fiskarnir heita. Já, þú veist hvað fiskarnir heita. Þú hérst að þið veitir flokkfisk að það ekki, hérna, undan Stykkishólmi eða það. Nei, ég veist, maður er ofta að tala eitthvað svona, ég var eitthvað versta. Stefán Einar veit ekki hvað það er. Nei, ég er að fíblast. En hérna, þetta komst það til, þetta var spurning sem þú fékkst og hérna, hann var að spurja þig, hvernig hljómaði spurningin? Hvað voru veiðigjöldin há eða eitthvað þannig? Hann spurði bara, hvað eru veiðigjöldin há? Ég var bara, ég svaraði náttúrulega eins og hálfviti, ég viðurkenni það. Ég man ekki hvernig svaraði. Það var ekkert eitthvað mitt besta moment að mýma í drast. En hann vissi heldur ekki hvað þau voru há. Nei. Þannig að þú veist, En læri þau utan af. En þín stefna á... Nei, treysti mér ef það var eitthvað sem hann myndi kunna ábyggilega og væri það þetta. Spurði mig. Þú reynt að lappa menna á þessu svona... Hvað eru veiðigjöldin há? Nei, ég myndi ekki byrjast náttúrulega. Hvernig leiðir eftir þegar þetta fór svona að fara í loftið? Ég náttúrulega bara... Ég var miður mín, ég var náttúrulega, þú veist, 12 ára oddviti, þú veist, það var nú þegar svolítið erfitt að taka mig alvarlega að því leitinu til. Hvað ertu gömul? Ég er 25 ára, ég var 24 þarna í fyrra. Það er bara 12 sem 2. Er það ekki? Ég meina, já. Við kunnum alveg að reikna á allt, sko. Bjórkastinu, sko. Þið er svo tölulegir. Samlagning. Hann er náttúrulega að læra að vera kennari, sko, þannig að hann þurfti að gera það, sko. Já, það er búið. Ég múið að halda þetta sem við byrjum í þættinum. Nú er ég rekinn, alveg leið. Já, einmitt, já. Já, ég meina, maður er ofta að tala um eitthvað svona mál og ég var að hugsa þetta bara út frá eitthvað svona, já, ok, hvað ef ég fær eitthvað tala um eitthvað, þú veist, eitthvað tengt, þú veist, bara einhverju og bara svona, hvert ertu með töluna hérna og eitthvað svona. Þessin er ég þetta Sverrir. Já, ok, hann er náttúrulega með svona líf með heila. Já. Mér finnst það galið, sko, að setja þá reglu. Þú mátt ekki tala um eitthvað málefni nema þú vitir nákvæma tölfræðina á baku þetta. Pólitíkusar eru ekki þarna til þess að vita bara nákvæma tölfræði. Þessi pólitíkus að vita ekki raskat. Þannig að það líka, sko. Ég hef talað við pólitíkusa. Nei, svo er, þú veist, ég held að það sé bara svona mismunandi krafa hjá mismunandi fólki hversu mikið þú þekkir af tölfræði eða sko, málið er líka gögnum bakvið eitthvað. Því að sumt er náttúrulega bara ótæmandi á meðan að annað er kannski þrengra. 100%, en þú veist, málið er ég líka dirfðist að setja eitthvað út á sjávarútveginn hjá MBL og það er bara big no-no. En sér náttúrulega, þú veist, voru veiðigjöldin hækkuð og það er mín hugmynd. Já. En það viltist allan að vera að það var stór hópu fólk sem að vildi láta hækka veiðigjöldin enga síðan. 100%. En ég held samt að meiri hluti fólk sem að vildi láta hækka veiðigjöldin vissi ekki hvað þau voru há og það er mín einlega skoðun en það í dag, sko, að ég held að þorri almenning sé bara ekkert inn í þessu og ég hvet bara fólk yfir höfuð til þess að kynna sér hluti áður að fara að mynda sér skoðun á þeim, skilur við. Ég er ekki að gafstöðina með á móti, sko. En... Ég held að fólk veit almennt hvað þau fá út úr því ef að veiðigjöldin eru hækkuð. Ég ekki líka verið, það var bara einhver flokkslína í gangi frá Pírötum og maður er náttúrulega, ef þú ert í framboði þá náttúrulega fylgir henni, þú ert partur af einhverjum flokki og þú ert ekkert endilega að fara að vera djúp í hverju einasta málefni sem flokkurinn er að berjast fyrir, en ok, þú talar samt fyrir þeim málefnum sem þú telur að flokkurinn sé að tala fyrir, skilur, þú svona kynnið hvert málefni er, þeir eru vantilega með eitthvað stefnusgrá fyrir kostingarnar, skilur, og þú talar náttúrulega fyrir þeim, en þú getur ekki verið sérfræðingur í hverju einasta, skilur, eins og þú ert með kannski, það eru svona sum pólitíkusar sem eru fókusar bara eins og miðflokknum, þar Sigríður Andersen, hún er rosa svona fókusur á efnahagsmál, hún er svona frjálshyggju, hægri, eitthvað svona og svo einmitt og hérna svo Snorri meira svona menningar íhalds, eitthvað svona, þú veist, minna í þessu peningamálum, skilur, að fólk hefur mismunandi
áhugasvið, mismunandi þekkingu á hlutum, þú getur ekki vita allt öll mál í þessu skilur og stundum er bara betra að Mitt sérsvið og hefur alltaf verið orkumál. Þú veist, mig langaði bara að tala um orkumál, en síðan bara spyrst út í sjávarútveginn. Náttúrulega ég tek þetta á mig, ég hefði alltaf... orkumál? Tölum orkumál. Rættum orkumál, þetta smást, mér langar að spyrja þig hvort þér hafi liðið aðeins betur, hann kom aðeins þarna eftir á og bjargaði þér kannski svolítið fyrir hotn með þessu umræða, það var náttúrulega þegar Stefán Einar svipti hulunni á þýska stálinu. Það er náttúrulega, þá fórst þú svolítið í skuggan. Það Þórður Snær, það ekki? Jú, bara... það var samfélkingagæinn sem var bara... Letta okkur vestu insel, bara umræð sem ég séð, sko. Að hann skuli leyfa sér að skrifa svona. Hvað var það sem hann sagði? Ég man bara, hann prjónaði eitthvað alveg yfir sig. Bara konur væru lævísar mellur, hann vissi alveg hvað það var að gera og En á sama tíma, hann uppljóstraði það, þá kom í ljós að Jón Gunnarsson hafi verið að gera einhver svona backdoor deals. Já, munið. Það var þessi kvala eitthvað. Já, varðandi. Alltaf Þórður Snær hafi verið að fjármagna þá rannsókn. Þetta var ísraelsk, þetta voru fyrir meðlimum Mossad. Var þetta fakt? Já, þetta fyrir sem sagt meðlimum Mossad sem að kalla sig þetta í Black Group. Þetta voru einhver alvöru útlendar. Já, þetta voru alvöru, þetta eru þekkt samtök, sko. Og þetta er alveg bara, þetta kostar peninga, sko. Og þú þarft að borga alveg verulega fjárhæði til að fá þessi gæti til að vinna fyrir þig. Og þeir voru bara búin að finna það út greinlega að ákveðin manni hérna, greinlega syni hans þú veist, þetta áfengin gott og þú veist, það er svona stemningsmaður. Já, stemningsmaður. Það hljómar eins og eitthvað úr Succession. Bara í alvörunni. Náttúrulega, sko, það var náttúrulega hann Atli sem að starfaði eitthvað fyrir Pírata, hvað heitir hann? Atli Þór? Já, hann var náttúrulega mætti hann einhvern tímann í Silfur Egils og raskelti Jón Gunnarsson svo illa, sko, Egil þurfti að biðja hann að vera, þú veist, bara segja hann að bara back off, sko. Já, ok. Það var einmitt með eitthvað svipa málefni, sko. Atli Savage. Já, þetta er einn uppáhalds þáttunum mínum að Silfur Egil, ég man vel eftir, sko, Jón var hann berjálaður. Okay. Já, en þetta var náttúrulega sko, þetta var, ég meina, þetta var gert systematískt, þetta var gert, þú veist, það var einhver sem borgaði fyrir þetta. Mikinn pening, sko. Veitum við ekki hver borgaði fyrir þetta? Nei. Þetta er einhvern veginn dó út. Já, mér finnst bara að fyndið að nefna þetta, ég var bara búin að stein gleyma þessu. Þetta dó út. Kannski einhver sem að vita, af áhörundum okkar hver líkur undir grunn fyrir að hafa borgað? Alltaf ég að klára hérna, því að það er að koma hérna helvíti gott. Þetta er alltaf svakalegt höfn. Við vitum líka. Þú veist, bara eitthvað, vílingar og dílingar, sko. Hann er ennþá á þingi í dag. Já. Við vitum líka að Mossad pottet með eitt gaur að horfa á hana þátt. Alveg 100%. Láta því það. Allavega einn, já. Það er einhver einn jet, sko. Já, ég getur alveg hengt upp á það. Þetta er í tengslu umræðin á þann. Það er sjúklega niðrandi að þessir aumingjagóðu einstaklegin raun og horfa niður á útlendingana. Og hérna kemur svolítið, mér langar að spyrja hvort þú sammála þessu, Lenja. Píratar voru cool þegar þeir töluðu gegnsæi og vildu tala sem þjónar þjóðar en ekki valdhafar þjóðar. Svo töpuðu þeir mér þegar flokkurinn var ultravók og eitt segir hérna að þeir misturinn eða sem gerði á svolítið sérstaka hurðu bara svona generic vinstriflokkur sem vildi afglæpa vaða hass. Hvað finnst þér þessa hérna þetta komment? Hvernig lítur þú á þetta? Ég náttúrulega gekk í Pírata út af því að þetta var flokkur sem að skilgreindi sig ekki, talaði svo mikið fyrir svona systematísku gagnsæi, talaði svo mikið fyrir frjálslyndi, alvöru frelsismálum, þú veist, tjáningafrelsi, þetta voru sko á tímabili svona leftist assholes, eða þið viti hvað ég að tala og ég bara tengdi gjörsamlega við það. Hvort að vókið hafi eyðilagt Pírata, ég er kannski ekki endilega alveg sammála, takk, en ég stend og fell með því að afglæpavæða vímuefni, en jú, Píratar fóru öll vímuefni eða bara einhver ákveðin? Kannski bara öll vímuefni en í rauninni í skaðaminkunarskyni. Þannig að það sé hægt að svona, þú veist, skrifa upp á þetta fyrir fólk sem er í aktífri neyslu, þannig að það getur farið að kötta eins niður. Það hafa verið gerðar rannsóknir þetta. Þetta skilaði sér mjög vel til dæmis í Portúgal, þar sem að þau lögleitu, allavega að hluta til. En jú, Píratar... Hugmyndir sko, Píratar fóru aðeins mikið til vinstri, þeir fóru alveg það mikið til vinstri að það bara einhvern veginn var ekki lengur, við vorum ekki lengur með sérstöðu og við töpum okkar kjósendum.
Þið voru komið vinstra megin að það við vinstri græna ákveðnuleiti sko. Kemur það óvart að við til dæmis það sem við vorum að segja Helgarhafni í þætturum hérna og við fengum alveg sko fullt af aðilum í hérna kommentunum sem tók undir þetta og ég þar til dæmis, ég hef kosið Pírata 2 að þeir mistu rosalega marga yfir til miðflokksins. Bara frá Pírötum yfir í miðflokkin við að hætta að leggja áherslu á svona málfrelsis og gegnsæis umræðu. Það kom honum mjög mikið óvart. Já, en þetta, ég veit marga sem þarna. Ég var jákvæður gagvart Pírötum lengi vel. Já, ég líka. Ég var jákvæður gagvart nokkur málum hjá þeim. Eitt að ég var til dæmis að vera á móti svona alls konar forvirkum rannsóknarheimildum. Ég bara fokk mér finnst rosalega auðvelt að geta þetta réttaríki sem við höfum og leiður fyrir að grafa undan því sko í heildið að hluta að þetta er svo fljótt að fara í óefni og við höfum bara séð það í öllum svona þjóðfélögum sem að hafa sveikt út af orðið svona authoritarian, einræðisríki eða allræðisríki, hvað sem við viljum kalla þau, að það byrjar allt þannig. Og það er svona finnst mér mjög mikilvægt eins og þetta að setja þetta ótinn, gagnsæi, að við vitum í hvað peningarnar okkar fara og hvað verið að ræða einhverju nefndum og okkur svo leiðis ég var mjög hrifin af því. Þeir voru með alls konar hugmyndir líka þetta var náttúrulega bara fyrst, var þetta ekki sænsku flokkur sem að var snýrst eitthvað netót held ég. Jú, netöryggi og svona persónu vernd. Já, en svo einhvern veginn var svona einhver populismi í kringum þessa innflytjendabaráttu, ég veit ekki alveg hvers vegna það var sko, hvort það var bara svolítið svona trendið akkurat á þeim tíma, það var borgarastríð í Sýrlandi og svona, ég held að það er gengið aðeins svo langt sko. Ég held mögulega allavega hvernig ég met þetta að við mistum sérstöðun okkar í kringum svona 23-24 og þetta er eitthvað sem ég talaði mikið fyrir í prófkjörinu og ég held að það sé ástæðan okkur ég komst upp í fyrsta sæti í prófkjörinu því að ég vildi fara aftur í ræturnar. Ég vildi fara í þetta anti-establishment, ég vildi fara í tjáningafrelsi, ég vildi tala mannréttindamál sem frelsismál út því að þetta er allt frelsi og það að vera bara að tala útlendinga sem svona mannréttindamál, það er bara ekki rétt. Mér finnst tjáningafrelsi vera líka mannréttindamál sem er frelsismál. Mér finnst það að geta, borgarar geta verið óhulltir fyrir lögreglunni og lögreglan þurfi bara actual heimildir þess að fylgjast með þér. Það er líka frelsismál. Myndur þú vilja sjá, ég talaði einmitt fyrir í daginn hérna í þættinum, myndur þú vilja sjá til þessi svo einhvers konar innra eftirlit með lögreglunni? Auðvitað, það er náttúrulega til nefnd með eftirlit með störfum lögreglunni. Ekki vera mikið að gera. Nei, hún er varla virk. Sko. Og, ég var til að sjá skjaldborðið hjá þeim. Ég þurfti að ganga í gegnum svo mikið, ég þurfti sko að vera ít og eftir því að fá upptökur úr búkmyndar lögreglu í vinnunni og þau meira þess að gáða mér ekki allt. Þetta er bara einhvern veginn, af hverju er þið með þessar búkmyndælar? Og líka skýrslurnar sem ég fekk afhenta frá þeim í einu máli sem ég baði þær voru eins og ekki undirritaðar. Þannig að ég veit ekki hvort þetta sé original skýrslan eða hvort þetta sé eitthvað sem að lögreglan skrifaði upp aftur eftir að ég er það ekki ólöglegt það? Ég, gerði athugasemd við þetta í greinagerðinni en ég veit ekki hvort að mér er augljóst að heldur ekki verið dómið ef þetta er ekki undirritað. Nei. Það segir sig bara sjálf. Vá. Já, en hvar stendurðu með hatursorða? Við stóðast að tala um málfrelsi Þú handtaka mig. Já. Myndur þú vilja setja sér í í Bukele-stæl superprisonið upp á Öxardalsheiði. Ég held að það eru aðeins meira að koma til þannig að þú eru handtekinsverður en hatursorða er náttúrulega í lögum og þetta er bara þegar að hatursorða ákvæðið var lögfest hérna á Íslandi. Það var bara til þess að innlega einhverja bókun við samning Evrópuráðsins eitthvað. Svo löggjöfin alltaf grín, bara hvernig orðuð. Það er nefnilega máli, hún er rosalega þröng. Ákvæði hatursorðræðu er rosalega þröng, hún telur upp ákveðin tilvik sem að þurfa að vera fyrir hendi þannig að eitthvað geti talist til hatursorðræðu og máli henni er varla beitt í framkvæmd. Þessu ákvæði er eiginlega aldrei beitt í framkvæmd, þetta er örugglega bara eitthvað svona málamynda ákvæði til þess að við uppfyllum okkar alþjóðlegar skuldbindingar sem að mér þykir mjög mikilvægt en það hvort að hver ástæðin sé á bakvið það að hatursorðræða ákvæðinu sé ekki beitt í framkvæmd, það er allt annað mál. Er það út af því að lögreglan hefur svo litla fjármuni? En hvað er hatursorðræða? Hvernig nú skilgreindir lög? Mæstu það nákvæmlega? Í lögum náttúrulega, ég skil ekki hvernig væri hægt að beita henni í rauninni samt í rauninni vegna þess að hvernig ætlar að beita einhverju það sem að fellur undir það ef að ég er að gera rauninni gæti ég
farið ef að Sverrir er að gera grína mér, ég get kært hann fyrir hatursorra því ég er rauðhærður, ég er minnihlutahópur. Þú veist, bara, og mér sárna grínið hans. Hver sem róper, smánar, eitthvað og Ég er grína þegar mér segja hæðistaðið eitthvað svoleiðis. Þetta er brandari þessi orðalagið í þessu. Og það er líka að tala upp út af hverju, út af trúabrögðum, kynþætti, kynhneigð og svo eitthvað í viðbót. Þetta þarf að falla þarna undir. Og þetta er bara svo ótrúlega þröng upptalning og það fellir ekkert alltaf undir. En samkvæmt því sem hefur verið tilkynnt, þá hefur hatursglæpum farið mjög fjölgandi vegna þess að einhver hafa verið að tilkynna þetta samtakana 78. Mögulegum. En ég meina, má það ekki gera grína fólki til dæmis sem er samkynhneigt eða trans eða eitthvað svoleiðis, er það hatursorra? Ég held að það myndi ekki falla þarna undir, sko, af því að það þyrfti að vera á grundvelli þess og þetta þarf að vera smánun. Já, grín er oft smánun. Já, þetta þarf samt að vera, skilur, þú ert... Ég var nú bara síðast róstaður í gær hérna af honum, bara með vídeo. Ég er náttúrulega lögfræðingur, ég get hjálpað. Ég er eitthvað með vídeo á vídeói, sko. Djöfulli Það var með smá ammælisstinnur og hann hérna tók róst, sko, og reynda mjög fyndið. Þannig að ég er með þig, helvítið aður. Þetta er stórhættulegt. Þetta er bara þunnagagn, sko. Hatursorðræði, þú veist, refsing fyrir hatursorðræði. Það fer ekkert á milli mála, þetta er inngrip á tjáningafrelsi, en þetta er samskonar inngrip og það að bann við meiðyrðum eða bann við, hvað heitir þetta aftur það að maður ásakar einhvern eitthvað vitlaust? Já, róburður, eða Rangar sakargiftir, já. Þetta er bara, þú veist, þetta er til þess að vernda æru manna, vernda rétt annara borgara. En er ekki... Mér langar að spyrja, fyrirgeðu, mér langar að, ég verði eiginlega að ég mun gleyma þess að ég kemur sér ekki á, þetta er bara að þetta er dæmi og raunveruleikarum. Nýlega var maður sem var til dæmis sem misti vinnuna vegna þess að sko vinnustaðarnas setur svo einhver ég var í forvitina því nú ert þú lögfræðingur, bara í örstuttumáli hvernig þú sæir þetta með að þú veistu hvernig ég er að tala. Já, hann var verðum ekki að vinna hjá hinn opinbera en það var styrta vinnu opinbera. Já. Það er satt að það séu ummæli sem að hann hafi við það sem séu ekki við hæfi og falli að þeirra mati undir hatursorðræðu. Þannig er ekki verið ásakanum glæp sem hann hefur ekki verið sakveldur fyrir eða hvernig myndir þú líka þetta? Sko, hatursorðræða er skilgreining í lögum. Já. Þar alveg getur ekki nota hatursorðræði í einhver öðru samhengi. Þannig að þú veist, það er búið að ákveða þá á Íslandi hvað hatursorðræða er og það er gert með lögum Alþingis og þú hefur ekki, og þau hafa ekki sem vinnustafun eitt leyfi til þess að, þú veist, þeirra lög, mér þeirra hugmyndir falla ekki. Mér styrst að svangir í þetta mál. Já, en það er svona, já, ég myndi að halda það að þetta þurft að fara eftir því hvað er í lagalögum skilningi. Hvað segir lögfræðingurinn? Ég held að það fari bara allt eftir samhengi málsins. Ef þetta er einhver aðili, þá kannski fer eftir í hvernig hópa fólki þessi einstaklingur er að vinna með. Þau hafa væntanlega líka sett sér einhver svona innri reglur, innri verklagsreglur sem að varða það, þú veist, hvernig skjólstæðingurinn eða hvernig aðilinn sem að þau eru að þjónusta upplifir þau. Nú er þetta Klettabær. Klettabær, ok. Þeir eru að fá eitthvað, ég heyr einhvern tímann fleikt að þau voru að fá eitthvað 6,5 milljarðar frá sveitarfélögum. Þú veist þess að halda upp í starfsemi sem að basically sveitarfélögin láta þau framkvæma. Þetta er svona alveg á nippinu að vera stjórnsýsla, skilurðu. Þetta er enga fyrirtæki en þeir eru að framkvæma eitthvað ákveðið. Ef þú ert með skóla og hann er einkareikinn, þá ertu samt bundin af stjórnsýslulögum. En ég sé þetta svolítið sko að... Þú veist, það er ákveðin kennslu skrá og svo framvegist, þú ert bundin að þeim, skilurðu, þetta er stjórnsýsla í ákveðinu skilningi. Er það samt ekki að flaska á því að segja að þeirra mati sé þetta hatursorðræða í staðan fyrir bara óviðandi? Mér finnst þetta að vera... Hatursorðræða? Ójá! Það er nefnilega hlutur sem að... Í rauninni, ef þau hefur rekið hann ekki gefið neina skýringu, þá líklega heldur það. En leðu byrja að gefa skýringu, þá þarf hún að halda. Sko, fer þetta ekki líka bara eftir, eins og ég sagði fyrst þetta er Klettabær, þetta er rosalega viðkvæmur hópur af fólki sem að, þú veist, að þessi einstaklingur er að vinna með. Ég skil, kannski eru foreldrarnir heldur ekkert eitthvað mjög sáttir með þessa orðræðu og þú veist, þú ert einn með, er þetta ekki börn sem eru í Klettabær, eða krakkar, táningar, úlingar? Heldur ekki ég, þú veist, en ég veit ég held það, ég ætla ekki að fullir að allir séu það, en ég held að þetta er að minnst fellow strugglarar í þessu lífi. Já. Mér finnst þetta að vera þarna sko, viðkvæmur hópar, það er potið. Mér finnst það liggi því ekki að sko, þeir getur nota allt óviðandi, bara hæfir ekki starfinu, bla bla bla, en að þeir skuli koma með á okkar mati fellur undir hatursorðræðu sem er refsivert með lögum og er þar að leiðandi að mínu mati gæti verið svolítið fucked up, en allavega.
En hér kemur mjög mikilvæg spurning sem beint hérna til Lenju frá honum Stormi. Hvað finnst Lenju örlima umræðina sem búin í gangi undanfarið? Ertu eitthvað inn í því? Örlimur, lítill limur. Til dæmis það var nú grein á heimildinum að Hitler hafi verið með örlim, hún Sif Sigmars gerði grein að líklega væri miðflokksmenn og aðrir með lítil tippi og svo kom nú Epstein og svo kom Mattias og gerði kort af góðu mönnu sem að sagði að væru líklega allir með örlim. Ég tók þessi mjög nærri mér. Þetta sem sagt einn af haturs, svona hate watchers, og hérna sérðu að hann búin að búa til svona kort af hvernig við tengjumst. Hann samt búin að blokka okkur alla. Mér finnst það geggjað. En hann horfir á alla þætti og ég var nú að spyrja, ég sýndi Mér Gervi. finnst það bara mjög flott. Er það ekki? Framlag hjá honum í alvörunni. En hann var að gera þetta í fríinu sínu og ég veit ekki, mér alltaf þótt að svona, hann kallar sig örvitan, við erum farin að kalla hann örliminn. Hann mjög, hefur eitthvað, þess að þú ert ekkit inn í örlima umræðinni. Sjá hvað menn á Twitter tóku þessari grein nærri sér. Ég las ekki greinina, ég verði að viðurkenna það, en sko þegar ég sá fólk var í alveg að móðgast yfir þessu, þá var ég smá svona, af hverju ertu að móðgast yfir þessu, þú veist það. Það var erfitt fyrir okkur. Já, Þetta var slæmt fyrir okkur í félaginu. Þetta ákveðið högg. Mjög slæmt. En þetta ekki nú þurfum við ekki annað en skoða hversu viðeigandi þetta og svona, nú ætlum við að setja okkur kynjagleraugun. Fara í háskólan og setja okkur kynjagleraugun. Já, þú ert með bara, þetta eru kynjagleraugun. Við ætlum að setja ef að moggin væri til dæmis að tala ákveðin hópa konum sem þurrköndur. Erum við þá erum við komin í umræðu sem að þetta sama fólk væri ekki sátt við, Ég er alltaf ég veit alltaf meina svona, þú veist, þetta væru kannski svona Þú ert komin mjög hálan ís allavega Ég er alveg samanlega að þetta sé hræstni frá þessum hóp en ég tók þess ekkert, mér finnst það bara Þú er vanur þessari gagnrýni Já, þú veist, ég er náttúrulega líka bara svo grill ég tek einhvern, þú veist það sem að mér fannst að ég nenni ekki að vera mókaður yfir ykkur Mér fannst það eiginlega svolítið þú ert hvað ertu í málefnalegri Þetta er rosalega furðulegt. En skrifa hann ekki greinina til þess að stuða? Jú, ég held það, Já, ég veit ekki, ég veit ekki hvað hún var að hugsa. En samt sem áður, ef þú skrifa grein til dæmis þar sem hún reynir að segja að Hitler hafi verið með Kalman-syndrom. Kalman-syndrom er sem sagt einkenni þar sem að þú framleiðir nánast ekkert af kynhormónum. Eitt af einkennum Kalman-syndrom að þú getur ekki látið þig vaxa skegg. Hann þekktur fyrir skeggið sig. Já, hann er frægt. Skilurðu hvað ég meina? Þú veist, þetta er svona eiginlega fellir sig sjálft, bara alveg í fyrstu atrinu. Og maður svona, já, ok, þú veist, það eru 5 þekktar erfðabreytur, þú veist, ég er lífefnafræðingur og var í doktorsnámi við líf og læknavísindi á sín tíma. Þannig að maður svona þekkir svona aðeins hvernig erfðafræði og annað virkar. Og þetta átti að koma á blóðu einhverju svo, þetta er svo lélegt, þetta er svo low. Og það er bara svona í alvörunni. Illa veiði að góðu manni. Það má nú segja helviti margt slæmt mannin, en þú veist, af hverju ertu að koma með eitthvað bull bara til þess að grafa undan trúverleika? Hann var rasisti. Hann var klálega rasisti. Hann var vegan. Hann var gyðinga. Hann var gyðingahattari. Ég held að það sé mjög erfitt að þræta fyrir hann að vera gyðingahattari. Já, hann byrjaði 38 og stríði 39. Ég held að sé einhver tengingan á milli. Hann var það sem ég kalla anti-semite. Já. Þér hefur fundist þetta og þetta er mín skoðun. Þetta er mjög umdeild skoðun. Já. Á þess að ég vil ekki vera að ræja látin mann, blessu sér minning hans, en hann var anti-semite. En mér svona Þetta er alveg svolítið sterkar fullyrðingar. Já, Sverrir. Hann neitaði því aldrei. Sverrir hefur þótt svolítið róttækur. Ég hef búin að vera að greina ræðurnar hans og það er svona, hann er ekki að fíla það, Nei. Gyðingarnir er ekki hans menn. Hann skrifaði líka þarna bók þar sem að örlar aðeins og gyðingahattri. Já. Svona, Mein Kampf. Já, þetta var mikið, málið er að greinar ekkit, þær aldrei svo vonda nema að séu sannar og þess vegna sárnaði okkur mörgum þessa umræðu. En ég er samt alltaf þar að ef ég myndi skrifa grein þar sem ég var að tala að gífurlegt magna konum væri með víðar píkur, þá held ég að það lægi alveg augum uppi að það væri ég sem var í vandamálið, Ég var ekkert að gera góða hluti þarna niðri, Nei, ég með Þóru Snær reyndi nú að fara einhver svona svipaða leið. Já, það voru áhugaverðar greinar, mjög áhugaverðar.
Herðu, hér er hins vegar, ég ætla að klára þetta nokkur komment. Það er, Matti hefur stútað fleiri nasistum en Indiana Jones, passið ykkur. Matti þarf að fara að stúta kommum til að bjarga Íslandi. Þú verður að fara að passa þig. Hér leiðréttir stormur hérna. Mattías er sem sagt þessi hérna með grafið sem sagt hérna. Já. Ég læk alveg mörg tweet í hánum, sko. Skiljanlega. Hann er ekki búin að blokka þig. Ég vildi að ég gæti það. Ég vildi að ég gæti það. Ok, þú En er hefurðu orðin sungið- nazi sympathizer. En hefur þú sungið ammælisöngi fyrir hann? Nei, það hef ég reyndar ekki gert. Árið við betri vinnur að Þá senda. verður þú kannski blokkuð. Herðu, ölgerðin gæti nota slókanið hvít orka gefur hraustlegt norrænt útlit. Já, við getum lagt þetta undir þá. Við kunnum alveg að reikna og allt og svo kemur mikil hláturskallina eftir að Sverrir sló í gegn með það. Hvernig vissi hún að veiðigjöldin væri of lág og vissi ekki hverju voru? Við tökum það bara rétt á eftir. Píratar berjast gegn rísindum byltinga líðskur. Verðið býtunum við, maður er ekki að vita alla tölfræðum bankana til að sjá hallirna sem þeir byggja sér. Já, það er þetta mjög góða punktur. Já. Er þetta hlaðvarp ekki öruglega rittstýrt? Já, það var nú einhver að setja út á það daginn að við varum ekki einu sinni rittstýrir. Já, við erum að vinna í því að nú erum við að fá svo mikið pening að við getum fengið ritstjórn. Allir sé ykkur grjótarður vinstri maður, anti-málfrelsismaður sem er tilbúin að taka rittstýringu að sér eða? Bara, Hann verður þá að vera á svæðinu, sko. já. Hann getur setið hérna og verið með rauðaspjál. Ég held að það sé þetta mjög góð hugmynd. Já. Svo kemur hérna í mitt komment, ég kaus Pírata, fyrst er ég gætt kosið. Pírata fóruð yfir anti-establishment, yfir í að vera the establishment, sem er eðlilegt það sem anti-establishment er dæmt til að enda þannig. Já, nú mjög oft svo leiðis. Já. Þetta með Pírata áttu fullt erindi að þeir voru að tala fyrir tjáningar og einstaklingsfrelsi og gegnsæi en urðu ultravók og þar var ballið búið. Getur lagt frá kæru frá einhverju gegn hvað sem, einhverjum að senda, Benóni segir þú getur lagt frá kæru gegn einhverju fyrir hvað sem svo er hann að hvort það verið ákjart í því náttúrulega. Ég voru að bæta við einu á eftir með þetta hatursorðaði dæmi, bara minni mig á það. Ég fekk nefnilega skilabóð frá einni sem er lögfræðingur sem var með áhuga að vera mikill. En haltu bara áfram. Líka skilgreiningun á þessu samkvæmt hérna Evrópuráðinu. Ég ætla að fá að klára bara rétt að því við erum alveg að vera búið með kommentin. Mér finnst áhyggjufullt að þeir vita að við séum allir við örlimi, segir Holy Thunder King. Já, Það er verið að njósnum okkur. Mossad vita allt, sko. Já. Reðursmánun hlýtur að vera hatursorraða. Já. Þetta er endar góðu punktur. Þetta er, Það lítur að vera viðkvæmur hópur. Áminning til fólks Já, að mér kveika á skilst það. live chat, svo þið séu ekki ritskoðuð. Hatursorraðu lög geta bara þakka niður umræður oft þarfar vegna þess að sá sem tjáir sig getur ekki vita nákvæmlega hvað fellur undir þetta, sjálfsögðu. Rotta segir hvít orka, white energy, ekki white power. Þurfum að útbúið ykkur eigin drikk, herðu við, hvað er menna að ráðast hérna á okkur? Já, við erum ekki, ég veit ekkert hvað vakir fyrir þessum mönnum í ölgerðinni, sko. Nei, við þurfum að fá ölgerðina til þess að tjá sig. Þeir eru náttúrulega ekki að styrkja okkur, en talandum að styrkja okkur, Já, þá heyrðu, erum við með hérna fyrsti sponsinn. sponsor þáttarins. Já, með gjöf. Fyrsti official sponsor. Fyrsti official sponsor þáttarins og það er hérna Tilna Lenju. Þú getur skoðað hérna innihaldið. Í þessu er, já. Það er ákveðið milestone, sko. Þú veist, svo fyrsta sem að fær gjöf hérna frá þættinum. Já, Í alvörunni? já. Þetta er frá hérna hrafnettu.is. Já, Sverrir pakkaði svona samt inn. já. Takk kærlega fyrir Þann það. 2. desember næstkomandi verður hrafnetta.is 4 ára. Í því tilefni að verður afsláttur dagana með 15% afsláttur á öllum vörum frá 27. november til 2. des. 15% afsláttur. Já, þannig að allir að skella sér inn á hrafnetta.is ef þið sérstaklega ykkur vantar eitthvað fyrir konundar ykkar. Hrafnhetta.is. Já, hrafnhetta.is. Já. Og þetta er alvöru Og svo spons. gestaþraut. Hvað eru með í þessu? Hvað erum við með í, hvað fengum við hérna í, Þetta er eitthvað svona snirtiförur. nú erum við, Gott hvað þið eru góðir. nú erum við orðinir sellout, drengir. Það er ekki gott Það fyrir mig. bóðar margar sem koma Þetta ángraði Helgar hann mikið, hann reyndi svo mikið að hata Sverri, hann gaf það ekki þegar upp á stað. Það eru þú ert ykkurlegur en þú er góður í að pakka. Takk fyrir Það er einhver innihaldslýsing hérna á pakkanum, hann að hérna, Herði, hérna er þetta. Það er body scrub, Já, varasalvi, shampoo, kerti, nóðri, klútur, baðsprengja. Þetta er sannkallað svona, hvað heitir þetta? dekurpakki. þetta er selfcare. Dekurpakki fyrir konuna, hrafnetta.is.
Þetta okkar fyrsti sponsor og við ætlum að endurtaka þetta bara alveg þangað til við hættum í kvöld. Mér langar bara að fara í bað núna, sko. Já, ok, Sverrir þannig að ég var fékk- ekki svo eina. Sverri fekk líka svona, það er hérna, jú, Ég hef ekkert fengið. Ekki frá lífið því. velgerðinni. Hann er með svona baðbombu. Ó, það er góðlegt. Já, Jú. ég ákvað að býða með það þangað til við værum konið með slatta af áhörundum live til að koma með þetta. Já. Ég held ég hef fengið COVID, ég finn enga lykt sko, þannig að, Jaha. já, þú veist, finnist þið lykt af þessu? Ég misti lyktarskinnið í COVID í svona 3-4 daga eftir ég smitaðist. Já, Og það var alveg hefi óþægilegt. Já. Lentið þið? Er ekki bræðskinni með því það? Jú, bara lyktar á baðskinn, sko. Og ég borðaði sushi. Og svona sushi, ef þú finnur ekki bragð, þú fær bara áferðina, það er ekki gott. Nei. Það hljómar ekki vel. það borðar eins og þú sért einhverjur og þú fyrir Já. að borða eftir áferð. Já. Getur finna einhverjur ekki bragð? Jú, jú, Já. en þeir borða eftir áferð margir, já. Já. Frekar heldur bræði, já. Ok. Og líka bara, Uppgötu hvað nýttum sjálf ekki það, ég dæmið ekkert. en Helgi, þú ætlaðir að túlka eitthvað hérna, því nú erum við búin að catch up hjá kommentunum. Sjáum hvort að ég geti lesið, það er nú líka, þú hefur verið að sjá að reikna sko. Sverrir náttúrulega hefur verið að reikna, við tókum hann 2012 og við erum í 100% við, rétt. hérna, svolítið lýsi geta maður sjá. Í tilmælum Evrópuráðsins baráttu gegn hatursorðræðu, bla 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 bla, er hatursorðræðu lýst sem allri tjáningu sem hvetur til, stuðlar að, dreifir eða réttlætir ofbeldi, hatur eða mismunun gegn einstaklingi eða hópi fólks, eða sem rægir það vegna raunverulegra eða ætlara persónu einkenna þess, eða stöðu eins og kynþáttar, litarháttar, tungumálstrúar, uppruna, aldurs, fötlunar, kyns, kynvitundar eða kynhneigðar. Allir flokkist það þegar þetta niður að Þetta er kýta orðið alveg svolítið erfitt að skauta frá sko, af því að það hefur komið svo mikið túlkun hvenar er ég að lítillækka þig, hvenar er ég að smána, þetta er orðið pínu erfitt. Og líka tjáning sem getur ollið mismunun finnst mér vera bara svona, það getur verið svolítið... En sko máli, er þetta ekki í tilskipun? Hérna. Þetta er hérna... 88 áhorfendur, hundaflauta. Tæknimaðurinn okkar. Hvað er í gangi? Já, ok, í tilmælum. Í rauninni þá eru... Eftir að skoða myndirnar. Kæmist ekki heil frá því. Það var áfalla hjálp. Nei, þú veist, aðildarríkin eru ekki bundin af nákvæmlega þessu, bara þannig að þau nái skilur svona... Þetta er svo tilskipun en þetta er ekki endilega innleitt í heildsinni. Nei. Og þú veist, eins og hérna íslenska ákvæðið, hver sem smánar, niðurlægir eða róper, eitthvað svo leiðist, þetta er kannski 2 setningar ákvæðið sjálf. Og það er alveg frekar svona þröngur rammi utanum hvað telst til haturs orðræðu. Þannig að, þú veist, við vorum ekkert að fara út í neinn smáatriði. Óli minn, reyndu nú að finna eitthvað annað heldur en einhverja tilskipun næst, byrjum að finna actual lögin, sko. Jú, þetta er þessi tæknimaður okkar lélegur maður. 33A. Ég veit leiðis mér Það var það sem mig myndi. Það var það sem þið myndi. Nei, ég segi svona, þetta er allavega inntaki, þetta er svona það sem þeir mæla með þarna hjá Evrópusambandinu. Í rauninni. En tæknimaður okkar er ógeðslega lélegur, sko, hann er ráðinn bara út á útlitinu. Hann er góð mann. En já, ég fekk komment frá, eða sem sagt skilabóð frá vinkonum minni sem er lögfræðingur og hún var að tala með það er munið eftir í þegar það var kallinn sem var hjá Háskólanum í Reykjavík sem var rekinn fyrir hatur og var ekki að segja eitthvað nefndi ekki að vinna með konum. Það var hann vildi helst ekki vinna með þeim. Það er ógeðslega. Hann er bara heitir, skilja, bara hata konur. Munið eftir gæjanum þarna, þetta var svona eiginlega á toppnum sko á MeToo þegar hann fór að drulla eitthvað yfir einhverja displaymynda Áslaugu Örnu. Munið ekki eftir það voru gefnur út bólir sko, ekki vera Ragnar. Þetta var alveg, munið ekki, já. Var hún kom úr sturtu? Jú. Já, var með svona stút á vörunum eitthvað og tók eitthvað að mynda sér og það var ekki sem ákvað að tjá sig um þetta og endaði bara fórsum og tekin að lífi. Þetta var svo brútal herferð sko og svo fór sko einhver sjoppa í Smáralind að gefa út bóli sem var svo ekki verið að ragna og mynda honum. Þetta var bara, ok. Þetta var alveg svona,
Þetta var hræðilegt sko. En hér með vitnað úr sem dóm, þetta lagt hefur verið til grundvallar í vinnurétti að vinnuveitendur á almennum vinnumarkaði hafi umtalsvert svigrúm til að segja upp starfsmönnum sínum. Ágreiningslaust að stefndi ákvað að segja upp störfum vegna tiltekinna ummæla sem hann lét falla á samfélagsmiðli. Sú ákvörðun fól í engu gegn heimildum stefnda samkvæmt ráðningarsamningi og takmörkum á þeim verður heldur ekki leitt af stjórnarskrár vörðum rétti áfrýjanda til tjáningafrelsis. Sko, þetta bara ómikið eitthvað svona ég skil ekki neitt af þessu. En basically það sem ég verið að segja hann var ekki bundinn að því að með ekki tjási með þessum hætti að ráðningarsamningi og að þú veist að þessi réttur hans sé tryggður í stjórnarskrá. Og samkvæmt mannréttindasáttmála. Það eins og ég skildi þetta. Þú veist, þú ekki að fara lengra með það. Ég var að reyna að skilja Sverri hérna sem að gæti náttúrulega allar lesa Ég las bara upprétt það sem að ég sagði. Já, en þú veist, er þetta ekki samtalið pæling? Ef þú mátt ekki tjáði með einhverjum ákveðnum hætti, þá þarf það eiginlega að koma fram í ráðningarsamningi. Sko, hvernig ég túlkaði það sem að þú varst að segja var að vinnuveitanda var heimilt. Já. Út af því að, þú veist, þau hafa... Já, var heimilt, ok. Þetta er enga. Já, á almennu markaði, sem sagt ekki hinu opinbera, þá í rauninni bara geta vinnuveitendur gert hvað sem er. Þau ekki að bundin ákveðnum stjórnsýslulögum, eins og til dæmis Háskóli Íslands eða Landspítalinn. En kannski sóna ég eitthvað út, ég veit það ekki. Ég sónaði út sjálfur, sko, ég var bara að lesa. Spáið í þessu, það má segja þessum tveimur aðilum upp, þessum hérna Kristni og þessum að við rættum á hann, en það má ekki segja upp hérna útlendingi sem að vinnur á Landspítalanum sem að sendur í leyfi vegna þess að þekkt hegðun hans að áreita sjúklinga kynferðislega og hann sendur í leyfi vegna þess að þeir vissu að þessari hegðun að þeir mátt ekki regn. Já, en sko, reynda þeir ekki áminnan? Þeir vildi ekki svara þeim. Þeir verða áminnan líklega. Þeir vildi ekki svara hvort þeir hefðu ámyndan. Hverju ámyndi hann ekki og svo bara aftur? Áminning og bara, samt. Þú veist, það er alveg viðvarandi vandamál hvað það er erfitt að segja fólki upp á opinberum markaði, sérstaklega hérna á opinberum vinnumarkaði, sérstaklega þegar þau eru að gera eitthvað af sér og þegar þetta er svona ótrúlega mikilvægt starf sem að er svo mikið svona fólksmiðað. Þú veist, ég veit það ekki. Þetta truflar mig alveg, sko. Og þetta gera það, já. Og þetta bitnar náttúrulega líka og það er það sem vinkill sem gleymist oft ef þú ert opinber starfsmaður og þú stendur vel í vinnunni að þá bitnar þetta náttúrulega á þér af því að þetta leiðir af sér að þú ert líklegri til þess að þurfa að vinna með fólki sem er ekki starfið sínum vaxið, sem er vanhæft. Af því það er ekki hægt að reka. Þá ertu líklegri til þess að vera í opinberu starfi að vinna með einhverjum vinnufélag sem er bara ekki, getur ekki unnið. Samt það er hægt að reka það er bara svona... Það er mjög erfitt. Það er erfitt. Þú þarft að áminna og svo þarf að vera önnur áminning sama efnið innan við hálfu ári. Það er reyndar eitthvað ákvæðið þarna sem að sko það á að vera hægt að segja beint upp ef það bara er talið að það sé ekki bara nokkur leið að hafa þið áfram í vinnu. Já, sem að ættu þetta að vera þarna. Því að þú veist, þetta var þekkt hegðun hjá aðilunum. Ég hringdi sjálfur í yfirmannans og hún vildi ekkert kannast við það fyrst, þangað til að ég var bara með vitnisburði frá nokkrum aðilum. Þá bara vildi hún ekki tjá sig, en yfirmaður hennar tjáði sig svo þetta. Þannig að þú veist. Ég skil þetta þannig að hann hefði sjálfur sagt upp störfum út af tilmælum sem hann lét falla, því að stendi ákveð að segja upp störfum. Hann Kristinn, ég er nokkuð viss hann hafi ekki gert það. Var hann ekki annarkvært lektor eða prófessor? Ef þið eru að tala Pál Vilhjálmsson. Nei, þetta er bara eitthvað sem hann fekk sett. Þetta er kongurinn hann í... Kristinn Sigurjónsson. Já. En við vorum að fá komment hérna að þetta veri Ragnar Önundarsson sem að fór, kongurinn sem fór á svo bóli. Hvenær var það? Munið þetta, síska? Ég man aðeins eftir þessu, sko. Ég man bara eftir þessu slagorði. Getur verið, sko. Já, var þetta alveg svo, það geti alveg verið sér svo langt síðan. Já, mér ámar í það. Mér langar að koma með spurningu, þetta er hvort myndur freka spurning og þetta er úr þessi spurning kom í götustrákum, þannig að sko þeir eiga þessa spurningu, ekki ég. Ég er eingöngu að hafa hann eftir og hún er til gests þáttarins, Lenjum, og spurningin er hvort myndur frekar vera stungin af moskítoflugu eða ólöglegum innflytjenda? Þetta er spurning. Það er alveg erfið spurning. Ég fæ hrikaleg útbrot af moskítoflugum. Ég var að segja moskítoflugur. Já.
Já, mér finnst það öll svar, ég bara ákvað að koma með þessa spurningu. Það maður ráða hver maður stungin. Já, Bætur náttúrulega fyrir að vera stungin. það mjög góð punkt. Já, þeir koma mynd inn á það, sko. Þú getur líka fengið fullt af fjölmiðla umfjöldunum, sérstaklega stungin í rassinn. Það var þetta geðvitt. Það var reynda mjög fyndið. Var það ekki gæðin sem var pro-Palestine og var að læra sko arabísku og duolingo og að fara að tala við einhverja menn sem voru Samkvæmt honum, jú. inn einhver glugga eða eitthvað og... Hann var að mæti í dimmu hús og stundi bókstaflega. Það var einhverju rófi og ákvað að pröfa tungumála kunnáttu sína. Já, ég held að hann hafi nú verið eitthvað. Þessi meistari, já, hann er á einhverju... Það skemmtilegasta við þetta sko er að hann breytti ekkert skoðun á þessu öll saman sko. Nei. Já, mér fannst það fallegt. Nei, alvörinni. Já, þetta er rosalega fallegt. Náttúrulega, staður og stund, skilur. Ég myndi ekki fara að prófa dönskuna mína við einhvern í dimmu húsasundi. Nei, hann var náttúrulega líka stungin, sko. Það var svona, ekki rosalega fallegt. Þú veist, ég veit ekki það ef ég mæti 3 munnum í dimmu húsasundi, sko. Þú veist, ég er ekkert sérstaklega að fara að gefa mig á tal við þá, sko. Nei. Þetta er bara, þú veist, þú ert ekki endilega að sína mikið eins og Patrice O'Neill sagði, ég sagði þetta síðasta þætti ef að, þú veist, hann skildi aldrei að hverju hvítir óttuðu saman ekki verið rasistar eða þú mætir 5 stóru svörtu mönnum labbandi á mótið þér, ef að hann mætir 5 krúnrökuðu mönnum þá var hann ekki að gera ráð fyrir að þetta séu menn sem nýkomnir úr krabbameinsmeðferð, sko. Ég bjó í Brasilíu, þá var þetta bara svona standard practice eða þú heitir hópa kallmönnum þá bara ferðu yfir götuna, sko, og þetta geta lappin í hópin. Þannig að, já. Já, hann var stungin í rassinn allavega og hérna, já. Heyrðu, hér er önnur spurning til, kommentir hérna. Við erum með virka menn í dag. Hérna skal ég segja þér, Holy Thunder King, ég hafði kannski óraunhæfur draumur en mér langar einn daginn að vera nógu margtækur til að komast í bjórkasti sem gestur. Kannski þarf ég að reyna að komast í borgarstjórn Reykjavíkur þegar ég löglega má. Ég veit ekki, okkar maður, myndum við gera hún að taka sem gest? Já. Er það? Við erum ekki bara til í allt og alla. Allt og alla, ég held það sko. En er gaman að hafa einhvern sem er sammáleikur allt? Það er minna ekki jafn áhugavert. Já. Það er erfiðar að finna einhvern sem er ósammáleikur. Ok. Það er svo erfitt að fá til að mæta. Já, ég er að segja það sko. Ekki lengur. Nei, kannski, heyrðu, já. Þetta er reynda gæti verið. Ég held að, en svo, þú veist, ég held að það hefðu kannski margir haldið að það væri eitthvað svona hostile andrúmsloft, gagvart þeim sem eru sko hinum megin á pólitíska rófinu og þess að ég segi að þetta er í grunninn skemmtið þáttur sko, við erum að reyna að gera eitthvað, bara halda upp í skemmtilegum samræðum, svona lett með og við erum ekkert eitthvað, þú veist, það er óheiðalegt að fá fólk og svona reyna að grilla það, fara í eitthvað gotcha dæmi og eitthvað svona og ég held að þú veist, að þegar við sýnum það bara í verki, að við erum ekkert eitthvað í því að reyna að ná fólki, skilju, nema bara í eitthvað skemmtileg samtöl að þá séu fleiri líklegri. Já, þú svo segir þú öllum að það eru skemmtilegir, skilur öllum og segir bara, já, þú eru að heyri þeim og þá byrja það allir að koma. Það er líka bara mikilvægt að hafa í huga við græðum, við töpum svolítið að þið líka bara, þú veist, við erum 3, það er einnig og meira sér sko, ég myndi segja eina svona hostile sem hefur verið í þættinum var kannski sko, var Helgi Rapp gegn Sverri sko, það var mikið í byrjun sko. Það var reynda varalegt brútal sko. Það? Já, ég þurfti að áminna svolítið köldu sko. Já, ég var svona moderator í 2 tíma bara svona reyna að halda friðin. Sverri ná honum. Já, og bjórin var nú svolítið að vinna með Sverri líka. Hann var komin svona 8. bjór þegar hann tók því sá. Hann líka, það var mér á óvart að hann drekkur alveg bara maður sko. Og breyttist ekkert, það var eins á 1. og 8. bjór sko. Já, hann bara hann var ekkert eitthvað áberandi ölvaður en hann drakk áberandi sko. Við sáum líka að það voru mjög margir sem að komu sko, þetta þurfti menna eins að tjá sig skoðan og allt svoleiðis, við sáum bara hvað voru margir sem að gá honum bara rockstig fyrir að koma því, þetta er ekkert sjálfsagt. Mér finnst þetta orðið svo áberandi að flestir sem að eru okkar megin væru til í að mæta hvar sem er á svona, þú veist, í svona hostile ég segi, hostile, já, bara næstuði hvar sem er, rúf, þú veist, alla þessa miðla
en það bara aldrei boðið upp á og þegar hinum aðilunum sem eru þarna, Gísla Martins megin, þegar þeim boðið eitthvað, þeir vilja ekki koma. Þetta rosalega skrít. Ég held að það væri rosalega gaman að fá svo gæja einmitt eins og Þór Snæ. Ég held að getur mjög gaman að spjalla á hann og bara svona, þú veist, Honum boðið. ég myndi segja Gunnar Smára en ég væri að ljúga. Ég búinn að bjóða Gunnar Smára, hann vildi ekki sjá okkur. Nei, hann var alveg brjálaður. Það var bara móðgæður yfir að bjóða. Þú férst alveg skýta ræðuna yfir því, sko. Það var bara leiðilegir. Maður samt líka alveg hrættur að fá skilur frá öðru fólki sem svona ósamála ykkur. Af hverju það að gefa þeim plattform? Því að þetta þú sérst að taka undir skoðanir þeirra. Sem náttúrulega bara alls ekki máli. En til þess að geta haft einhver áhrif á umræðina þá þarf maður væntanlega að mæta á þann vettvang sem umræðin tekin á. Já, það svolítið þannig. Það bara nákvæmlega þannig. Ég var að segja, fyrir 3 árum ég hefði ekki þórað að mæta, sko. Ég hef með... Það verið nazi-sympathizer. Hvað finnst þér á breyst? En ég meina, þú veist, þú ert kölluð nazi-sympathizer af til dæmis mönnum eins og þeim sem vorum að sýna þér, hérna, sem þetta er fámennur hópur, þetta eru svona öfgamenn sem eru þetta sjúka öfgavinstri sem að feira alveg bara ótrúlega langt í vinstri og bara því miður, þú veist, ég kann mjög vel við Pétur sem Einslæling, þú veist, líta á hans sem vin minn, en við erum mjög ólíkir í skoðunum en málið það að við höfum allavega hingað til alltaf geta rætt saman. Það veit alveg hverja mínar skoðunir og svona en þess vegna finnst mér svolítið sorglegt þegar menn fara í það að gera öðrum upp skoðunir sem einhverju sympathæsar á nazíism. En af hverju lítur ennþá á hans sem vinið þegar hann í þættinu segir já ég þekki nú því miður einhverja þarna? Já. Bara hún finnst mjög miður. Nei, ég er ekki búin að horfa alla hennar þátt sko en kannski þegar ég endur skoða það. En Óli var bara mjög miður að þekka. Hann er kannski búin að taka einhverja aðra stefnu í lífinu en ég sko en Ég held að skili engu að vera að forðast umræðina. Nei. Ég forðast til dæmis Twitter, ekki út af því að Elon Musk er búin að taka yfir þetta út af því að þú veist, þið eru allir þarna, heldur bara það eru vond vibes þarna. Ég opna forritið og ég sé bara fullt einhverjum neikvæðum, þú veist, bara öfgahægri mönnum, skilur að vera að væla yfir hinn og þessu og ég er smá svona ok, nú er ég þreytt, ég get ekki meir. Þú veist, þetta er ekki svona cancel. Nei, þetta er ekki sama cancel og þú er svona búin að venjast og kann betur við. Ég hef ekki sagt þetta. Ég ætla að leiða mér að fullyrða að þetta væri ekki nálagt í svona ef þetta hefði ekki verið svona ritstýrður miðl svona lengi og þessi miðlar sem eru ritstýrðir og það var gert á Twitter þú máttir ekki viðra ákveðna hluti þá varstu bara bannaður, ef ykkur reportaði fyrir eitthvað svona, þá varstu bara bannaður. Ég upplifði það, þú veist, það var bara drull yfir þig mjög mikið, mjög heftarlega ég er að tala um áður en að Elon ég er að tala um þá líka skilur, þú veist, þá er ég að tala um kannski góða fólki versus vonda fólki á Twitter. Það er kannski áður en þetta fór út í þessa miklu ristingu. Það er náttúrulega bara viðurkennt í dag af þeim sem að reka samfélagsmiðluna, bæði Facebook, Instagram, Twitter, þá er það Twitter files og allt þetta. Og þá kemur bara fram að þú veist, það var gríðarleg risting, menn voru í shadowbönnum og ýmsu svona og því var beint gegn þeim sem voru til hægri. Þú veist, Donald Trump literally var bannaður á Twitter, þannig að það er eiginlega ekki hægt að segja já, maður skilur það kannski aðeins meira en hann sko Nei Þið hafi verið svolítið sammálað um það sko að fólk skilur ekki alveg það sem skrifa á Twitter Algjörlega sko Mjög miskildir sko en líka hvað hétt þessu lagið Há-há-lagið hann segir they don't understand what I say on Twitter en ég er náttúrulega tengi rosalega við, þú veist, hann hefur einhverja brjálaðslega löngun til þess að stuða umhverfið sitt og ég tengi ótrúlega mikið við þetta, ég hef alveg bara bílaða löngun til þess að stuða umhverfið og þú veist, og það er, og svo fær maður alveg jákvæða athygli og neikvæða athygli og þú veist, svo, en það er svona alveg einhver takmörk fyrir því hversu mikið maður elskar, þú veist, það var alveg svona undir lokin í þessu fjölmenn þar sem það var svona eitthvað frétt að tveggja daga fresti eitthvað, þá var maður bara eitthvað, ok, er þetta ekki bara komið fílt af neikvæðri athygli í bili, sko. Það er pínu þreyttur á mömmu. En ég tengir þessu við þess að þörfans til þess að einhvern veginn, hann er alltaf að skoða hvað er normið, hann er alltaf einhvern veginn, hvernig getur brotið normið með því að stuða og eitthvað svona og þú veist að hann er svona þessi svo trickster arketýpa, skilur, sem er alltaf, og þetta er mjög mikilvægt því þetta
þetta svona brýtur ákveðar legar sem í gangi í samfélaginu og með gríni og fleiru. Hann er gjörningamæður, sko. Já, ég fíla það, sko. Og, ég mjög gaman á honum og þú veist, eiginlega bara að því að hann var orðin svo klikkaður á tímabili, það var ekki annað hægt en að hafa gaman að þessu, sko. Já, en samt skilur þetta var alveg komið út í svo mikið rugl að ég var alveg smá svona, þú veist, ég hef verið að afsaka hegðunina hans svo ógeðslega lengi, bara út af því að he made graduation, skilur en þú veist, þetta var alveg komið þangað sem að ég bara unfollow hann á Twitter. Mér langaði bara einhvern veginn ekki að sjá hann vera svona ótrúlega insane og ég held að það sé líka svona ákveðin fylgjandahópur hjá Kanye sem að ýta undir þessa insane hegðun og hann náttúrulega bara espast upp ennþá meira og svo hann ekki á lyfjunum sínum, þú veist, það sem að kannski gera þetta líka svolítið verra en þú veist. Já, það svona. Ég get aftur, ég myndi fullara þessi þörf til að stuða fólk væri í rauninni ekkert til staðar ef það hefði ekki verið búið að vera svona mikið ritskoðun eða svona, þessi svona, hvað maður að siða fári eða hvað maður að kalli þetta eiginlega sem búar, þú veist, það má ekki gera grína neinu, þú veist, bara fuck you, ég ætla að gera grína öllu sem ég langar, þú veist, það sem þykir bara, þú veist, tabu í dag er eitthvað sem bara menn voru að grínast með fyrir 10-15 árum bara eins og, þú veist. Það er hungur eftir því að eitthvað poti í og bara svona gera það sem bannast. Ég hef nú verið að grínast eiginlega með allt sem er bannað að grínast með. Já. Það er stundum svona, ég finnst alveg ótrúlegt sko að það hafi ekki fengið verri viðtökur sko. Nei. En ég með eina pælingu, varandi þú talum með að þú komir hingað eða eitthvað Libbi komir hingað eða eitthvað sko og ég með ákveðna kenningu það að Libba sjónarmiðin munu hætta að heyrast smá saman í samfélaginu út af því að þeir beita þessari útilokun á ákveðin hóp sem að kannski stækkar og á ákveðin sjónarmið sem að þeir líta á sem fari bara gegn einhverjum grundvallar mannréttindum, ég er ekki sammála því en það sem ég held að gerist er að Libbi, þessi vók Libbi að hann muni á endanum, þú veist, búa sér bara til einhverja bublu þar sem þetta verði bara hann að tala við aðra Libba, skilur, og það verði enginn að horfa og það verði, þú veist, basically það sem verði í gangi á mainstream smiðlunum og athygli muni minnka á þeim í kjölfarið og fara yfir á aðra óritstýrða miðla eins og bara hlaðvarpsformið eða eitthvað álíka af því, skilur hvað ég meina? Þú ert basic ég held að þetta ferli sé í gangi bara að segja að þeir séu útilokað sjálf og sér á umræðinni með því að vera ofdómharðir og með því að vera í bara nafnaköllum, uppnefna strómanarguments þess vegna erum við komin í þessa stöðu í dag, þess vegna er miðflokkurinn með svona ótrúlega mikið fylgi, þess vegna fær Sverrir svona ótrúlega mikið á X út af því að við höfum neitað að taka þátt í umræðinni svo ótrúlega lengi þess vegna langaði mig líka bara kominga í dag út af því að það skilar engu, ég er ekkert að fara að ná að samfæra neitt ágæti miðjunar / vinstrisins ef að ég er bara að tala í mína eigin búblu. Akkurat, já. Og svo er maður náttúrulega líka bara smá aumingi ef maður vill ekki bæta að fyrst. Já, ég held líka að sé bara rosalega mikilvægt eins og þú veist, þú komst inn á áðan að þú veist, það voru ákveðin stefnumál sem voru sett á oddinn sem að genga svo langt og það er, þú veist, alltaf að tala eitthvað bakslag og það er einhvern veginn þetta fólk sem er alltaf að tala bakslagi er einhvern veginn alveg grunnlaust það að það hefði gengið bara á langt og það sé parturinn af bakslaginu og það sé bara þeim sjálfum að kenna og þetta sé bara þeirra ábyrgð, það er alltaf öðrum að kenna þetta er svona eins og einhver fársjúkur alkohólisti skilur alltaf að vera benda á alla aðra en í rauninni, og þú veist, verður að taka réttindin á öllum, verður að taka réttindin neinum hvað er að tala Við erum samt að sjá það til dæmis í Bandaríkjunum. Nei. Jú, víst. Það er verið að afnema same-sex marriages og veist, það er náttúrulega bara rosalega stórt skref aftur á bak. Það eru bara einhverju rungarar sem byrja á því. Það er samt, ég menna, það er það fyrir einhverju lögum núna sem verið að gera? Eða er bara einhverju umræða? Ég kannast ekki við það. Það er einhver staðar í Suðurríkjunum. Það er búið að afnema það að geta farið í fóstureyðingar eftir einhverja x vikur. Það var stytt. Það var vikur í Alabama. Sko, í fyrsta lagi að þá er það ekki ríkið sjálft sem að ákveður að heldur hvert fylgi fyrir sig. Já. Og í hverju fylgi fyrir sig þá þarf að kjósa það. Já. Þannig að það er lýðræðisleg kosning. Þannig ef að meiri hluti fólks er á þeim buxunum, hvað hefur við að segja það hvernig þau vilja hafa hlutina heima hjá sér? Það er rétt. Ég meina, þú veist, hvað ætlum við að gera hérna ef Íslendingar, segjum bara 60% Íslendingar ætla að kjósa eitthvað og ákveða það að hafa hlutina svona.
Hver við að ákveða það? Það veitist samt alveg ágæta vísbendingu hvaða viðhorf eru að verða ríkjandi í hinum frjálsa heimi. Þú veist, fólkið í til dæmis Bandaríkjunum, Alabama, hvar sem þetta Texas eða eitthvað, kaus sér ákveðna stjórn sem að setur svona lög á fót og þá svona sjáðu eftir. En það þarf að kjósa það í hverju fylgi fyrir sig. Og það sem að ég segi það er ekki, þú veist, þjóðaratkvæðagreiðsla, það skilur fylgisatkvæðagreiðsla, þetta löggjafinn. Nei, það atkvæðagreiðsla breytt lög, til þess að Flórida, þá var það fellt af því að það þurfti meira en 60% atkvæði og það komst ekki í gegn þar. Borgurum? Já, að þeim sem búið í fylginu. Það eru greita atkvæði úr sum lög sem að verið að setja í gegn. Einstökum málum? Já, þetta oft gert. Já, þetta alveg þekkt. Það þegar það sem sagt, þegar að fylgin, þú getur ábyggilega gert það hins veginn, en eins og til dæmis í Flórida, að þá var greitt atkvæði það hvort það ætti að stytta þennan tíma eða lengina að hafa hann óbreyttan. Og fyrst eftir að það var sagt að það verið að fella á gildi og stelpum mætti ekki fara í fóstureyk og svona og þú veist, ég fór að skoða þetta, ég skoði fylgi fyrir fylgi, þú veist, að tjekka á þessu og þá voru einhver stórkostlega breytingar. Aðalbreytingarnar voru þær að ríkið, sem sagt federal, þeir hættu að taka afstöðu og hvert og eitt fylgi máttu ráða fyrir sig. Það er breyting sem var. Já, ég veit það. Og svo, sem sagt, í hverju fylgi fyrir sig, almennt séð, að þá er kosið þetta. Og ég meina ef það er fylgisstjórn í fylginu þá er hún þegar kosin af fólkinu og hennar pólisía. Skilur alveg eins og Íslandi. Það er sem ég var að segja, já. Þannig að þú veist, hvort sem að það er kosið það í fylgis þegar það er kosið til fylgisstjórnar eða með öðrum hætti, þá er þetta samt sem aður lýðræðislega kosningar. Skilurðu? En það er nefnilega málið. Ég get alveg verið ósammála samfylkingunni en það er samt lýðræðislegt. Það sem var áður sjálfsagt, eins og til dæmis að konur gætu, þú veist, gert eitthvað í sínum málum þegar þær verða óléttar gegn vilja þeirra, ekki lengur sjálfstætt. Mér finnst mega það ekki ég ætla aðeins að fá að skjóta það málið með ekki öllum fylgjum að meir ekki fara í fóstureyðingu þegar þeir eru nauðgat. Ekki öllum, nei, það er bannað í einhverju 2 minni mig allavega, en mér finnst svolítið með fóstureyðingamálið, mér finnst það alltaf vera einhver lélegasti hvað maður að segja, lélegasti kannski til að dæma eftir. Þetta er svona svo Ísrael-Palestína, þetta er svona, fólk hefur sterkar skoðanir á þessu, umræðu það skilar eiginlega aldrei neinu. Önnur hliðin vill banna algjörlega fóstureyðingar jafnvel eftir nauðgun, svo var kosið það var reyndar fellt í Kaliforníu, þá vildu þeir að það væri bara leyfil bara korter fyrir fæðingu. Þetta er, fólk er bara með algjörar öfgar þarna í þessu og bara ég veit ekki, mér langar eiginlega að setja bara bremsu bara strax á fóstureyðing, ég var til í að ræða eiginlega flest annað, mér bara finnst þetta alltaf vera. Við vorum í raun ekkert að ræða það endilega bara per se, heldur hvort að fólk var yfir höfuð að missa rétt. Já, ég er að segja það bara. Það var í rauninni umræðan, sko. Þetta hefur alltaf verið algjör. Erfitt umræða. Já, alkul eða eldur. Fólk er rosalega þarna og bara mér finnst umræðan það eiginlega aldrei. En ég menna, En hugmyndir sem sagt hjá mér, alveg sama óháð málefninu, þá er það að þú veist, fylkin er að taka þarna ákvörðun og fólki innan fylkisins og þetta sé í eðli sínu lýðræðislega kosningar. Og ef það eru lýðræðislegar og ef það er meiri hlutin, að þá eina leiðin til þess að breyta því, þá þarf þetta að setja það í stjórnarskrá. Að þú veist, þá mætti ekki breyta henni og með hust og svo framvegis. En erum við með eitthvað annað en fóstureyðingar að því ég er alltaf, ég meira þess að spurði Helga Hrafn í hverju bakslagi fælist og hann bara vildi aldrei, hann kom ekki með, hann sagðist alltaf bara seinna, hann kom aldrei með svar á endanum. Mér finnst viðhorfið gagnvart til dæmis samkynhneigðu fólki, bara það er orðið hatursfyllra einhvern veginn. Áður fyrr þá var þetta svo ótrúlega sjálfsagt, núna þá líður mér eins og það sé verið að gefa þeim hornauga, það sé tala um þau meira á niðrandi hátt. Ég er með eina kenningu varðandi þetta. Já. Ég held að mjög margir, allavega þeir sem eru á þessum svokallega öfgahægri væng, að þeir tengi samkynhneigð og gay-pride og hinsegin samfélagið við ákveðna pólitík sem þeim mislíkar alveg gríðarlega. Skilur, við mjög óvinnsæla pólitík sem að vera að reka í samfélaginu, sem er þessi svona self-righteous libba pólitík, að þetta er rosalega tengt og ég held að og það eru ákveðin svona atriði í transdebatinu eins og transkonur í íþróttum sem að ég held að flestir svona sem að hafa stunda íþróttir átti sig á því að bara gengur ekki upp því miður og fólki mislíkar þetta alveg rosalega og þetta held ég að valdi alveg gríðalegum óvinnsældum fyrir þennan hóp og líka þú veist, þannig að ég held
Já, en finnst þetta make sense að sé mikil óvinnsæl hugmyndafræði sem tengist þessu sem fólk gerir hugreiningatengst þetta milli? Já, 100%, þú veist, þetta meikar alveg sens og þetta er nákvæmlega sama í útlendinga umræðinu en máli er, þú veist, mistök kannski minni hluta hópsins, það bitnar á meiri hlutunum af þessum hópi sem að bara, þú veist, hafa ekkert með þessa hegðun að gera sem að er samt alltaf notið sem dæmi til þess að tala gegn þessum hópi og þetta er bara, þetta bakslag sem ég er allan að tala það er verið að generalæsa meira það er einhvern veginn verið að alhæfa allt sem að þessi hópur, til dæmis þú veist, transfólk, eða til dæmis útlendingar sérstaklega frá Mið-Austurlöndunum með Norður Afríku, svona mína region þú veist, einhver mistök sem einhver gerir þarna, það bara endurspeglar allan hópin. Ég er sko harður á því að samtökin 78 á síðustu 10 árum eða 5 árum kannski frekar hafi valdið samkynhneigðum og transfólki bara meiri skaða heldur en nokkur hægri hópur hefði nokkur tímann getað með því sem að þau eru búin að vera að íta, sko, mér finnst bilun til dæmis ef þú ert að gera hluti í óþökk stórs hóps foreldra sem dæmi í skólum ég skil ekki hverju ertu fyrir hvernig þetta gera þetta. Það er að tala núna. Nú er ég að tala bara það að það er stór hópur foreldra og hérna sem að vill ekki að til dæmis börnin þeirra sitji undir það sem ofta er kallað fræðsla frá þeim í skólum sem dæmi og mér finnst það algjörlega sanngjarnt því að sko ég er ekkert að móti ykkur í kynfræðsla, þetta er ekki kynfræðsla eins og ofta talaðum, að því að ég myndi ekki vilja að það kæmi, þú veist, æsisliði og myndi halda, skiluru, kenna krökkum íslam. Ég myndi ekki vilja kæma ykkur úr Westboro Baptist Church að, þú veist, kenna krökkum kristinfræði vegna þess að þú átt ekki að fá fólk sem að gjörslega brennur fyrir málstanum til að ætla að vera með fræðslu málefni. Akkur fá kennarir ekki efnum þetta frekar? Nú fékk ég ekki svona fræðslu þegar ég var í grunnskóla, en hérna... Ertu þá... fræðslu. En er í rauninni fræðslan sem að samtökin 78 er að veita, er það ekki megin atriðum svona, þú veist, þetta er lesbískt par. Þetta er par og við kallum þá homma. Þú veist, skilur, er ekki bara verið að kenna fólki það er allt í lagi að fíla einhvern sama kyni? Mér það sem ég hef heyrt frá foreldrum sem að hafa það eftirbúin, ég er búin að fá mjög mikið af ábendingu síðan ég byrjaði til dæmis með mitt podcast og svona og þetta er frá, þú veist, frá mörgum foreldrum, tugum foreldra. Það er ekki, þú veist, þetta er ekki svona sko. Þetta er bara mjög, og þetta eru þegar krakkar að spurja ykkur svona fáránlega spurninga, þá er það bara, þú veist, en ef að þessi er köttur, þá er það bara að bera virðingu fyrir því og ég, þú veist, þetta ég er að taka þetta beint upp úr. Hvað eru þau gömul sem er að fá þessu? Þetta eru 8. til 10. bekkingar, sem dæmi. Ok, þau eru bara í þessu tilfelli, en þetta er komið á leikskóla, þú veist, þetta eru samtök sem að núna til dæmis var verið að hneykslast yfir því að þau eru að fá aðgang að viðkvæmustu persónuupplýsingum börn á Akureyri sem dæmi. Til að vera með einhverja fræðslu út af einhverju svona. Það er komið þannig að það má halda leyndu fyrir foreldrum í Reykjavík. Þetta er hérna, getur þú tjekkað sjálf, þetta er frá því 22 frekar en 21, að þá þurfa skólar ekki að upplýsa foreldra. Ef foreldrar eru taldir vera á móti þessu, þá þurfa þau ekki að upplýsa þau það ef að börnin þeirra segjast vera transkynsegin, eitthvað svona dæmi. Ég skil það reyndar. Það eru kannski einhver svona öryggissjónarmið þarna á bakvið, til dæmis ef foreldrarnir eru mjög trúaðir eða... Þarna er ég bara alfarið á sko, ég vil ekki að ríkið hafi meira rétt í barnsins mín heldur en ég sjálfur sko. En ef þetta er einhver öfgamúslimi? Ef að kennari leynir mig upplýsingum... þá finnst mér yfir höfuð að hann eigi ekkert að vera á Íslandi. Það er svona mín fyrsta skoðun. Ef þú ert með einhvern íslamista sem að greinilega á ekkert sko sameiginleg gildi með Íslandingum, þá finnst mér hann kannski bara vera einhvers staðar þar sem hann líður betur í sínum eigin gildum. Ef að hann er að erlendum uppruna og tekur okkar gildi í sátt og lög og annað, öfgamúslimi myndi einfaldlega ekki taka okkar gildi í sátt. En eru okkar gildi ekki líka bara frelsi til þess að geta elskað þann sem að þú elskar? Ef að kennari leynir mig, það er talað um sjálfsvíks, fyrirgefðu ég grípið fram í þér Helgi, það er talað um sko háa sjálfsvíkshættu hjá börnum og úlingum sem að fara í gegnum svona. Ef að barnið mitt væri í þeirri stöðu, hann myndi taka eigin líf út af einhverju svona vanlíðan og ég kemur staði að kennari hefði leynt mig þessum upplýsingum, sá kennari yrði ekki mikið lengur á þessari jörð. Ég get alveg frættið það. Þetta er rannsóknar sem að liggja baki svona þessu trans og hversu margir hafa gott að því að fara í gegnum þetta ferli, annars við með hormónum og síðan í gegnum ferli með að fara í gegnum skurðaðgerð og svona, hefur skoðað þetta?
Nei, ekki sko til enda. Ég hef náttúrulega skoðað börn sem að eru trans, eru hérna í meira hættu á að líða illa. Þetta er náttúrulega líka bara tvíeggjast sverð, þessi hérna leynd sem þú segir. Þetta er bara rosalega mikil skaðabóta ábyrgð fyrir ríki líka. Þau myndu bera ábyrgð á, til dæmis, að mynda einhverju leyti bera ábyrgð á. Ég ætla bara að stoppa aðeins hana. Í fyrsta lagi, að þá samkvæmt tiltölulega stórun rannsóknum sem hafa verið framkvæmd og hafa verið þekkt í svolítinn tíma, að það er 88% af þessum börnum sem að, sem sagt, telja sig vera trans, eða telja sig vera annað kyn eða raunverulega eru, þau samfærast á endanum það að vera bara sama kyn og þau eru. Þannig að þú veist, það verður ekki problem, málið er dautt, skilur við. Okay. Svo eru þeir sem að í rauninni hætt ekki, þú veist, og halda áfram að upplifa það, og ef það fer yfir kynþroska, þá upplifa þau sig en þau eru kyni og þá er mjög ólíklegt að það breytist aftur. Þegar við skoðum síðan aðra rannsóknir, svo frá, ég held sér kallu Amsterdam rannsóknin, að þá þegar þú tekur út alla sem eru mjög einhverfir, eða moderately to severe einhverfir, þeir sem eru með kvíða, sem eru með þunglindi og svo framvegis, að þá ertu bara með part af hópnum eftir. Þessi partur af hópnum getur farið í gegnum, sem sagt, kynbreytingar aðgerðir og svo leiðis, án þess að fá hækkaða sjálfsvíðstíðni samkvæmt rannsókninni ef ég man rétt. Þannig við erum að tala að hópurinn sem getur farið með þetta til enda er ofboðslega lítill. Þetta er kannski bara 25% af þessum, sko, nei, hvað var það, 20% eða 25% af þessum 12% sem voru eftir. Ok. Þannig að þú erum með 2,4%. Þannig að ég spyr á móti, ef að barnið er með heilkenni sem að, þú veist, er kannski alltaf 50% sjálfsvíðstíðni á, mér finnst svolítið rétt að það er að ræða við foreldrarna, víst að við erum ekki með betri tíðni heldur en 2,4% þetta farið vel. Og ég segi það ekki að því að ég myndi fagna því ef að þú veist, þetta myndi actually bæta það, það myndi bæta lífsgæði þeirra, þá er ég bara all for it. Það var ekkert að sína mig fram á það með rannsókn að þá er ég bara geggjað, þá bara þessi sem að græða á því, by all means. En ef það er ekki þannig, þá finnst mér að börnin eiga að njóta af hans. Já, ég er sammála því og ég held líka að þessi regla, að þú veist þessi heimild til þess að halda þessu leyndu frá foreldrum, hafi verið sett bara fyrir algjör undantekningatilvik. Ég ætla að skoða lögin eftir. Skoða að þú veist, það getur ekki verið að kennarar nýti sér þessa heimild óspart og því meginreglan er alltaf svo að foreldri er upplýstur það sem hann þarf að vita. Þetta er einmitt svona málefni sem hann þarf að vita en til dæmis í tilvikum sem að geta komið upp og er ekkert ólíklega til þess að koma upp ef að foreldrin er til dæmis ofbeldisfullur gagnvart barninu og barnið þorir ekki að segja foreldrinu og þú veist, kennarinn veit þetta. Auðvitað er barnið þá að njóta vafans með því að kennarinn haldi svo leyndu frá foreldrinu. Mér finnst að kennari aldrei að það ætti að vera barnaverndarmál og barna ætti ekki yfir höfu að vera hjá foreldrinu. Ég myndi taka allt annað beygju. Þá erum við komin á allt annað stað, allt annað prósess. En ég held að þetta sé eitthvað svona ákvæði sem að gera ráð fyrir svona prósessi og þannig sé heimilt að halda þessu frá foreldrinu. Að ég myndi halda meginreglan væri alltaf svo að vera algjörlega hreinskilin við foreldrið. Það var allan að þannig þegar ég var í grunnskóla og þú veist, er svona meira að segja menntaskóli. Mamma mín er að ég sé á tölvupóstum. Þannig erum við komin á sama stað og þau höfðu meira að segja þegar bæði Katrín Jakobsdóttir og ég man ekki hver hún var sem mætti á sögu og var að tala var ekki Halldóra Mogensen mætti á sögu og þá voru að ræða þessa fóstureyðingar upp að jafnvel 9 mánuð, þá sagði Halldóra að það myndi engin kona fara í fóstureyðingu rétt fyrir, þú veist, fæðingu. Já. Og að konum væri treystandi fyrir þessari ákvörðun, en ég er bara ekki sammála þegar kemur að svona stórum hluti að það er alveg að marga konur sem eru snar klikkaðir svo kallar, sko. Þannig að ég er bara á því að þegar kemur að svona, mér finnst þetta vera of víðar valdheimildir til kennara. En svona valdheimildir, eins og ég segi, þú veist, eins og til dæmis með fóstureyðingu upp að einhverju x viku, einhverjum x mánuði, ef að það yrði einhvern tímann löglegt, þá væri þetta í algjöru undantekningatilviki. Og þú veist, eins og þessi lög, eða þú veist, þessi heimild varðandi foreldra, ég er mjög viss það að þetta gerir ráð fyrir undantekningar tilviki. Kannski er það andinn. Gömlu lögin voru samt þannig með fóstureyðingar eða lífmóður voru í hættu eða var einhver undantekningar tilviki að það var hægt að taka tillit til þess. Það var ekkit vandamál, skil. En þetta var ekki ætlað þannig. Það var bara að vera að tala að myndi enginn gera þetta af léttum. Það var málið, þú máttur alveg gera. En mér langar að nota tækifærið til að leiðrétta það sem ég sagði á hana því að það var ekki rétt og við viljum tala fyrir sannleikanum í þessu þætti og það er að 2022 í Bandaríkjunum að þá breytir sem sagt Hæstiréttur
niðurstöðunni, það var ákveðið mál Já. og eftir það þá fóru ríkin að skoða heimildir og þar leiðandi breyttist þetta í nokkru ríkjum og það eru 21 ríki sem eru með takmarkaðan tíma, eða svona mjög takmarkaðan tíma eins og þú lýsir og 11 af þeim að þar máttu ekki fara í fóstureyðingu þráttur að þeir sé nauðgað eða er incest eða eitthvað svoleiðis, þannig að það var rétt hjá þér. Já. Þannig að ég fór mér Ég er algjörlega gegn því, sko. Takk Helgi. Já, ekki máli. Já, en þú veist, þetta ég er sko, síðast þegar ég las þetta, þá var þetta ekki, það er svona 1,5 ár síðan, þá var þetta ekki orðið svona. Þannig að þetta hefur verið að breytast í meira máli, en meira magni, það var allavega ekki þetta incest og reipdæmi, sko, en þú veist, en það var styttri tími. En fólk getur svo deilt hversu langur tími það er en já þú veist Ég meina það ég er persónulega ekki mér finnst það hrikalegt að fólk nauðgað geti ekki farið í fóstureyðingu, mér finnst það eiginlega bara fáránlegt sko. Ég er sammála. Ég kemur mér á óvart sko. Ég reynda að sá mjög tilfinningaþrungið viðtal við mann sem að Svona er ég mikill nazisti sko. sem að var barn sem að fættist úr nauðgun. Mér fannst það mjög skrítið að sjá. Já, maður eiginlega bara svona Spurði á ég ekki rétt til lífs bara át að þetta er, ég veit það ekki, mér finnst þetta vera bara svona Mér finnst eiginlega bara að vera frekar gefið að einhver þröngu að sitja í samræðis að það er svona Ég er alveg sammála því, í Bretlandi er þetta svo mikil geðveiki að nauðgarinn á rétt á því að ég er að fylgja nokkru sem voru fórnarlömb nauðgunargengjana, pakistösku nauðgunargengjana sem voru í Rotherham, hún býr í Rotherham, hún á son sem að fættist út úr þessu og gaurinn sem nauðgæðinni er alltaf að halda henni í stansleysi baráttu vegna þess að hann á lagalega séð jafnan rétt til barnsins. Þetta er það slæmt í Bretlandi. Eru þau bara með sameiginlega umgengni og fórst? Hann getur hann er laus um fangilsi, þetta var fyrir það löngu síðan. Þeir fengu sann svo stutt að fangilsdóma þannig Rotherham að alltaf bara var bara djók sko. Þetta er það mikið bílun þar sko. Já, alveg bara hræðilegt mál sko. Bretland er náttúrulega ángur next level þegar kemur að einhverjum sturluðum lögum þessa dagana. Það lítur að einhver að vera bara aðtöða Ég ætla að vera sammálaður um það. Þetta er breyst frá að ég skoða þetta síðast. Ég ætla að segja að þetta er ákveðið bakslag. Ég tek undir það í þessu tilfelli. Ég er þarna, þetta er necessary evil. En bara Já, ég held að það sé ekki spurning. Ég get skilið fólk sem er ofurtrúað og væri á móti þessu. En þegar það er komið að sko nauðgunum og annað, þá finnst mann að þetta orðið sko hálfgert rugl. Þessu hefur verið klínt á Trump. Hann náttúrulega tók ekki þessa ákvörðun persónlega heldur, þú veist, eða það eru fylkin, en hann tók ákvörðun að láta fylkin taka ákvörðuna fyrir sig. Já, en það var svona Trump sem að skipaði hæstaréttardómaran. Repúblikana dómara þannig að þeir urðu í meirihluta. Það er rétt. Og en þú veist, kannski var það fyrir séð, ég veit það ekki. Þú veist, ég held að hann viss alveg hvaða svona grundvallabreitinga myndi eiga sér stað á túlkun ákveðna laga þegar hann myndi að pointa þess að skipa þennan dómara. En ég meina, hinn hefði náttúrulega gert það líka ef það hefði verið þeirra tími. Já, það er náttúrulega alltaf þannig. Mér finnst þetta að vera svona, þetta yin og yang í Bandaríkjunum er svolítið svona, tvær hliðar sem eru bara, þetta er bara valdabaráttu, minnst allt kerfið er einhvern veginn marklaust. Ég á erfitt með kerfið í Bandaríkjunum. Já. Ég ætla að vera hreinskilin, ég skil það ekki 100%. Þetta bara, málfrelsið þeirra er geggjað. Já, þeir eru frábæri, já. Málfrelsi, bara málfrelsi. Já, þeir eru alveg þar, sko. Alltaf að vera löglegt nema beint ákvæmt til ofbeldis. En svo er þetta svo svakalega mismunandi eftir fylgjum og eftir sýslum og eitthvað svona. Federalí er að þannig, þú veist, það er það House sem er svona undistúka þingsins. Lögin þurfa að fara í gegnum þau. Já. Og svo kemur Senate. Og þau þurfa að samþykja. Og ef að forsetinn setur eitthvað inn sko, það getur að duga þanga til að þingi tekur það gildi. Það er eitthvað svoleiðis. Þannig hann getur líka sett lög. En svo getur sko þingið, neðri deildin og efri deildin geta samþykkt og þá eru orðið skilur in place. Þannig að þeir eru með svona, það eru basically 3 öfl sem að þurfa að samþykja eitthvað þannig að verður á lögum. Þannig getur orðið tímabundið að lögum stundum eða forsetinn. Þannig að þetta getur orðið alveg kaos líka. Við erum aldrei að fara að fá Epstein-files. En við erum komin á þann tímapunkt. Enginn í bjórkastinu í Epstein-fælunum. Bara hafa það hreinu. Þú veist það ekki.
En við erum komin að þann tímapunkt Þeir eru aðeins svo ungir held Við ég. erum komin að þann tímapunkt að við verðum eiginlega að taka svolítið fyrir svona eina stóra ástæðunum fyrir að hún Lenja hérna, sem er stóra fjölmiðlamálið. Já. Og ég ætla að leyfa Lenju að opna, hana langaði aðeins að lesa yfir hausamótunum á okkur og við ætlum að leyfa henni að byrja. Hvað ég ætla að lesa Sverri heyra það. Bara lesa hann gössanlega heyra það. Sko, þetta var ekki, mér langaði bara að taka fram og það er svona, þú veist, ég bara einhvern veginn, mér fannst ekki, ég geta tekið fram í skilabóðum við ykkur að þessu var ekki beint gegn ykkur, en þegar ég opnaði Twitter eða X-ið þann dag, fyrsta sem að koma upp voru bara þið, bara að uppnefna fjölmiðla og þá hugsa ég líka, þú veist, Svín. þið eru með ykkar eigin fjölmiðl, líku við, skilur, þið eru að fá fjölmiðla athygli út af bjórkastinu. Það er ekkert að skora einhvern veginn stig með því að vera upplifna fjölmiðla sem að þeir eru ósátt við út af fréttum sem að þau skrifa. Sverrir, var logið upp á þig eða var þetta clickbait? Það var logið upp á mig. Ég er ekki alveg inn í því. Hvað var þetta? Ok, sko, það er skrifið frétt fyrst inn á MBL. Og það er ekki logið þar hún var alveg ágætt að ég neiti ekki fyrir að vera rasisti eitthvað. Já, það verður utan það og svo kemur Þetta er svo lágt. en svo kemur frétt þeir tóku alveg bara, þú veist, og Ég er með þetta bara hérna. skrifuðu allt alveg bara, þetta var bara skriptið alveg úr þættinum, allt nema það að spila klippuna. Já, þú veist, og svo voru þeir ekki heldur með, þú veist, vísan í þáttinn eða, þú veist, voru ekki með link á þáttinn. Ég hringdi og sendi tölvupósta og ég hafði ekkert út á neitt að setja nema ég vildi bara að þeir myndu vísi í þáttinn. Góða vísing fyrir þáttinn, skilur. Svo skrifar Vísir grein og fyrirsögnin í greininni er að ég gengist við því að ég sé rasisti. Gengst við rasisma og segir af sér. Og svo kemur fréttina sem að Marta Smartland skrifar þar sem að segir að ég hafi sem þætti að ég sé yfirlýstur kynþáttahatari. Og þetta er svona, ok, og svo var grein inn á heimildinni sem að Heimildin laug ekki. Nei, en það sem hún gerði er að hún túlkaði orð mín á ekki mjög frjálslega. Til dæmis, þegar við varum að tala um þetta luð, þú veist, að vera lengst uppi, lengst niðri. Og ég held mögulega er þetta bara vitleysing. Ok, þetta er, við erum að lýsa einhver svona bara andlu ástæði, bara lengst uppi, skilju, lengst uppi samt komið út af því að miðflokkurum var frekar hátt uppi fyrst og þú veist, eitthvað svona, sko. Lugkeks og eitthvað svona grín og eitthvað svona, en heyrðu, þá var þetta, þeirra útskýring var að þetta væri vísun í, sko, authoritarian uppi á pólitíska ástnum, skilur, að við erum graf og allt saman, skilur. Þetta er eitthvað mest retarded shit. Nú er þess að því þú varst svona, þá voru tekið núna að þú hefur verið að gera svona heilsa, skilur. Já. Og þetta sé svona að þeir sem eru lengst uppi séu einhvern veginn yfir aðra hafnir og eitthvað svona. Inntakið var það hvernig þetta lög og einhver svona orka hafi orðið, sko, eitthvað fyrir öfgahægrið eða eitthvað, þetta var eitthvað svona. En málið er að svo var einhver sem nefndi einhverja tölur líka. Það var eitthvað annar, en pælingin þegar að ég fæ þess að fjölmiðla athygli á mig er bara, ok, hvað get ég gert í þessari stöðu til þess að bara maximæsa mitt gain, mitt persónulega gain í þessari stöðu, þegar að fjölmiðlarnir eru að ráðast á mig og það er væntanlega að ráðast á það tilbaka, það er væntanlega að neita öllu og lýsa við sigri. Og það var bara það sem ég gerði. Ég bara sagði bara öllum að fokka sér og ég þetta skít og allir þessi blaðamenn voru lígarar og eitthvað og kallaði líka mellur. Þakkaði ég. Varst búin að kalla þá held ég aktivista hórur einu sinni. Nei, bæði hórur og mellur fyrir ekki. Já, aktivista hórur og aktivista mellur. Við erum líka búin að vera að beita fjölmiðlana með, þú veist, hvítir orku og þú veist, bara eitthvað svona. Við reynum að fá þessu athygli til þess, þú veist. Málið var við vorum náttúrulega fokka í þeim með þetta, þú veist, orkudæmi, sko. Þú veist, ég held að það væri svona öllum augljóst með þess til bara ótrúlegt að það skildi býta á það, sko. En, sko, fluttu ekki fréttana það þegar að Ölgerðin neitaði samstarfinu við ykkur. Þú tók því mjög alvarlega. En heimildin samt hringir og spyr sem er svolítið fyndið, því að við heldum því aldrei fram að við værum í samstarfið á.
Það er svona eins og að ég myndi hringja núna, þú veist, í Vífilfell og spyrja hvort að þú er í samstarfi, þú veist, eitthvað, eða tópastósina sem þú ert með á borðinu. Ég reyndar tók Þú er aldrei búin að segja það. Ég reyndar Það var tók svolítið mjög oft kjánalegt. fram að við varum að sponsa þá. Sko, nú fór ég í smá rannsóknarvinnu og þú veist, burt sér frá rannsóknarvinnu, ég hef verið á Exxoni alveg frekar lengi. Þið voru byrjaðar að uppnefna fjölmiðla löngu áður en þessi fyrirsögn var skrifuð Sverri. Sjálfsögðu. Þú veist, þið hafi verið að setja út á sérstaklega RÚV og Heimildina og Vísi. Rúf. En sko, MBL líka. MBL þetta var einhvern tímann aktivista, miðill, eitthvað svoleiðis. Já. Þú veist, ég held að þeir séu ekkert að gera eitthvað neitt greiða. En svo náttúrulega líka eins og þú sagðir sjálfur, markmiðið með bjórkastunni er að fá þessa fjölmiðla athygli. Þegar þú fær fjölmiðla athygli, þegar þú verður einhvers konar opinber persóna, það breytast leikreglurnar. Algjörlega. En ég ætla að vera- Klikkar er eitt og legar eru annað. Já, legar eru nefnilega svolítið annað. Það er ekki Nei. lægi að flytja, þú veist, lygilegar fréttir, vera að ljúga upp á manneski sem er ekki, þú veist, sem er ekki í sömu yfirbyrða stöðu til þess að verja sig. Og jafnvel þó hún sé í henni, þá mátti ekki ljú upp á hana. En svo er náttúrulega líka það, þú veist, þeir voru alltaf að nefna bæði í chattinu og svo líka í kommentum á X-inu að Vísir væri til dæmis í yfirbyrða stöðu gagvart Sverri, en þau voru ekkert að setja út á Sverri sem skilur meðlim af bjórkastinu eða eitthvað svoleiðis, þau voru bara að túlka orðinans Nei, þau voru bara að ljúga. frjálslega. Nei, þau voru að ljúga upp á hann. Það er- ég ætla- En þú sagðir Ég ætla Hvað? hérna, Hann bara literally gekkst ekki við rasisma. Hann sagði mér er bara sama hvað þú kalla mig. ég ætla að fá að lesa þetta upp Ég er orðrétt. rasisti. Ég ætla að lesa þetta upp orðrétt. Það er sérst Helgi Hrafn spyr hann, ekki rasisti sem sé. Það myndi ekki trubla mig þó ég væri kallaður það. Ekki neitt, segir Sverri. Ég segi svo rétt á eftir að það trubli engan í dag að því að búið að gengisfella orðin. Svo kemur, það er fyrsta líin hérna, það er frá Vísi, það er ungu miðflokksmaður gengst við rasisma og segir af sér. Þetta skrifaði Mattías Jochum Pálsson. Ég setti mér þess að mynda á honum hérna í greina sem ég skrifaði hérna fyrir Sverri. Svo kemur RÚV, þetta er í viðtali við Sigríði Andersen. Einn af stjórnarmönnum ungra miðflokksmanna sagði af sér eftir að hafa sagst í hlaðvarpi vera rasisti. Þetta er RÚV á besta tími sjónvarpið í Kastljósi. Svo kemur MBL og segir þegar er að fjalla þegar Siggi Bond var svo geimvera hérna eftir svo bólgin á hann hausinn eftir hárigræslum Hárigræslu. og þá kemur hérna Mynd í Tyrklandi. þetta kemur frá MBL þó nokkri hafa skrifað athugasemd við fæstuna þar á meðal Sverrir Helgason sem nýveri sagði sig úr stjórn unglega hreyfingar miðflokksins í kjölfar umfjöllunar yfirlýsingar hans að vera rasisti svo bættist við eftir þetta ég er bara að horfa á þetta orðréttina hjá þeim og svo var hjá Yfirlýsingar hans að vera Ég er að horfa á þetta. kynþáttahatari. að vera rasisti stendur hérna í Já, af frá því MBL af því þú ert með breyttu. Já, ég skil, ok Það er ekki- Þá ég sendi mail sko. ég skil Í upprunalegu greininni Já. þá var þetta yfirlýsingar mínar að vera kynþáttahatari. Ok, svo bættist við meira segja þau á samstöðinni sem að ég veit ekki hvort að flokka sem fjölmið það sem að sko þau segja sig bara stoltur kynþáttahatari og nasisti Já, ok, það er yfirlýstur og stoltur, ég meina þú veist þannig erum við komin en ástæðan fyrir náttúrulega við erum búin að gagna það er náttúrulega við vitum alveg þessi fjölmiðlar við erum búin að sjá alveg hvað þeir að þú veist ljúga sem dæmi þetta er bara, Mér langar- það er búið að vera fullt af legum og ekki fréttum og þú veist mjög mikið að fali af upplýsingum frá þessum miðlum sem er náttúrulega bara ástæðan fyrir að við erum að drull yfir þá Já, ég ætla að vera nefnilega ósamlaður þér það að við séum ekki að gera okkur neitt greiða með því að hjóla í fjölmiðla. Hugmyndin okkar náttúrulega er að við erum að gaggrina fjölmiðla en þeir eru ekki að segja satt og reitt frá og þeir eru ekki að fjalla málefni frá öllum hliðum og ofta tíðum þá er þetta meira svona eins og einhvers konar propaganda, skilur við. Þá er meira, þú veist, að vera að fjalla einhliðum mál, það er ekki verið að segja báða hliðar. Hérna er þetta með fjölmörg dæmi það að það hefur bara verið hreinlega verið sagt ósatt eða bara logið, þú veist, og þú getur sendt á hana greinina sem að þú skrifaðir. Þannig að ég svona mér finnst bara eðlilegt að einhver veiti aðhald með því að láta það heyra það. Þetta er sem ekki aðhald. Ég er ósammála Okay. varðandi það að þið sé að veita aðhald. Ég tel að aðhald gagnvart fjölmiðlum sé rosalega mikilvægt og því að þú veist fjölmiðlar eru með aðhald gagnvart valdhöfum, hver er með aðhald gagnvart fjölmiðlum? En þegar þetta er komið út í ómálefnilega gagnrýni og uppnefni Ómálefnilega. heimildin,
var alveg Heimildin fyndið. náttúrulega djók sko, þú veist. Ég veit Nú, Ég Rúf segi að það hafi verið gagnrýni á að uppnefna þá. Nei, en þú veist, Þetta er náttúrulega líka síðan bara ögrun, sko. Leifum hann að klára. aktivistamiðill, vera að hvetja til sniðgöngu, vera að hvetja til þess að lesa ekki fréttirnar eða taka marka á þeim, þú veist, ég held að þetta sé ekki að skila neinu. Heldur að þeir hafa ekki hvatt til þess að sniðganga fólk, hafa þeir ekki tekið þátt í að cancela fólk, hafa þeir ekki tekið, Fréttaflutningur er eitt. var heimildin ekki með sérstaka konu í vinnu sem að var basically leiðtogi cancel-hleyfingarnar á Íslandi, eða stundin sem að var síðan Og heimildin. líka með nauðgera nýlega vinnum. Og þú veist, Dæmdan. ég Á get skilorðin. ekki tekið undir það að þessi algjörlega saklusir, ég bara get ekki séð þannig. Sko, heimildin eða stundin á þeim tíma var náttúrulega með sér hlaðvarp með Eddu. Hún var var ekkert líka- með einhverja ritstjórnarlega heimild á Hún var í stundinni sjálfri. ritstjórn og Og hún ráðin sem skrifa- blaðamaður á og ráðin sem fundinum. blaðamaður, hún var þar að skrifa pistla. Það var bara einhver hreyfing í gangi, þú veist, ég kann að meta það sem að Edda var að gera. Er það? Þú veist, já, en við þurfum Líka ekkert að þegar hún fara sagði út í ósatt. það. Varandi hvað? Sagði hún aldrei ósatt? Var Nei. þetta bara missögn eða hvernig var þetta aftur? Vítu, hvað ertu að tala um? Hún Áreiðanlega náttúrulega laug því hvar hún hefði orðið fyrir kynferðisleiri áreitni sem dæmi, hún laug til Var ekki að vinna hjá fyrirtækinu sem sagðist það að verið orðið fyrir kynferðislegri áreitni hjá, þú veist, var hún ekki að selja hlutabrið þar sem hún var ekki að vinna með, hún var í ísbúða eitthvað eða á skýrbar? Herðu, ég ætla ekki að fara að telja upp að ríhassa þessa... Þú varst að spyrja út í það. Nei, ég var að spyrja þig út í hvað Já, þetta var sem þú værir að tala Ég um. var að svara þig. Ok, ég skil núna hvað þú tala um, ég ætla samt ekki að tjá mig um þetta. Þetta það var var ekki ekki. mér ekki við. En hvað varðar fjölmiðla, mér finnst bara, fjölmiðlar er þetta eina sem að við höfum eftir, þú veist, það sem að mér finnst merkja svona alvöru lýðræðisríki er fjölmiðlafrelsi, er þetta tjáningafrelsi sem að fjölmiðlar hafa. Frjálsleg túlkun á einhverjum orðum sem að Sverri lét falla, þú veist, það er eitt, síðan að ljúga upp á Sverri er annað. Það er annað og ég er fegin að þú sendir tölvupóst, en þú veist, clickbait fyrirsagnir eru umurlegar, þær vekja upp hörð viðbrögð. Ég hef lent í því, en ég hef aldrei látið einhver orð falla. Þú veist, ég hef aldrei gagnrýnt MBL, heimildina, RÚV. Við ættum að samirast gegn mokkanum. Já. Komdu bara með mér. Af hverju hef ég ekki gert það? Nákvæmlega. En þá er Hringbraut hins vegar, Hringbraut fekk alveg að heyra það frá mér, skilur við. En þú veist, maður bara, ég ber virðingu fyrir því að því ég veit að þegar maður er orðin opinber persóna eða þjóðþekkt persóna, þá eru smá svona, þú veist, bara En- eru En má þá ekki koma með það á móti að því að fjölmiðlar eru svo valdamiklir í umræðinu og mikilvægir að þá sé nauðsynlegt að bara setja þeim bara virkilega stólinn fyrir dyrnar þegar þeir eru að stunda einhlega slagsíðu. Tökum bara sem dæmi að sem Gísli Marteinn sagði nýlega, að sem hann tala um það að RÚV sé mjög mikilvægt í baráttunni gegn þjóðernishyggju og þeirri pólitík sem að miðflokkurinn stundar. Veist, hvað er maðurinn að gera? Hvernig átt að taka mark á RÚV eftir þetta sem Gísli Marteinn er með risa dagskráfald? Hvernig ætlar að taka mark á einhverju sem þessi maður segir eftir þetta, einhverju sem hann gerir á RÚV? Þú veist, það er greinilega ekkert hlutlaustar. Ég meina með þessum rökum þá er alveg hægt að segja það, þú veist, að heimfærið yfir á það að fjölmiðlar ætti að loka fyrir kommentakerfin út af hatursorðræði. Ég meina þegar að heimildin birti grein, eða Kjarninn birti grein sem að bara gjörsamlega, ég sagði aldrei það sem að ég sagði í fyrirsögnu að Sigurður Ingi hræddi mig. Ekki neitt, það var pjúra lygi. Það voru kommentin flættu, þetta var versta helgi lífsmins. Trúi því. Flættu og náttúrulega, þú veist, út af því að þau eru ekki með mikinn stuðning, fjárstuðning frá ríkinu og til dæmis MBL eða RÚV, þú veist, þau lifa eiginlega bara af á klikkum. Þannig að þú veist, þetta var vissulega gert viljandi. Veistu hvað heimildin fekk nýlega í styrk frá ríkinu? Nei. Hvað? Mér minnir að það sé bara hátt í 60 miljónir, ég held að það líka fengi það sem að kom frá mannlíf, sko. Ok, og hvað fekk vísir mikið, hvað fekk 120? MBL mikið? Þú veist, þetta er alveg, það er 120 miljónir og þau eru miklu stærri meðlar. En þú getur ekki, ég bara... Með aðran... Það er toppur, en þú fattar hvað ég meina. Já, ég fatt alveg hvað það meinar. Þú mátt ekki leggja það í jöfnu sem að eitthvað kommentakerfi undir að segja og ég er bara alveg því stundum áalveg loka fyrir kommentin og allt svo leiðis. Það er einhver skylda að halda kommentum opnum og það sem að fjölmiðlandir sjálfur er að segja, mér finnst bara að vera svo, þú veist, það er svo mikið undir í því að það sé hægt að treysta fjölmiðlum að það bara leið og eitt mál kemur upp, ég veit bara þetta lélögu smellur hérna, ég vil ekki endurtaka því ég er svona smá, já takk, að leið og eitthvað eitt er, þú sér bara hvernig þetta var með, þú veist, þau reyndu á heimildinni eins og þau gátu að láta hann ekki fara, urðu þetta að gera það því að trúarileikinn er farin.
Sko, ég held að rekstrar umhverfi fjölmiðla í dag sé bara þess eðlis að aðhaldið á þeim verði allt og lítið af því að, eins og segir, það eru þessi fókus á kliks og svo einhvern veginn verið að reyna að brúa bilið með einhverjum ríkisstyrkjum sem að mér finnst það alltaf vera pínu dodgy þegar einhver stofnun, einhverjum stofnun sem á að bara flytja sannleikann einhvern veginn orðin upp á ríkið komið, finnst það vera bara svona, þú veist, ég sjá ekki, skilu, hvernig þetta getur orðið hættulegt. Jú, Og bara, 100%. og þetta er náttúrulega, þú veist, eins og moggin var, skilu, að þeir voru treystu bara svolítið á sína áskrifendur og þeirra aðhald kom þaðan, skilu, að þeir verða að standa sig og verða að vera heilir af því að þeir vilja ekki missa bara fullt af áskrifendum af því að þeir eru ekki að standa sig, eru ekki að skrifa vandaða grein, þú veist, það var ákveðna væntingar sem að sá hópur hafði til miðilsins og en þetta nýja form, það sem alltaf að gera svo hratt, eins og nefnum með kliksinn og fólk hefur styttra athyglisbann að þá er minni hvati til þess að vinna einhvern veginn góðar vandaðar fréttir og þetta er ég Fyrir 67 milljónir síðasta ári sameinað útgáfufélagið. En ég átta mig ekkert, Nei, ég er ekki með neina hugmynd Það fæstu 12 milljónir mannlíf þannig að þeir eru að fá helviti mikið að pinna. Mér langar að, Ég er samt alveg sammála, sorry, ég segi að trufla þig. hvað er með það? Bara, þú veist, ég ætla að fá að taka undir þetta með þér og því að maður sér alveg munin á fyrirsögnum hjá til dæmis RÚV sem eru oftast yfirvegari versus til dæmis MBL eða Vísi, meira þess að heimildinni út af því að þú veist, RÚV er í svo mikilli yfirburðastöðu gagnvart hinum fjölmiðlunum út af því það er á auglýsingamarkaði og það er líka ríkisfjölmiðl. Það þarf að koma einhvers konar jafnvægi á fjölmiðlamarkaðinu á Íslandi. Þú veist, ég er fylgjandi því að taka RÚV af auglýsingamarkaði. Þá kannski svona jafnast leikurinn smá út. Já. Mér langar að spyrja hvernig svona til dæmis, sko, nú er ofta svona Ingvar Smári, stjórnarmaður í RÚV, sagði í viðtali hjá Frosta, sko, að oftast liggur þessi einhlega slagsíða sem er bara búið að vera á vandán. Það er einnig, ég myndi segja, meiri ástæða fyrir að maður er búin að kalla þetta jafnvel, þú veist, RÚV, svín, geimildin, fakkin, það var yfir mokkan og og Skammastu þín en sko það liggur oft í svona ósögum fréttum, þetta er limið sko mundur að líta á þessi lígi, ef að ég myndi segja þér að þess að sko, ef ég myndi segja fréttina já sko, skuldir heimila í Bandaríkjunum fóru bara lóðrétt mörg 100% upp á við þegar konur fengu kreditkort sem dæmi, vissur þetta? Nei, þetta er satt en þetta er ekki ástæðan. Ástæðan var svo að það kemur einhver dífa, einhver kreppa þarna akkurat á sama tíma sem verður til það. En ég er ekki að ljúga þess að ég sagði í byrjun. Nei. En er ég samt ekki sko, þetta er rosalega óheilagt að mér að samhengiskilur. Fluttar svona í dag. Já, það eru það. Þess vegna verður við að kalla það út og bara fjölmiðlar eiga bara ekkert að komast fucking upp með það. Ég sko, þetta kannski kann að hljóma undarlega, ég er engin, þú veist, ég hef ákveðna væntingar til RÚV og mér finnst bara RÚV ekki vera að standast þar og ég held, þú veist, að ef að þeir bara myndi einhvern veginn brjóta odd af oflæti sínu og hætta með þessa lippa slagsíðu, skilur bara hvað, hleypiði einhverjum öðrum sjónarmiðum að, það mun ekki verða sátt þessu sjónarstöð eða þetta, miðil, meðan þetta er svona og sérstaklega þegar þessi sjónarmið verða alltaf óvinsælli að það verður og eins og Ingvar kemur mjög vel inn á í þessu viðtali eða þess að í brotur þessu viðtali að þú veist það hafa það allir á tilfinningunni að það sé bæjast þarna og það hafi áhrif á það hvaða fréttir eru sagðar og með hvað hætti og þú veist og ef það væri bara eitthvað jafnvægi sem að væri í einhverju hlutfalli við það hvernig þjóðin hugsar ég held að lippar, þú veist þessi hópur sem að stjórnar narratífinu inn á RÚV sko, representi ekki stóran part þjóðarinnar og ég held að það þyrfti að vera bara ef það væri bara eitthvað svona breiðari fjölbreyttari hópur skilur, sem hefði bara fjölbreyttari sjónarmið en ekki bara þetta, þá myndi verða miklu meiri sátt um þetta, því ég held að RÚV sérstaklega þegar íslenskan er í miklu vandræðum, að þá þurfum RÚV sko og ég er ekki einn af þeim sem bara leggja niður RÚV sko og ég held að, en ég vil bara fullt laga og bara komi ykkur að heldur bara ekki enn einum ömurlega lippa þættinum þar sem að sama ömurlega samtalið er í gangi. Ég meina nú tók þetta með Gísli Marteinn að hann ákvaða að vera svona óbeint skot á X-ið og okkur hérna
og einhverja, og hann að tala sem sagt, þegar að bera saman, þá eru menn frá Palestínu sem að taka sér myndir með að því að virtust vera hríðskotabissa og hins vegar skambissa upp á bílum. Þetta voru menn sem að lýsti við stuðningi við hryðjuverkasamtök. Það kom fram í fjölmiðlum og það var eitt út á síðunni. Þeir fjarlæði þetta út á síðunni sinni eftir að... Þannig að ég veit bara þar, sko, ég rannsaka þetta ekki sjálfur persónulega. Og málið að þú veist, þegar þú sér menn með hríðskotabissu þó að reyndar að það reynst síðar rétt að þetta væri einhvers konar eftirlíkingar. Replikas þetta kallað. Já, replikas. Þá eftirlíkingar í íslensku og þá náttúrulega stuðar þetta fólk og ég held að það sé tildulega eðlilegt og ég held að það svona, þú veist, að fyrstu viðbröð eru bara heyrðu með hríðskotabissur upp á bílum, skilur bara úr landi með þetta, þú veist, þetta lýsir við stuðningi við hryðjuverkasamtök, þetta. En þá það var svona að því að þetta voru sko leikfangabissur eftir á sko sem ég held að fólk kannski hafa ekki alveg reiknað með að þá voru sýnda myndir af einhverjum gæjum sem voru með haglabissur einnin í íbúð, annar þú veist sem sko einhver líkamsræktarfrumur og eitthvað svona og þá var því einhvern veginn klingt á alla hægri menn einhvern veginn, svona eins og þetta sé einhvern veginn samanburðhæft. Það voru náttúrulega hægri menn sem að fengu svona móðursýkiskast yfir þessu, meira þess að þegar, þú veist, eftir að það kom í ljós að það væru eftirlíkingar, þeir heldur bara áfram, voru bara, en það löglegt að vera með eftirlíkingar. Vissur að það er að breyta 1/3 af svona alvöru eftirlíkingum í hvað sem öðru líður, þá er þetta kannski svolítið óheppilegt og ég held þessi Palestínu strákur sé með tæknina til þess að ég veit að pabbi fyrir ríkislögreglustjóri með tæknina til þess, ég veit að þessir aðilar aka á 10-15 milljón króna bílum, ég sé ekki akkurat. Var þetta ekki bílaleigubíl? Annar þeirra, ekki hinn. Hinn var skráður og einstakling. Já. En ég meina, málið það bara, það hljóta allir að sjá að þú ætlar að vera sko aðeins að þú ætlar að nota sko að þú með hálfa heilasellu og veist að fólk hefur áhyggjur af þessu, ertu þá að fara að pósa með hríðskotabissu á almannafæri? Mér langar bara að spyrja þig bara beint út, að því minnst þetta svolítið basic. Finnst þér að vera heppilegt að taka myndir af sér með eftirlíkingum af hríðskotabissum og lýsa yfir stuðning við hryðjuverkasamtök, heldur að þú myndi gera það myndi falla í góðan jarðveg hjá einhverjum? Nei, þegar ég sá þetta, ég var bara fucking hálfviti í alvörunni. Þú ert líka að láta mig líta ít út. Bara þú veist, þetta bitur á mér. Nákvæmlega. En ég er líka bara að segja, þú veist, þetta hélt áfram og síðan fór umræðan út í það bara burt með alla þessa útlendinga. Allir útlendingar frá þessum heimsluta þurfa að fara. Þú veist, þetta bara... Það er samt einhver ultra þröngur hópur, það ekki, skilur. Mér líður eins og ég sjái ekkert annað nema það. Já, ok, ég get náttúrulega ekki, ég upplifði ekki eins og þú upplifðir að skilur, þú ert þú og ég. En svona fyrir mér þá er þetta bara svona, veist ég, þá að vera að bregðast við þarna ákveðinu ímynd, ákveðnum yfirlýsingum og svo framvegis og þú veist að þá kemur öfga vinstrið og finnur myndir af gæjum með haglabissur, þú veist, heima hjá sér sem að eru leyfi fyrir, sem að eru ekki að lýsa stuðningi við hryðjuverkasamtök. Mér fannst það bara ekki vera alveg eins, sko, þú veist, að vera að taka myndir af sér á skyttiri eða að velta fyrir sér að kaupa bissu sem lögleg. En við vorum svo líka að tala valdheimildir lögreglu, eins og til dæmis lögreglan fékk húsleitarheimild fyrir því að fara inn til þessara manna og leita af þessara byssu. Ég meina rökstuddur grunur. Ok, rökstuddur grunur út frá hverju? Út frá einu myndbandi, ef að það er einhver Íslendingur postað þessu myndbandi inn á TikTok. Hefði lögreglan fengið þessa heimild? 100%. Ef þú ert að tala hríðskotabissur þá er það að gerast. Menn hafa verið teknir á Sæbrautinni og þeir hafa verið keyrður út í kant og allir settir í gólfi bara þú veist út af því að það var einhver með replikabissu. Þetta er ekkert nýtt. Þeir taka mjög hart á þessu. Ef einhver heldur úr sér með skotvopn þá tekur löggan að því mjög hart, sko. Alveg saman hverju ert, sko. Það er bara ágætt, sko. Í þessu tilfelli, já. Mér fannst þetta smá svona, þú veist, það að lögreglan hafi sko fengið þessa heimild og síðan fengið líka bara, þú veist, talið sér fært það að fara í fjölmiðla og tala einhver einstaka mál. Ég sko, það er sko, lögreglan gerir þetta til að sko, heldur að það ekki verið slæmt eða ekki farið með þetta tiltekna mál í fjölmiðla og sagt þetta væru eftirlíkingar. Mér finnst það mjög, en ég er að segja sko, lögreglan er í rauninni að gera þeim greið. Þetta mildi málið að þetta séu replikas. Já, það mildar rosalega almennilega byssur þá að það kannski síður er að fara með. Ég er alveg það, sko, þeir gerðu þeim stóran greiða með þessu, eða það hefði ekki verið... Það er gott mál, það er nefnilega málið. Nei, alls ekki. Út af því sem að þeir settu inn var þetta aldrei að fara að verða gott mál. Ég vil meina að lögreglan hafi bjargað þeim rosalega fyrir hotana með því að tilkynna þetta. En málið er líka að Ísland hefur hingað til verið mjög friðselt land og bara það er besta sem að,
það besta við Ísland og það er sko, það er ákveðin svæði í heiminum sem eru stríðsjáð og fólk þar er bara harna, það er bara öðruvísi þegar þú elst upp í því það er ekki að sama og alast upp á Íslandi og þessi þú verður öðruvísi fullorinn harnaður einstaklingur af þessu að það finnst mér mjög eðlilegt að Íslendingum hrylli við af því að það er bara að friðurinn og öryggið á Íslandi er það dýrmætasta sem við eigum, skilur. Það er miklu dýrmætara heldur en eitthvað fucking hagvöxtur. Að það sé örugt að labba hérna og þannig að mér finnst, þetta snýst stereotypur, það snýst að fólk sé frá einhverjum svæðum, en það samt, finnst mér ekki óeðlilegt að fólki hrylli við því að sjá þetta af því að, þú veist, og þetta, bara út frá þessu, út frá bara friðinum sem við erum að reyna að varðveita og ég veit ekki alveg hvert ég er að fara með þetta. Nei, en þetta er líka ekki... Skiljið hvað ég meina? Þetta er ekki... Ég segi bara fyrir mig, ef ég hefði séð einhvern, mér er alveg sama hvernig hann er á hörunslitinu eða hvað hann kemur, ef hann er með hríðskotabyssu að pósa upp á einhverjum bíl, þá vil ég að sé bara keyrt í það. Og mér er alveg fucking sama hver það er. Alveg skítsama. Og skiptir engu máli hvað hann kemur. Og hann þarf að mæta afleiðingu fyrir það. Ég meina, ef þetta eru dótabyssur, ég meina, þá er það bara súper heimskulegt og þú komst þér í þessa stöðu en þú veist, það þarf svona eðlilega að þá, þú veist, hefði verið gott að vita það frá byrjun sko, en þú veist hvað ég meina, þú veist. Ég skil þig og þú veist, ég er alveg sammálegar og varðandi friðin. Ég man, mamma, hún var einu svona, þið veitir væntanlega hver Saddam Hussein er og ég veit ekki hvort þið viti Við hirtum kauða. Hann var ekki hrifinn af þínu fólki. Nei, hann var alls ekki hrifinn af mínu fólki. Ekki aðdáandi. Mamma lenti mjög harkalega í því, þú veist, hún bjó á þeim, þú veist, hluta í Kúrdistan sem var alltaf að verða fyrir sprengjum og þú veist, bara dó næstu mjög oft. Who's laughing now? Nákvæmlega, hún er hér á Íslandi. Hann er í hólu. Hún var eins og spurð af hverju Ísland. Það er svo kallt hérna, það er svo blautt og það er svo dimmt og þú veist, ég er alveg sammála. Ég hef alveg oft verið bara, akkur fóru ekki til Svíþjóðar? Og hún sagði bara, það er enga byssur þarna. Þetta er svo basic svar og það bara meikar svo ótrúlega mikinn sens af hverju þessi kynslóð af innflytjendum eða flóttafólki, þú veist, fyrir aldamót valdi Ísland. Það er þessi friður sem okkur þykir svo ótrúlega sko, en það er bara ekki er það ekki samt fólk með leyfi? Það er bara aðalega hagla til veiða sko. Ég er með ákveðna kenningu það og það er oft, mér finnst Bandaríkjamenn hafa tekið miklu betur við útlendingum hingað til heldur en Evrópuríki því að það sem ég held að vinni gegn því hversu vel ríki geta tekið við útlendingum er að ef þau eru of umburðarlynd að þá missa þau getur. Ef þú þarft að vera tough on crime, þú þarft að vera bara harður í gegn glæpum, þú þarft að vera harður á að senda fólk úr landi ef það er til vandræða, til bóta fyrir hópin sem kemur, því að linkind gagnvart öllu svona, fólk hefur, og sérstaklega þú ert Íslandur skattgreiðandi, þú er búin að borga skatt alla þína ævi, þú færið ekki einhverja þjónustu og svo upplifur að einhver sem að hefur aldrei borgað inn í þetta kerfi og er að fá pening úr kerfinu, bara netto mínus fyrir kerfið, er tekin það veldur reiði, það þarf að passa að þetta gerist ekki til þess að, og ég held að af því að við gerðum þetta svona illa, að það valdi óhjákvæmilega hatri á þeim hópum sem komingað. Ég held að þurfum að vera miklu harðar, eins og, Kúrani dæmi er alltaf svona ykt dæmi, en er samt svo borðurliggjandi þetta er aumingjaskapur hvernig við tókum á því máli sko. Þú veist að það er ákveðin hegðun sem að lætur fólk sem til líta illa út og þú veist, ég var með stelpu sem að var, þú veist mamma er að fara Sri Lanka og blönd og svona, þú veist, og það fór svo mikið í taugarnar á þeim þegar einhverju létu þær líta illa út og það var svo mikið reiði og miklu meiri reiði heldur en meðal okkar hinna sem að voru, þú veist, líktus meira þeir sem að höfðu byggt landið, skilurðu, og það, þú veist þetta var bara gríðaleg reiði og þetta var svo mikið, þetta fór svo í taugarnar á þeim, þú veist, og það gleymist oft líka umræðinni að þessir hópar sem eru aðfluttir og hafa aðlagast vel og staðið sér vel, þetta fer jafnvel mest í taugarnar á þeim sko. Já. Ég er samt með sko laust. Það er aldrei tekið fram af fólki sem er að leiða þessu umræðu. Það er aldrei undanskilið hópin.
sem að kom hingað á undan eða sem að kemur hingað á sama tíma og þau og eru, þú veist, bara vel aðlöguð, haga sér bara vel í samræmi við lögin. Það vill enginn tala við þetta fólk. Ég nefni að ofta, mér finnst útlendingastefnan fyrir 2010 á Íslandi hafa bara gengið vel. Við fengum Vietnama í miklu mæli svo 1980 eitthvað, svo koma mikið af Júgóslöfum 1990 cirka. Já, Kosovo fór mikið á Ísafjörð, þú veist, gríðarlega þakklátt fólk. Og þetta var bara svo gert í því magni að það var hægt aðlaga þau að samfélaginu, þau urðu partur af samfélaginu, skilur, að það var verið að framkvæma eitthvað sem að virkaði. Voru tekin oft inn í kvótum og búið að hugsa vel fyrir. Og virkaði fyrir þau og virkaði fyrir okkur. Og svo bara einhvern veginn voru blind. En séðan fór heimurinn alltaf í fokk. Þú veist, það eru við Vesturlöndin sem erum að taka þátt í því að gera þessu lönd að stríðshrjáðum svæðum. Ég kannski ekki segja Vesturlöndina þegar við Íslendingar höfum rosalega lítið með að gera, en Bandaríkin hafa verið. Já, en við tókum ekki ákvörðun þú veist, Persaflóastríðið, sko, sem dæmi, sko, þú veist, eða þú veist, það sem að gerast fyrir botni Gaza. Við mótmæltum Persaflóastríðinu, við vorum að móti því sem að meira og minna í gangi í Sýrlandi. Við birtum auglýsingar, við birtum auglýsingar það í New York Times að við varum að 99,9% Íslendingar voru á móti stríðinu, að því að þú veist, það var bara, þú veist, það voru allir á móti. Þetta var Davíð Oddsson og hann Halldór Ásgrímsson tóku þetta bara tveir í einhverju, þú veist, engri umræðu, bara henduði í gegn. Það var þjóðin á móti þessu, sko. Þannig að þannig lá bara. Þannig að ég vil ekki meina það að við séum ábyrg fyrir því sem að Bandaríkjamenn hafa ákveðið að vera með stríð. En við getum líka leyst þetta. Við getum leyst í rauninni ástandi ef við myndum bara aðeins taka skref aftur á bak og horfa. Nú myndi ég spyrja bara já eða nei. Er ekki nóga fólki í neyð í heiminum í dag? Jú. Af hverju hættu við ekki að taka inn staka kallmenn sem eru oft einhverjir ultra-incels frá ríkjum sem á herskildu aldri, af hverju hættu við ekki að taka inn svoleiðis aðila og förum að taka inn konur og börn í staðinn sem eru í neyð. Það er nóg að þeim í neyð. Ástæðan fyrir að þau get ekki komið til Bretlands á þessum bátum, gúmmibátum, er að þau eru drepin á leiðinni af köllunum að það. Bara hendi útbyrðis og jafnvel nauðga áður. Það eru fullt af dæmi þetta. Ég með nokkuð dæmi frá Bretlandi. En sko, við erum að flytja inn og þegar að komast í Bretlandi er það bara þannig að þú kemst til lands í svona að snerta hendina, þá ertu bara safe, þá ertu komin í eitthvað ferli. Akkur hættu við ekki að taka inn bara staka kallmenn. Er að tala að breyta þessu mitt. Já, það mitt. En hvort að gera þessu annað. En akkur hættu við ekki að taka inn staka kallmenn á herskildualdri og förum í staðinn að taka inn konur og börn sem við getum actually gert eitthvað fyrir. En í framkvæmd þá meira hluti fólksins sem að fær vernd á Íslandi, konur og börn eða fjölskyldur. Já, akkurat á Íslandi, já. Það er rétt, sko. Já, en ég að tala bara yfir höfuð, skilur. Krísan ekki orðin á Íslandi eins og hún annars staðar. Það mjög stór hópur af fólki sem að að bíða eftir því að það komi niðurstaði í málinu sinni sem að statt á Íslandi. Þau hafa ekki hlotið vernd. Þau eru bara ennþá í málsmeðferð. Þú veist, eins og til dæmis ég var að skoða tölfræðina hjá Útlendingastofnun. Umsóknum vernd hefur fækkað ótrúlega mikið bara í ár. Þú veist, og svo þau sem að hafa fengið vernd eru færri heldur en þau sem að hafa fengið synjun á vernd. Þú veist, það einhver ákveðin miskilningur í gangi að það sé eitthvað stjórnleysi á landamærunum. Þú ert samt að sneiða fram hjá punktinu sem ég kom með. Ég samt sammálaður. Þú veist, ég sammálaður. Þú veist, vissulega hefur fækkað umsóknum um pólitíska vernd. Það náttúrulega líka út af því að árun og undan eru stærstu ár í Íslandssögunni. Já. En í öðru löndum í kringum okkur. En mér langar að koma þess inn á þessa stefnu. Þau erum að ræða stefnu í útlendingamálum og hlýtur að hægt að gera það betra. Og þú kemur inn á það, þú veist, þínu foreldrar aðlögast, þið gera það vel, þið gera það hratt, þú talar frábæra íslensku, þú er bara Íslendingur, ég aldrei vita og verið ekki, skilurðu. Þú veist, eða ættir einhvers staðar annan uppröðuna, ég ætla ekki að reyna að orða þetta eitthvað óheppilega, þú veist. En þú veist, lack for a better word, skilurðu. Og allavega, sko, ég myndi halda að þú vilt vera með útlendingastefnu, að þá viltu vera með hana þannig að hún sé helst sjálfbær, þannig að þú veist, og sé sem fyrst sjálfbær sem styrstum tíma og þú gerir það með því að velja fólkin í landið og leið þú getur valið fólkin í landið sem fljótar að aðlagast og fljótar að geta, þú veist, mynda sér, afla sér tekna og síðan sjálfs og greitt skatta og svo framvegis, þá getur líka tekið á móti fleirum, ef að það er hugmyndin að geta hjálpa fleirum, að þá viltu hafa sjálfbærkerfi, þá gætur hjálpa fleirum, eða ekki. Og annað sem að gerist líka sem afleiðingu að því er að þessi hópur fyrir að vera fyrirmyndahópur, hann fyrir jafnvel að vera
vera betri hópur heldur en það sá sem hérna fyrir, en þú ert að velja fólkið inn og þá verður ekki litið niður á hópin, heldur að við litið upp til hans. Það breytist rosalega margt við það að þú fer að setja upp kriteríu og þetta aldrei rætt, það aldrei pælt í þessu, en ef þú myndir hins vegar að taka bara neðmálsfólk sem að getur ekki unni fyrir sér og eins og fólk frá ákveðnum löndum, eins og kemur fram í greiningu frá Hollandi og Danmörku og það Sómali sem að þetta mikið verið í umræðunni, að það kostar 160 milljónir per mann per lífstíð að meðaltali að fyrir ríkin, þú veist, óháð kynslóðum eins og í Hollandi, þetta er dýrt, þannig að ef að þú veist, það slígar samfélagið. En hvað fælist í matinu á því sem þú ert að tala um, þú veist, hvað myndi vera í þessari kríterju? Hvað myndi vera í þessari kríterju? Ég held að það sé bara eitthvað sem við þurfum að ræða og komast á, og reyna að vera sátt við. En hvað með fólki sem að sækjur vernd út af því að lífið þeirra er í hættu? Við erum náttúrulega aðilar að alþjóðlegum samningum. 100%. Þú veist að það var maður hérna sem að sagði að lífið sitt var í hættu að því hann hataði samkynið og mikið í heimalandinu sínu. Hann fekk vernd hérna, þetta var ekki svo sem var á Þróttaravellinum, hann hérna Helgi Magnús var með, þetta er ástæðan fyrir að hann var krossfestu fyrir sínum umæli. Mér langar samt að ræða þetta svona frekar í aðalatriðum og svona, þú veist, eins og, þú veist, óháð undantekningum, að því að þetta er alveg valið spurning hjá henni. Hvernig á kriterían að vera, að því þetta er flókin spurning og þetta er ekki auðvelt í framkvæmd og þú vilt helst ekki mismuna fólki. Já. En á sama tíma að það hefur líka skyldu gegn heimamönnum, skilur sem hafa greitt í kerfið og vilja fá okkurna þjónustu og þeir vilja ekki missa það á kostnað einhverja annara sem hafa ekki gert það. Það verður að vera sátt. Já, það verður að vera sátt og það verður að ríkja sætt það, skilur. Þannig að, og það vil kannski ekki að það komi inn hópur sem að stundi glæpi sem að, þú veist, ég skal meina, því að það ógnar allsherjarreglu þeirra öryggi. Þannig að það þarf að setja upp, þú veist, ég er ekki búin að gera áhættumat og greiningu og ég er ekki búin að setja upp formúluna þannig, en þú veist, þú áttar þig á konseptinu sem ég er að setja fram. Á sama tíma þá höfum við verið að heiðra þetta okkar sáttmála, mannréttindasáttmála og allt það og miklu meira ef við hefðum þurft, en ég held að vorum við ekki undanfarið að taka inn flesta per capita í Evrópu af flóttum, ég held það. Þú ekki að fullera það en það var einhver sem sagði með það allavega á einhverju tímabili allavega miða við Dani, ég man ekki hvort það var í Evrópu en allavega miklu fleiri en Danir, ég man ekki hvernig það var það flettir, Óli, þú flettir ég fór ekki Nei, en þú fattar hvað ég meina. Já, málið er það, þú veist að það er hægt að líta á þetta þannig ok, við erum að vera ósangjörn við einhvern hóp en eins og hann var að benda á, það eru rosalega margir sem eru þurfandi og víst þeir eru svona margir og við veljum úr hópnum sem þurfandi að þá getum við sem afleiðingu hjálpa fleirum og jafnvel ef að fólk myndi segja nei, nú er bara kerfi sprungið hérna, við getum ekki hjálpa fleirum þá væri jafnvel þægilegra fyrir okkur að hjálpa fólki nær sínu heima þar sem fær líka miklu meira fyrir peningin, skilurðu sem dæmi í reglum Sameinuðu þjóðanna þá talað það að þú ægir helst að reyna að hjálpa fólki eins nálægt þeirra heimaslóðum hægt er. Já, en þess vegna erum við með EES-samningin og það er frjálsför á milli fólks innan EES-svæðisins. Já, það er Schengen, það er allt annað. Við erum að tala flóttamenn akkur núna. Já, flóttamenn, en þú veist, ef það er ekki innan EES-svæðisins, þá er þetta innan þessara svæða sem að fólk er að koma núna frá. Og þú veist, þessi krítería sem þú veist að tala mér finnst þetta alveg sanngjörn pæling út af því að bara til að nefna dæmi, þetta er hvernig kerfið á að vera í dag. Við erum með efnismeðferð. Við erum með efnismeðferð sem að fer í gegnum öll details og það er spurt þessari spurninga, það er kafað ofan í bara, þú veist, lífsgæði þessara mannesku, fact-checkað, meira þess að skoða hvernig ástandi er í landinu samkvæmt nýjustu skýrslum og tölum upplýsingum og þess háttar. Og þannig er ákveðið hvort að þessi manneski fái vernd eða ekki og það er hægt að fá þrenns konar vernd, þú veist, og þú þarft að falla undir annarkvort, þú veist, eitt af þessum þremur ákvæðum. Það er ekki nákvæmlega samt það sem ég er að tala um. Ég er að tala um að velja fólk eftir því hvort það sé efnahagslega hagkvæmt fyrir kerfið. En þú veist, til dæmis eins og þetta verndakerfi sem við erum með núna, það er til eitthvað sem heitir mannúðarvernd og það er til dæmis ef þú ert veikur einstaklingur. Á maður bara að taka það út. Sko, ég er svolítið á því að á einhverjum ákveðnum tímapunkti þá springur kerfið og á hvaða tímapunkti fer að segja, heyrðu, hvaða réttindi ætlum við að taka frá fólki í samkvæmt einhverju mannréttindasáttmálum. Á hvaða tímapunkti? Er það þegar að segjum að þú myndir taka inn 2 milljónir af fólki sem er miklu meira með ráðum við og þú myndir spyrja mig, þú veist Helgi, hvenær ætlum við að taka inn þetta ákvæði og ég myndi segja, ég veit ekki, þegar
það eru erfitt fyrir okkur að greiða þetta, það er að heilbrigðiskerfið okkar sprungið, það er að við getum ekki tekið fleiri í skólana, það er að, þú veist, leikskólanir eru hættir að fungera, því að, þú veist, það eru tala 10 tungumál á deildunum, þú veist, ég er náttúrulega bara að taka öfgadæmi, en þú veist, þetta er eitthvað spektrum og einhver staðar að þá eru sársaukamörk og hver eru þau? Staðan er þannig í dag að samkvæmt þeim skoðanakönnunum sem hafa verið gerð, að þá vil 90% af fólki draga úr svona þessum innflytjendastraumi sem hefur verið til Íslands og það er meðal annars verðbólgu eins og þú sagðir þegar sultarólinn þrengir að þá fyrir fólk að vera svona hei, við erum að passa meira okkar hagsmuni. Ég er ekki að segja þessi fallegt og þetta langar með að hjálpa öllum. Auðvitað vilja að börn sem komið sem eru veika við hjálpa þeim. Ég myndi vilja setja það í forgang fram með kannski eitthvað annað. En samt sem áður, þú veist, einhver stað þurfa að draga línuna og það er sársauki. Það verður að hafa það í huga að ég bara persónulega set í rauninni línuna þar leið út farin að taka frá heimamönnum þá ertu komin yfir það sem mér finnst vera ásættanlega lína með fjölda. Tökum bara dæmi fólk sem það sem að ríki borgar og svo seinna sveitafélög borga húsnæði undir. Þegar þú ert farin komin á leigumarkað, þú ert farin að taka hús af almennu leigumarkaði og svona og ríki bara borgar það, þá finnst mér þetta orðið ósættanlega. Hvaða fólk er það? Það er mikið af fólki sem að, ef þú til dæmis fer og skoðar bara húsnæðisauglýsingar og svona, þú sér það eru fullt af auglýsingum sem að fólk er, og þú getur minnst að tjekka á því að það er fólk sem fær húsnæðisstyrki og annað. Já. Og það er mikið af fólki sem kemur inn á leigusíður, það er að segja að ég get ósk eftir íbúð, greiðslugeta er þetta, tryggum greiðslum heiti, Hafnarfjarðarbær borgar. Og þetta veldur því að það er bara íbúður oft yfirboðnar, vegna þess að ríkið, það er eiginlega ekkert eftirlit með þessu. Ríkið bara borgar leiguna þína, svo ekki nóg með það heldur, fólk misnotar þetta kerfi líka þess að leigja þetta, vegna þess að þú veist að þú farð allt greitt ef eitthvað klikkar, fólk þykir, og þetta var að sem að hann Baldur sýndi mér svo gögn fyrir þessu, Baldur Borgþórs sem kom einu sinni, að þegar fólk er búið að vera að leigja á þennan hátt, þá tekur fólki sem að heima þarna myndir annarkvort ímynduðum skemmdum og sendir svo bara blankan tékka, óutfylltan tékka til sveitafélagsins eða ríkisins og það er bara borgað Jesús minn, ég er svo sveittur á höndur og ég get ekki smellt. En það bætur á húsinu. Jón, þessar útlendingar sem eru að fá húsnæði greitt undir sig, þetta er væntanlega fólk sem hefur fengið dvalarleyfi og er þar af leiðandi með nákvæmlega sama rétt og aðrir Íslendingar til þess að sækja fjárhagsaðstoð frá ríkinu. Nei, þú færð ekki greitt húsnæði eða sækjur fjárhagsaðstoð frá ríkinu. Já, en ég held að þetta er ekki sami réttur og þetta er miklu meiri réttur en Íslendingar fær. Þau eru ekki að fá greitt húsnæði. Þau eru kannski að fá eitthvað styrk, þau eru með einhvers konar leyfi sem að enablar þeim að fá fjárhagsaðstoð, en þetta er samt ekki meginreglan. Þú kemur, það var nýlega til dæmis tekin svona uppljóstrun, það var frétt á nútímanum með það að það væru Úkraínumenn sem komið hérna og það er farið að samkvæmt lögreglum sem að þessi maður upplýstum, hann er á Austurlandi, hann lögreglun þar, þá eru þið farnir að sýna frá því að segja sveitafélögum það þarf að fara að fylgjast með hvort þetta fólk sé á landinu því að þeir eru farnir að koma með vegna þess að þegar þú kemur til landsins þá færðu x tíma á styrka sem þeir eru útvega húsnæði og í þann tíma er að borga fyrir þig, svo fer það á okkur styrk og þá fór fólk úr landi. Þeir eru farnir að flytja það inn í rauninni, sjá umsóknum fyrir það en að samtök úti. Þetta er hlutur sem er mjög erfitt Ég var ekki að það sé ýmislegt svona í gangi en ég held að það skipti kannski ekki megin máli hvort þú sért með flóttamenn eða þú sért með pólitíska vernd eða hvaða er út frá því að það er fjöldin sem að setja pressun á húsnæðismarkaðin. Þannig að þú ert með, hver er stærsti fjöldin? Það eru þeir sem eru á Schengensvæðinu. Það er raunverulega stærsti, það er miklu stærri hópur sko, það er kannski, yfir 80.000 versus, ég veit ekki, hvað það sé, 10-15 eða eitthvað, 20, og þannig að við erum til dæmis með tæplega 5.000, ég held að sé 4.886 sem eru á atvinnuleysisbótaskrá með erlend ríkisfang hérna. Og ef þú myndir fækka, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þú ættir að gera það, en ef þú myndir draga til dæmis úr heimildum til þess að vera hérna nema þú væri með vinnu, þú væri með þetta, þú væri með hitt, þá getur þú dreigir og slú spennu og húsnæðismarkaði. Það getur jafnvel verið til þess að það komi vastalækkun til Seðlabankanum og það getur gerst hraðar. Þetta er alveg þekkt vegna þess að það er fólksfjölda aukningin sem hefur verið leiðandi í því að ýta fasteignaverðið upp sem hefur verið leiðandi í því að ýta verðbólgunu upp. Þannig að það er hægt að fara fleiri en eina leið sko. En samt sem áður, það er líka hægt að túlka vandan sem að við stöndum frammi fyrir á
annan hátt heldur en það að þetta sé fólksflutningum eða, þú veist, innflytjendum að kenna. Þetta er stjórnvöldum að kenna. Við erum með það er innviða 100%, það er 100%. Við erum með dogshit innviði, það var bara ekki gert ráð fyrir því að það myndi, þú veist, ég veit það ekki, að við varst bara með myndum manns- fara yfir 300.000 manns. Ég held að Íslandi. þú varst bara með fólk sem ákvaða þétta byggð og var með takmarkað frambóð á lóðum nánast í öllum sveitafélögum. Við vorum langt undir því sem áttum að vera að byggja. Þetta ítti húsnæðisverði upp og þetta var algjörlega gefið. Það var búið að segja þetta í áratug. Það var verið að segja þetta aftur og aftur og aftur og sjálfsög skapaði það vandamáli sem er komið í dag. En svo þegar kemur fólk líka að þá ertu komið vaxtavandamáli og þá ertu að vera erfitt með að byggja íbúðurnar til þess að svara eftirspurnarvandamálinu og þá er eiginlega eina leiðin til þess að leysa það er að fá fólk í burtu með og getur byggt upp og svo getur það haldið áfram. Það er náttúrulega verið að gera það, þú veist, þau eru að koma með að fóta þetta sjálfviljuga heimfara kerfi. Það er bara alls konar, þú veist, fólk sem er að nýta sér þá þjónustu að, þú veist, það kerfi. Kemur ljós hverju það skilar? Já, já. Vonum kannski gengur það. En þú veist, svo er náttúrulega líka bara það að eins og við sagðum, þetta er stjórnvöldum að kenna, við höfðum átt að fara, þú veist, við höfðum átt að byggja miklu meira þegar að vextirnir voru lægri, þegar efnahagsástandi var betra og því að eins og þú segir, það er, nú erum við komið lóður og Reykjavíkurborg er búið að tryggja sér alls konar lóður, en það er bara erfitt fyrir verktakana að fara af stað í framkvæmdir út af því að vextir eru svo háir. Akkurat. Þetta er náttúrulega líka bara þessi innviðavandi sem að ég er að tala um. Þetta er bara fuck up. Ég veit það. Það er ekki dörri sig. En vandinn er, ég er alltaf þarna að Gott allavega að Dagur sé komin í ríkisstjórnina, veist, hann er búin að klúðra þessu borg. við styðjum það. En þarna er þetta alltaf fyrir hvernig er verið að vinna. Svo veist, við getum bara tekið bara dæmi að til dæmis eins og Bretar eru greinilega ekki að vinna fyrir sitt heima fólk. Þetta er bara, ég sá til dæmis bara myndbandu daginn með einhver mesta kaldan í heimi á að vera að taka í Birmingham að svona youtuber sem að Dutch Travel Maniac, mæli með honum. Hann var að taka, þú veist, spjalla við heimilislausan mann í Birmingham sem satt fyrir framann hótel, eða við hliðin á hóteli og svo myndaði hann inn, gaunin satt bara þarna með sveppungan sinn, hann myndaði við hliðina. Þar var matsalur sem var fullur af aðilum sem hefur komið ólöglega til landsins af því að, eins og við segi, í Bretland er það þannig að þú nær bara að hoppa í land og koma í höfn, þá er þetta bara svo í hafnabolta. Þá ertu bara komin inn í kerfið og þú ert bara tekin hann inn og þetta, þú veist, áður en þetta one in, one out ruglkerfi hjá þeim kom sem er ekki komin inn sönnur á, eða neinn reynsla á. En ég meina, fyrir hvernig er þá verið að starfa þarna? Þú veist, heimamaðurinn liggur hann út í kuldanum, í svefnbókana sínum, í nóvember. Ég held og ég náttúrulega er samsærisnöttir ég held að þetta hafi allt saman á Vesturlundu verið framkvæmt svona illa og sé gert svona illa viljandi til þess að skapa núning milli hópa. Það hlýtur að vera. Það er bara, þetta er ekki séns. Það er ekki séns. Ekki galið. Þú veist, fannst einhverjum Það er ekki pólitíkus galið, sko. Ok, skoðum bara ástandið eins og eru upp á Ásbrú. Ódýrt vinnuafl. Heldur þú einhverjum hafi fokkin dottið það í huga að þetta myndi fara vel eða það sem er í gangi á Bifröst? Þetta var aldrei að fara vel og eins í það sem hún var að Bretlandi gaggrina áðan eins að þú veist að dömpa öllu fólkinu á sama svæðið, þú veist þetta er bara svona augljósar aukaverkanir sem spjót fylgja. okkar eiga beinast að yfirvöldum sem að öllu sem fyrirsjáanlega vanda. Þú veist. Ég var líka með þá kenningu að það hafi verið gert viljandi allavega einhver leiti til þess að geta fengið ódýrt vinnuafl. Þú veist, það munar alveg fyrir ákveðin fyrirtæki að vera með ódýrt vinnuafl, vera með fólk sem að þekkir ekki réttinn sinn, þú veist. Þú ert að gleyma þeim sem er að hagnast á húsnaðin, það er komin Hotel Billionaires í Bretlandi sem dæmi. En elítan, þú veist, efri miðstjættin og efri stjættin, þau finna rosalega lítið fyrir þessu, þú veist, þetta er ekkert að trufla það, þetta er ekkert að trufla fólki sem er í þægilegri innivinnu. Þeir passa að fá ekki fólk sem er að fara í beinu samkeppnu við middelklassið. En svo sjáum við það einmitt, eins og vorum að ræða, munið voru að ræða hérna með Indverjana, og það segja að það voru komað þeir indversku forritararnir voru að koma hérna til Kanada, þá var þetta miðstjættin brjáluð því að þá voru náttúrulega ekki mentaði gæjar sem voru mikið þá fóru að snerta og þá fóru að vera pirra. Það er mikið atvinnuleysi meðal forritara í Norður Ameríku út af þessu vandamáli og þeir rodnir, þarna er þetta búið að gjörbreytast viðhorfið vegna þess að nú er þetta fara að bitna beint á þeim, sko. Og þetta bitnar á lægri stéttina því að það slegist þessi störf sem eru minna borguð og sem að lækkar launin og svo er sko talað við þetta fólk sem sé bara, þetta er hafa neikvæð áhrif á líf mitt eða launin mín er að lækka, leigan er að hækka, krakkin minn í skólanum, það eru 10 tungumál tölu í bekknum hans og hann er ekki að fá rétta menntun og ég ætla að segja eitthvað, það er bara, hei, þú er bara fucking rasist, bara, hei, hann er bara að benda á veruleika, skilur sem að, og
að þessi útlendingastefna hefur verið illa framkvæmt og eitthvað en þetta hefur verið notað sem ákveðið tól til þess að verja kerfið gegn gagnrýni að bara útrópa alla sem er rasista og nasista og fasista sem að gagnrýna augljóslega hræðilega framkvæmt Það var verið að inn á okkur hérna fyrirgeðum $12 í gegnum YouTube og spurt ekki komin tími á að fara yfir kommentin. Það eru svona 100 skall sko, $12 og við gerum það eftir bara, ef að segja 5 mínútur. Ég er alltaf að fara bara eftir 3-4, ég er að fara á næturvakt. Verður að fara að vinna. Já. En ég er líka bara svolítið þar að sko, það þarf enginn að segja mér að að pólitíkusar, sá sem trúir því að pólitíkusar séu bara svona vel innrættir allir í öllum þessu löndum sem eru búin að vera með þessa framkvæmdi, Þýskalandi, Bretlandi, Írlandi veist, að þeir séu bara svona góðhjartaðir, þetta er fólk sem er sko, þeim er skítsama fólk, sorry, pólitíkus veist, bara yfir höfuð, þá er bara svo margir svoleiðis, þeir gæti ekki verið meira sama bara um mannin í stöðinu fyrir neða sig, hvað þá með einhvern veginn neyð út í heimi. Það er ekki verið að gera þetta af góðmennsku af þessum valdahópi. Það þarf bara enginn að segja mér það. Haldið þetta hafi verið gert hérna í beinni sér spurningu til ykkur aðra. Horfum til Bandaríkjanna, horfum til Svíþjóðar, horfum, þú veist, ég meina það voru sósíaldemókratar sem voru, þú veist, hvað ábyggilega meira en 50 ár í ríkisstjórn í Svíþjóð og það er bara alltaf fleira og fleira fólk sem að fer á sósíalinn, skilur, sem að vera að flytja inn og fer á sósíalinn. Þetta voru 20% af Svíum. 80-90% af þessu fólki kýsti vinstri. Þú veist, er ekki hægt að segja að þú sérst að flytja inn eigin kjósendur. Þú veist, er það unfair? Ég meina við sjáum sömu þróun í Bandaríkjunum með að taka inn eins og Biden gerði og Kamala, þú veist, þau flytja inn mikið af fólki og þau komaði fyrir í swing states, þetta var alveg þekkt, það var alveg rosalega mikið meira af fólkinu sem fór í swing statein til þess að reyna að tilta sagt, í áttina demókrutum. Kamala, terrible woman. Þau fái ríkisborgarrétt sem er náttúrulega ekki svona auðvelt. Nei, þau tryggðu þau gáðu alveg bilaðar undantekningar og fleira sko, alveg gommum sko, já. En þú veist, ég segi, þú veist, ég held að sé ekki í öllum tilfellum, ég held alveg í bara mörgum tilfellum að fólk bara verið virkilega, vildi vel og vildi bara gera þetta mannúr ástæðan. Það er líka algjört gloves off ástand í banderski pólitík. Já. Þú veist, það er bara búið að taka hanskana á og það er bara fokk. Maður er svolítið, man er ekkert alveg sama hvernig ástandið er orðið í Bandaríkjunum, sko. Það er orðið svo rosalega polarisirað. En spurningin er, hvernig hélt fólk að þetta myndi enda þegar að sko þetta var áður en að Trump komst til valda, þá voru þeir að tilkynna til dæmis þarna ICE voru að tilkynna áður að það var í fórstuð í Biden, þeir voru ekki að skora sinni stig hjá fórsetunum með þeir komu með nákvæma tölu yfir mennina sem þeir vissu hérna sakaskrána hjá, það voru einhverjir, ég man ekki hvað þetta voru í heildina einhverjir 30.000 manns, af því voru 16.000 ofbeldismenn, það voru 1200 morðingjar, þetta voru menn sem fengi að fara yfir landamærin, þráttur að þeir vissu af því hvernig þeir voru frá Suður-Ameríku, þráttur að þeir vissu sakaskrána þeirra. Það var sagt að sleppa þeim í gegn. Það varði einhver bara algjör bílun á tímabili, hvað hélt fólk að myndi gerast? Þetta er sko, það er bara verið að segja sko, ef þú hárreitir mig nógu lengi, þá verði ég náttúrulega brjálaður endanum. Sko líka það að koma aftur í svona bakslag. Ég held að veit ekki það. Það trufla mig ekkert. Vorum að tala sjampóið sem ég notaði Sverrir áðan, sko. Ég notaði Head & Shoulders og axlirnar. En allavega, þegar þú tekur inn rosalega mikið af fólki eins og þeir gerðu með rosalega ódrengilegum hætti og voru að setja það í þessi swing state og eru að taka kannski 100.000 manns, milljónir inn, yfir ákveðið tímabil, að það kallar á gagnkvæm viðbrögð, skilurðu. Og þú veist að tala í byrjun þáttarins að þú veist að þegar það herri sultar og sérðu mikið fara til hægri. Sögulega til dæmis eftir og í kringu fyrir heimstyrjöldina og síðan eftir kreppuna miklu og sáu líka gífurlega vinstri sveiflu samhliða þessu. Það voru náttúrulega mörg lönd og til með Sovétríki sem fóru til kommunisma á þessu tíma. Þannig að þú ert að sjá polariseringu í báðar áttir. Og þetta skapar yfirleitt þessa rosalega árekstra.
og við erum búin að sjá rosalega langt farið til vinstri, við erum búin að sjá rosalega innflytjendastefnu, svona svolítið aðeins að no-border-stefnu. bremsaði af Helgi fyrirgeðu, Já. rétt hérna bara Kveðja liðið og þakka fyrir mig. við verðum ekki mikið Ég- lengur, við ætlum að það taka kommentin með Lenja, það eru hérna nokkra spurningar Og ég er svo farin til Thailand, þannig að ég verð lítið með í desember. Já, við ætlum að láta hérna henda í smá Hérna. kostningu á eftir. Gaman. Já, það ekki. Það var bara 15. Bara takk kærlega fyrir frábæran þátt. Takk fyrir að koma að Lenja, bara frábært. Gaman að hitta Mjög þess gaman, verið. sömuleiðis. Pirrandi hvað er skemmtilegir. Já. Þú ert ekki svo fyrst að segja þetta. En já, þegar þess að þú hefur farið í svona öfga, skilur í aðra áttina, þú veist að sveiflast pendullinni í hinn áttina Já. og mér hefur oft svona þótt ákveði ábyrgðarleysi hjá fólkinu sem að hefur farið í, þú veist, ábyrgðarleysi sem hjá fólkinu sem hefur farið í svo róttæk og aðgerður, svo ofboðslegu innflytjendastrauma, þú veist, sem að hafa skapa ákveðin vandamál og hafa skapa ákveðin pirring meðan fólks. Var ekki fyrir séð að þú veist að það er þig kannski of hart baksvar, skilur. Ég velti þessu upp, sko. Mér Áður finnst og það. svara þessu, að maður langar með að bæta bara við spurninguna. Þú veist, alls ekkert að taka, þetta er ekki önnur spurning í rauninni. Þetta er bara í rauninni já eða nei spurning. Veistu af atburðunum sem átti sér stað í Þýskalandi hérna yfir áramótin 2015-2016? Nei. Veistu hvað? Nei, ok. Ertu að tala um, Tökum fyrst þetta sem við vorum að tala um, svo getum við Já, ég ætla bara, þetta er bara já eða nei spurning, sko. sko, jú, auðvitað, Einn öfgi kallast svolítið á annan, sko. það er alltaf þannig og hefur alltaf verið þannig og líka bara sama með pendulin, eins og þú segir, hann fór ótrúlega langt til vinstri. En við sjáum þetta núna líka fara mjög langt til hægri. Það er hættan. Ég er búin að vera að sjá fólk sko vera að hvetja til ofbeldis, Já. opinberlega. Þú veist, Það er of langt gengið. Já, við erum komin þangað, þú veist, það er alveg verið að normalisera það, þú veist, að kalla eftir ofbeldi. Þannig að, þú veist, ég er Bara bara svo það sé tekið fram að þá eru við algjörlega á mótið því. Bara svo að því að það er alltaf verið að stimpla okkur ykkur sem hérna hægri öfgamenn og eitthvað. Þú veist, við erum bara á mótið því. Það er ekkert flóknar en það, þú veist. Bara svo það sé sagt. En þú veist, þið gangist væntanlega við því að þið eru stundum með ákveðna orðræðu sem að gæti verið túlkuð sem að þið væru að íta undir smá rasisma. Nei. Nei, ég held að... En síðan er það náttúrulega líka á ábyrgð fólksins að túlka orðin ykkar. Þú veist, þið ber ekkert ábyrgð á því hvernig fólk túlkar hvað þið segið. Nei, ég meina, þú veist, nú, ef þú vissir þetta hvernig að maðurinn tala við mig, sko, ég geti túlka á alla mögulega máta, skilur, hann er ekki að tala eitthvað öðru sem mig og ég held að hann hati mig ekkert, sko, þú veist, og hérna, þú veist, ef þú vissir, þú veist, hvað skilaboð ég sendi á Óla hérna fyrir 2 dögum, þú veist. Ég myndi svara Ég er ekki verið að segja frá því hérna, en það er brútal, skilur. Ég myndi svara þessu með því. Þetta er bara djókið okkar. Ég myndi líka svara þessu með því að ég er sko persónulega, ég er frekar mikill svona bara, ef ég ætti að orða það bara þannig, ég er frekar mikill bara retard að því leitinu til að ég hérna, ég held að ég fá þessu mótmæli því, ég er frekar mikill retard með þetta, ég er sko, ég fanatískur á það að þetta er ástæðan til þess að ég gæti aldrei verið í pólitík, ég gæti aldrei verið í flokki sem að ég þurfti að, sko, einhver að segja, herðu, svo kýstu bara með þessu, þú veist, ég myndi að vera ekki sammála. Ekki þú er að pæla í sig. Bara aldrei, það er aldrei að fara að gerast. Nei. Ég hef verið á öllum mögulegu skoðum og ég er þar sko að ég er hrikalega þver og ef ég er búin að mynda með skoðun, þá er það vegna þess að ég er handviss í þessari skoðun. Það er ekki að því að bara ég sá eitt YouTube myndband og tók þessa afstöðu. Ég er með svona cirka 5 sterkar skoðanir. Veist, og það, ég geti rætt um það hvert sem er. Ég hef til dæmis eiginlega enga skoðun á efnahagsmálum að því að ég er bara algjört fífl þegar kemur að þeim. Ég veit ekkert um þau. Ég get alveg hlustað, ég spyr spurninga. Ég er aldrei að fara að segja einhverjum hvað sé betra þegar kemur að til dæmis efnahagsmálum að því ég veit ekkert um það. Og þegar kemur að ákveðnum hlutum þá finnst mér bara rosalega til dæmis sko, skrítið að fólk afneitar bara svona staðreindum bara sko, og þú veist, það verður reitt án þess að spyrja út í af hverju ég verið að segja þetta. Bara tökum sem dæmi, ég ætla að vitna í tölfræði sem má ekki lengur halda utanum í Þýskalandi sem dæmi. Það sem ég talaði um þarna í Þýskalandi var þessi nótt sem átti sér stað sem að hérna, og ég þekki nokkra konur sem búa á þessu svæði, eða bjugga á þessu svæði. Þetta var þegar að urðu milli 12 og 1500 kynferðisbrot á einni nóttu í Þýskalandi. Framinn að mestu leyti, það sem var lýst af norður-afrískum mönnum, það sem að þeir gerðu það sem er kallað taharús þarna, þá umkringja þær konur og byrja að káa á þeim og þú veist, þeir einangraðar viljandi og þetta er við nafn, þetta er svo ógeðslegt. Var þetta ekki í einhver svona
public park. Jú, bara áramótafögnuð. Einmitt. Þetta gerist líka í Mílan, bara síðustu, ekki á svona stórum skala, svipaður hópur. Málið er að ég til dæmis myndi, ef ég ætti til dæmis að segja, þú veist, ef ég er spurður, þú veist, myndi ég treysta í næsta húsi, bara að börnin mín myndi labba inn í skólanum framhjá þeim og þar væru, og ég bara, þú veist, ég ætla bara, nú er ég bara vitni í bara tölfræði og þar væru, þú veist, kannski 4-5, þú veist, afganar sem væru venjulega hann fyrir utan, ég bara nei, ég get það ekki, þetta aðili, þú veist, ef þetta væri hvíti kallmenn, þá myndi ég heldur ekki treysta því, en þegar þú komið með hóp sem að samkvæmt þýskri tölfræði, þegar hún mest þar, eru 70 sinnum líklari heldur en heimamaður til að fremja kynferðisbrot þar í landi og þú veist, hann 22 sinnum meir í Bretlandi, hann 13 sinnum meir í Danmörka með minnir áður að banna að halda utan þessa tölfræði og það fór þýskur stjórnmálamaður bæði sem var dæmdur til sektar fyrir að birta þessa tölfræði, ekki að því hún var röng heldur að því hún var rasísk, en svo kemur Það með smá sögu hérna í Þýskalandi. pínu, það er rosalega gilt þar og sem að skila sér í þau eru jafnvel, þú veist, algjör köks í staðinn, en svo er þið spurður á sama tíma, en ef þetta væri manneskja frá, þú veist, Óman, Sádi Arabíu, Dubai, já, vegna þess að það er bara, sko, ég myndi ekki segja, mér myndi líða betur, ég var ekkert alveg rólegri við því, vegna þess að þarna ertu með fólk sem er frá allt annari menningu, þetta er ekkert, menningin skiptir öllu máli, finnst mér, menningi sem þú kemur úr. Ég meina, þú veist, við spurðum Helga til dæmis, finnst þér menningi sem núna í Afganistan verri en var á Íslandi fyrir 100 árum? Hann sagði já, þú veist, hún það. Af því að þú veist, þarna ertu bara með fólk sem alveg uppið það ber ekki virðingu fyrir manneskjum eins og þér. Já. Þú veist, og mér finnst þetta skipta máli, ég á 3 dætur, annars myndi ég, þú veist, líklega bara ekki neins nenn að standa í þessu, sko. Já. Og mér finnst þetta skipta rosalegu máli og auðvitað þetta vont fyrir þá sem eru góðu eplin frá þessum stað. Já. Þannig gleymist líka, sko, þú veist, að það líka annað fólk sem hefur rétt, sko, þú veist. Konur hafa líka rétt á því að þurfu ekki að vera lítið yfir öxl, sko, eða þurfa að hafa, þú veist, óþurfa áhyggjur að því að lenda í einhverju, þú veist, og hinn almenni borgari, ef að, þú veist, Eurostat sýnir fram á það séu gríðarlega aukin tíðni afbrota á ákveðnum svæðum og yfir heildina í Evrópu, að þá það kannski alveg eitthvað til að skoða. Og það ekkert endilega rasismi. Auðvitað geta einhverju tekið í þannig að það sé rasismi að skoða tölfræði og vístalega niðurstöður og að reyna að átta sig á því hvað uppruni vandans. En ég held að það sé miklu betra að reyna að rannsaka hlutina, að ræða þá, reyna að komast til botns í því, tala saman, reyna að sjá, þú veist, eru til leiðir til þess að draga úr þessu, eru til leiðir til þess að identifæja, sko, einstaklingarna áður að koma, skilur getum við búið til kerfi sem betra, þú veist, og til þess að það gerist það þurfum við að ræða svona saman. Já. Og ég held að það sé svolítið forsendan fyrir þessu og ég held að þessi stimplar að kalla alltaf rasista eða nasista eða eitthvað svona, ég held að þetta sé rosalega óheppilegt til þess að reyna að leysa eitthvað vandamál. Ég held samt, sko, að það sem að skiptir líka máli að sé gert, ég sammála það þarf eitthvað svona samtala eiga sér stað, en sko, hinn hliðin, til dæmis eins og hægri hliðin þarf líka að koma til móts við, þú veist, þær skoðanir sem að vinstri hefur og þú veist, sem eru líka byggðar á staðreyndum, eins og til dæmis það tenging á milli socio-economic factors og glæpatíðinni, sérstaklega meðal innflytjenda út af því, eins og við tölum áðan, innflytjendur eða þú veist, fólk sem að hérna á flótta og fær ákveðið leyfi hérna á Íslandi, þau eru einhvern veginn, þeim bara dempað á eitt svæði og það náttúrulega þekkt að til dæmis það aðeins meira fátækt í Breiðholtinu. Þannig að þú veist, auðvitað ítir það líka undir ákveðna hegðun. Svo náttúrulega líka aðrir faktorar. Ég sem hægri maður tek alveg undir það. Ég geri það líka. Veist, og það eru ákveðna faktorar líka til dæmis hjá fólki sem að kemur frá stríðshrjáðum svæðum. Veist, þau hafa orðið fyrir ógeðslega miklu tráma. Ég sem hægri maður aftur tek undir þá að sammála, við Helgi voru sammála og ég nefndi það fyrrabræði við þinn ég sammála þessu. Þannig að þú veist, það er ekkit, stendur ekkit á okkur að vera ósammála því. En það er hins vegar líka þannig að þegar þú ert með fólk sem er severely traumatized, að þá er það líka hætta við samfélagið og þú verður líka að taka sko hagsmuni beggja aðila, skilur þú inn í það, bæði samfélagsins og hinna. Þegar þú tekur við fólki sem að kemur frá svo ótrúlega traumatized svæði og þú veist, þau fara í verndaviðtal og lýsa því sem hefur gerst við þau, auðvitað þegar það er ákveð að gefa þeim leyfi,
það þurfa líka, þú veist, það þarf að gera ráð fyrir þeim ráðstöfunum sem að þarf að taka til þess að sjá til þess að þessi einstaklingur Við getum það ekki. þetta er náttúrulega líka fjárhagsvandi þetta er líka stefnuleysi Þetta er mönnunarvandi. og það En mér langar að benda nefnilega getur við tekið að mörgum og þá eru komin í sömu umræðu. Mér langar að líka benda svolítið á eitt og það er einmitt þessi sem við vorum að ræða á það er þessi svona aumingjavæðing á innflytjendum og bara innflytjendum eru höfuð og bara fólki sem að minni hluta hópum á öllu mér finnst einmitt verið að gera svolítið lítið úr þessu vegna þess að þegar við skoðum bara við skulum taka Íslendinga sem dæmi við erum með svipa minnstur til dæmis flestir sem að til dæmis er á Litlahrauni ólust upp í erfiðum aðstæðum við nánast undatengalaust við höfðu þeir mjög slæma eða enga föður ímynd og komu og eru kannski með ADHD tráma, fóru í einhverja neyslu sem að var til þess að deyfa tilfinningar Yfirleitt tengdi ég á þetta í pappaðinu. Já, þar vorkennu við barninu sem varð fyrir þessu en við gerum fullorðna mannin ég segi bara mannin, þetta eru meiri hluta kallmenn við gerum hann ábyrgan fyrir gjörðusinu við verðum að viðhalda sama standard þessast sömu kröfum á hina við getum ekki hleypt við erum komin í rugl ef við leifum fullorðnum mönnum að komast upp með hegðun sem við myndum ekki leifa Íslendingum að komast upp með Sko, ég er alveg sammálaður að því leitinu til, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig þetta tengist hérna innflytjendum. Nei, ég er að meina, þarna erum við að ræða hóp sem kemur líka á tráma, með mikið tráma, þau komu upp í erfiðum aðstæðum, en við henduðum samt í fangelsi eða brjóta sér. Já, 100%. Og eins og þú segir, við vorkennum barninu, mér finnst svo fyndið hvað við erum umbröðlind og þú veist, svo næskakvart barninu þegar hann er orðinn fullorðinn og brýtur af sér. Af hverju byrjum við ekki að hlúa að barninu í þar erum við komin í allt þar að umræðu 100% alltaf þar erum við algjörlega saman þannig fyrirbyggjur en mér langar að við stóðum nefnir þetta að ég var að heyra svo ótrúlega áhugaverða hluti með fjölskyldumynd vissu þið það að sem sagt og ég bara að því gefna þetta sé satt mig til að faktjaka hvort ég sé að fara með einhverja fleipur við búum í komment þetta 5 fyrir ekki svartir í Bandaríkjónum áður en að byrjuðu social benefits voru með stöðugri fjölskyldur heldur en hvítir og þeir heldu frekar hópum voru frekar saman og fjölskylduna voru heilli og saman lengri tíma og voru rosalega lítið skilnaði þetta er rosalega áhugavert þess að síðan koma upp social benefits og þegar það byrjar að koma þá byrjar fjölskyldan að flosna upp sumir vilja meina það að eina ástæðanu sé það að einstæða maður fengur fyrir að tjekka þannig að fólk fór að skrá sig einstætt og svo framvegis svo er margt sem að hefur gert við erum náttúrulega með crack epidemic og fleira sem að þú veist hefur undið upp á sig og ýmislegt sem hefur herjað annan hóp alveg pottið mismunun og allt það en mér finnst þetta svolítið áhugavert þegar við horfum síðan hingað til dæmis til Íslands og við sjáum það að það er minni hvati fyrir fólk einhvern veginn til þess að vera saman heldur en í sundur og þá erum við að sjá ég tapa 100.000 á ári bara við að vera giftur Já, þannig að þú veist þegar það er komið hvati til þess að vera í sundur en ekki saman og þetta er talin ein helsta ástæðan fyrir hárri glæpatíðni blökkumanna í Bandaríkjónum þú veist þetta er félagslegu þáttur skilur, þetta er bara svona augljós félagslegu þáttur og þannig að við erum einhvern veginn ekki að hlúa að mínu mati nægilega vel að halda fjölskyldum saman þú veist, að halda barnafólki saman kannski gera, þú veist það skattalega hagkvæmt að vera saman og svo framvegis skiluru ef við erum að skapa hvata til að stíga fólki sundur og leið og börn eru búin að, þú veist, eru með 2 fjölskyldur og annað, þá aukast líkurnar á fangelsi, flosnabúr námi, ADHD, alls konar vesenni og mér finnst við ekki heldur hafa stað okkur nægilega vel í því að einhvern veginn stemmast yfir þessu og horfa á þetta aðeins stærri mynd af því að þetta er mjög stórt vandamál. Ég held líka að sem að við þurfum að taka með inn í reikningin eru bara versnandi efnahagshorfur og bara versnandi efnahagsástand á síðustu árum sem að bitnar auðvitað líka rosalega mikið á barnafólki, á ungu fólki sem að eru að eignast börn. Það er þetta álag að vera með barn. Það er þetta álega að vera með sameiginlegan fjárhag líka þegar það dugar varla fyrir því að borga af lánuðinu og að sjá fyrir barninu. Þú veist, auðvitað skapast einhver gjáðan á milli fólks í sambandi. Þú veist, eins og þú segir, ég er sammála þér sem vinstri líning manneskja að þetta sé eitthvað sem við þurfum að skoða. Ég er basically að koma hérna með left-wing argument, Já, bara velkomin. Nei, þannig að, þú veist, einn af þessu punktum er líka það að segja að menn á hægri þurfa að mæta ykkur. Ég held að við séum alveg að gera það. Ég held að við séum alveg, allan að ég held að ég sé alveg miklu meira reasonable. En það er erfitt að mæta einhverjum sem vill ekki tala um hann. Já, það er mjög erfitt. Ég myndi miklu frekar vilja eiga samræðunar og reyna að finna, þú veist,
sjáðu til, við áttum samræðin við Helga, við komast að því að við vorum bara sammála honum fleira ábyggilega heldur en við vorum ósammála. Miklu fleira. Skilur við, þú veist, og jú, voru stór átakamál, en við vorum miklu meira sammála hluti heldur en ósammála. Þegar þú horfir yfir, en auðvitað rættu við frekar hluti sem vorum ósammála, þetta svo lítið spennandi ræðum, skilur við. En og þetta hefur bara svolítið vantað. Og að fólk sé svona tilbúið að reyna að finna sameiginlegan flöt og vandamál og reyna að leysa vandamál í staðan fyrir að vera alltaf í sömu gömlu skotgrunum og neita að ræða hluti. En þetta er það sem hefur líka verið að segja, skilur, í sinni búblu, bara við verðum að geta að tala þessi mála yfirvegun. Hægrið er búið að vera að segja í sinni búblu, við verðum að geta að tala þessi mála yfirvegun. En þau findu hægri mann sem að vill ekki ræða við vinstri mann einhvers staðar. Mér þetta mjög áhugavert og þú gæti fundið einhvern sem er yfirlýstur hægri maður sem að vill ekki ræða við einhvern vinstri, þá er ég að meina segjum bara einhvern sem er með annarkvæmt podcast eða er eitthvað að gefa kost á sér í umræðinu rauninni. Eru það ekki bara athyglisjúkar heldur en vinnættu? Getur verið. Ég meina þessuna, ég fóð með rangt mál í þættinum, þú hafði rétt fyrir þér, ég leiðrétti það. Ég kunni mjög mikið að með það. Því að þú veist, ég stend með sannleikanum, ég reyni að vera sanngjarn og ég held að það sé svolítið mikið atriði, við getum alltaf haft rangt fyrir okkur einhverju tímabúndi, við verðum að viðurkenna þegar við höfum það og við megum ekki gifta skoðunum okkar þegar það kemur og ef að þú hefur rangt fyrir einhver staður og þú vilt svona levela, heyrðu, þú veist, ok, það er ekki fyrir að ráðast á þig fyrir það, þá bara segja bara, hey, takk og getum við, þú veist, náð saman einhverja hluti og ég held að það sé bara það sem að samfélag þurfa að vera, þú veist, það er að verða allt og mikið polarisering með því öllum þessum nafnaköllum og öllum þessum djöfulgangi og þú veist, jú, kannski má alveg klaga upp á okkur að þú veist að við höfum verið orðljótir gagnvart fjölmiðlum, en rauninni það sem við erum að reyna að ná er bara það, þú veist, hey, getum við ekki bara verið sangjörn og bara svona slefti að ljúga upp á fólk og svona, skilur þú veist, og sagt bara báða hliðar, þú veist, það er bara þessi krafa sem við erum að gera. Hvernig hefur við að rétta í rauninni fjölmiðlunum úr þessu sáttarhönd þegar þeir vilja ekki einu sinni viðurkenna þeir bara lugu beint upp á einn meðlim í þættunum. Mér finnst þetta bara svona, þetta er rosalega erfitt að eitthvað sem að bara, hann bókstaflega lýgur þó hann viti betur. Það er eitt að hafa skoðuna því þú veist ekki betur. Nú er alltaf sammála því, en já, ég ætla að vippa mér hérna í komment, ég veit að sko, svo ætla að fara að slá botni í þetta. Ég veit nefnilega að það eru nokkur komment sem eru til Lenju. Við skulum bara byrja hérna. Það er líka tjáningafrelsi til að drulli við fjölmiðla fyrir að vera óhreinskilna. Já. Já, ég er líka með tjáningafrelsi til þess að gagnrýna það að drulli við fjölmiðla á þennan hátt. Já. En já, við erum búin að fara svolítið í það. Lenja, þessna gaf ég þér bara orðið. Lenja þarf að horfast í augu við raunveruleika og sætta sig við að fjölmiðlar eru löngu fallnir. Ég meina það er rauninni rosalega erfitt að taka fjölmiðlana alvarlega þegar að engir af meginströðs fjölmiðlunum fjölluðum til með skattsvik formann blaðamannafélagsins. Stakk undan milljónum í skatt, þangað til að skatturinn náði raskatið á henni út af Airbnb-dæmi og það er engin fjölmiðl sem tekur það fyrir. Nema Páll Vilhjálmsson og það var reitt að fara í mál við hann út af öllum anskotunum, út af þessu. Hvernig ætlar að taka blaðamannafélag Íslands alvarlega? Þeir borguðu aðalstinn í Kjartansinni, blaðamanni núna fyrir stuttu, blaðamann á geimildinni, þeir borguðum 1,5 milljón í styrk af því hann gat ekki lagt Pál Vilhjálmsson fyrir rétti. Þeir borguðum allir sem að vinna núna við fjölmiðla, þeir voru að borga aðalstinn í Kjartansinni 1,5 milljónir fyrir að ná ekki að leggja Pál Vilhjálmsson í skaðabótamáli. Því að Páll, hann fór í máli Pál. Ef að Páll hefði farið í mál við Aðalstein, náði ég kannski skilið þetta, en að því hann vann ekki málið, þá fær hann styrk frá blaðamannafélagi Íslands. Hvers konar bilun? Sjóður sem hann var nú þegar í boði? Var þetta ekki sjóður sem var nú þegar til? Þetta er sjóður auðvitað sem að blaðamannafélagi á einhverja peninga, en að gefa manni sem fyrir meiðir það máli við einhvern og tapar því sem þýðir að lögum samkvæmt er hann ekki í rétti. Bara því Páll hafði það mikið tjáningafrelsi, hann mátti segja það sem hann var að segja. Og blaðamannafélagi borga honum 1,5 milljón fyrir að ná ekki að leggja hann. Þetta er bilun hins mér, bara bilun. Það er auðvitað bara eitthvað svona krætíria þegar þú sækir styrki sem sjóðu þú þarft að uppfylla þetta. Sorry, ég er svo mikill lögfræðingur. Ég er bara þetta. Nei, ég meina, ég bara segja, ég get alveg skilið ef einhver fær í mál við Aðalstein og hann myndi tapa því og þú veist, nei, ekki einu sinni, hún var neitað áfrýjun í Hæstarétt eftir Landsrétt. Ég veit ekki hvernig það virkar, hvort þessi mál séu beintengd eða hvort að þetta sé einmitt, eins og þú segir, sko, umsókn og eitthvað, þú veist. Ellrúf og Vísir hafa verið að lepja upp líina frá BBC, þannig að við vitum að þeir eru ekki mikið að segja sannleikann. Það er nú eitt, sást ekki BBC-málið.
Núna hampar áráðsmaskinan á mikilvæg þessa upplýsingar séu miðstýrðar mjög hendur. Já, nú erum við að sjá alveg fullt af dæmum það að sé verið að biðja að einhverja miðlaga grunna sem eiga stjórn á umræðinni. Það hefur reynst einmitt svo vel. Austur-Þýskaland. Já, en samt RÚV ekki allt og langt sokkið í vókismann til að sé hægt að það sé á seint að snúa við, ég er nú ekki alveg sammála því. Ég ætla líka bara aðeins að fá að nefna eitt varðandi RÚV. Núna á þessu ári þá hefur RÚV uppljóstrað tvennt sem hefur leitt til afsagnar hjá núverandi ríkisstjórn sem er vinstri ríkisstjórn. Eins og til dæmis Ásthildur Lóu málið og svo málið með ríkislögreglustjóra. Þetta var allt RÚV sem að koma upp og leiddi til þess að þau þurftu að segja af sér. Ríkislögreglustjórinn ekki beint í náðinni hjá RÚV. harð skipaðar að sjálfstæðismönnum. Já. En Ásthildur Lóa náttúrulega það reyndist svo heldur betur ekki vera heiðalegu málflutningur þar var það ekki með að við... Já, þau leiðréttu það, en hún þurfti samt að segja af sér. Þau leiðréttu það löngu eftir hún sagði af sér. Já, mér fannst svolítið leiðilegt hvað þau voru lengi að koma sér að, sko. Já, þetta var mjög villandi og þetta líka bara sett, þetta skapaði umræðina. Þetta er ástæðan okkur umræðan fór á þann veg sem að fór. Já, það er allavega ég búin að sjá fólk sem að mér finnst rosalega svona málsmetandi allavega og ég bara þekki þetta, ég man ekki atburðar svona nógu vel sem að tala að það hafi verið einhver þarna bara mjög krítískir gallar á fréttaflutningunum hjá RÚV. Einar Steingríms og Eva Hauks voru mjög hörð þarna. Mér finnst þau alveg æðislega þó ég sé langt frá yfir allt sammála. Það var nú til umræðu í þjóðmálum. Páll Magnússon fyrirverandi forstjóri Ríkisútvarpsins var að gagnrýna þetta alveg gríðarlega sko, þú veist, og hann virtist nú vita hvað hann var að tala sko. Það er einhverju ákveðnir gallar á fréttinni í byrjun sem að leiddi til í rauninni afsagnarna sem hefðu kannski ekki gert það ef hún hefði ekki farið svona aggressivt í lofti til að byrja með. Nei. Þú veist, það komu myndir af henni, sáu það komu myndir af henni í Danmörk og einhvers staðar bara, þú veist, bara ráð þeirra á Íslandi bara ballanýðingur og eitthvað svona dæmi sko, sáu þetta ekki? Já, málið er náttúrulega að eins og í Bretlandi að ef þú hefur verið að senda sko bara kynferðislega skilaboð einhvern sem er 15 ára, það er bara fangilsdómur það sko, þannig að þú veist, lögin eru allt öðruvísi í Bretlandi sko, þú kemist ekki, þú veist, þetta hefði aldrei getað gerst þar og þess vegna náttúrulega líta þeir allt öðruvísi á það heldur en hérna, því að hérna eru lögin allt öðruvísi, þannig að það er kannski svolítið skýringi fyrir því, það var mest lesta fréttin á BBC bara í 2 daga sko. Hérna segir Rotta í alvörinni sko, þetta var huge í Bretlandi sko. Rotta segir, Edda Falag, ég vann með henni í DK, Skýr Original, aka Easy Skýr, hún var ekki í verðbréfum, ég listi hana ofta af, fékk ekki sama viðmót frá henni, hún fett seimaði starfsmann, hún er hræstnari, þetta er náttúrulega bara orðið eitthvað annars. Já, þetta er náttúrulega bara kommentin sko. Það þarf að reka alla Gísla Martins klónana og setja mikið að Sverris klónum. Ég endur elska Gísla Martin, ok. Og svo segir Rotta, bæði við, mér er alveg saman fett seim. Ég get ekki því Gísla Martin sko. Mér finnst Gísli Martin vera algjör faggi sko. Bara sorry með mig. Það bara... Hann er ógeð. Ég fíla hann bara þegar hann var í Eurovision og það var einhvern veginn, það var eina sem hann gerði vel. Ég held að viti engin maður á Íslandi mikið Eurovision og hann, eins mikið og ég þól ekki Eurovision. Ég hata sjálf mig fyrir að finna skýrt Eurovision. Það er svona pretty much it sko. Ég held að það sé líka bara þetta með, þú veist, þáttina svo, þú veist, þessi rosalega hlutrækni sko, þú veist, það er allt einhvern veginn polariserað og politíst. Hann hefur samt tjáningufrelsi sem opinber starfsmaður. En hann er líka búin að viðurkenna. Ég er líka ekki að setja út á það hann har ekki tjáningufrelsi, ég bara segja ég fíla hann ekki. Með sinni, það má mjög auðveldlega halda þið fram að með sinni tjáningu þá hafi hann hreinlega slátra trúverðuleika RÚV á einu bretti. Þetta er maður sem hefur mikil áhrif inn á stofnunar. Þú veist, hann rústaði, hann gerði verra meira axlag fyrir tjáningafrelsi RÚV heldur en við getum nokkuð tíma. Allavega hans þáttur í það minnsta. Hann hefur mikil völd á RÚV, sko. Ég þekki það bara ekki. Hérna kemur sami aðili og sagði að Edda Falagværi hefði fatshamað bæði við mér alveg saman fatshaming. Ég hata bara fólk sem virtue signalar og aktar öfugt. Hérna kemur, ég var í RÚV mest allt mitt líf og alltaf vilja ríkisfjölmiðla en eftir hatur þættina var ég loksins sannfærður að loka þessu. Merkilegt að þessi einstaklega skulle vera að horfa á bjórkastið en hérna, takk fyrir áhorfið og bara við kunnum að meta það. Velkomin á góðu hliðina. Þeir eru of LN til að hugsa þetta, það er lengst niður í sko. Já, ég byrja að ná þessu. Þetta kemur allt sko. Þetta er farið að vera vandræðalegt fyrir herramenn, hún er kvenmaður. Þá má maður ekki láta út úr sér sem manni langar þegar ægjur of hátt fyrir hann, segir Stiffari. Nei, Stiffari, við höfum að vera góðir. Við höfum að vera kurteisir. Við höfum að kurteisir.
Nei. Er hún að segja að þeir gæti ekki hóta og frelsisvift fólk með þessum eftirlíkingum? Jú, þeir hafa greinilega enga virðingu fyrir okkur. Sko, þetta er náttúrulega replika sem að lögreglan sagði að hefði ekki verið hægt að sjá munin á. Það er mitt. Og fyrir henni bara þá stóð ekki replikas á þeim eins og á að gera á replikabissum. Þannig að ég veit ekki hvar í fjandan þeir hafa fengið þetta. Ef Íslendingur hefði gert þetta, ætti löggan samt að leita þetta. Já, sammála ólegt að eiga árásarifla eða einu sinni eftirlíkingaraðmi á Íslandi, en það ætti að vera löglegt. Það var nú 12 ára íslensku strákur handleggsbrotina því hann var að leika sér með gervibissu í bíl. Hvernig getur fólk verið svo barnalegt að halda gildum okkur á Íslandi stafi engin ógnaði Íslam setjist hér að, það er engin hagvöstur að flytja þetta liðin. Pappi ríkislögregla var ekki snúið niður í það. Nei, hann eiginlega sneri bara lögreglumennina niður og spurði veist ekki hver ég er. Það er nú nokkra sögur en það frá lögreglumönnum. Það er allt saman rosalega gruggugt mál, sko. Ég veit það. Það er, já. Þetta er alveg óþægilega gruggugt mál, sko. Það er það. Það er það. Býtum nú við, getum við ekki verið sammálum að útlendingastefnir Ísrael að kenna? Hver á hótelin sem hefur verið að setja upp í Bretlandi, hvað með að bara neita Ísraelum inn í landið? Ég er ekki komin inn í þessa kanínuhólu með Ísrael. Ég bara veit ekki nóg til að tjá mig um þetta. Ég held að þetta fara á listan að þessum tópiku sem það er engin niðurstaða á, sko. Ég held, já, alltaf. Það er bara fínt að ræða það, finnst mér alltaf, sko. Hijab og rafbít er algeng sjóna meðan ég keyri 2012 Passat og þarf að fórna pappahelgum í vinnu til hann að endum saman. Ok, en þessi hijab, ég efast með hún sé að kaupa sér Tesla á bótum, sko. Ég veit ekki hvernig þetta eru aðilar sem eru nýlega komnir inn í landið samkvæmt Maríu Lilju. Ég hef ekki efna á svona bíl. Ég hef ekki efna á 10-15 milljón krónar BMF sem dæmi. En hvernig veit María Lilja það? Arabar sem að eiga Tesla eða hijabi sem að eiga Tesla sem nýkomnir inn? Því hún fór og sótti sem þessi lið. En það er eitt sem að mig langaði að benda á áður en ég held áfram með kommentin sem eru það er til dæmis sko hvernig í veröldinni það slapp í gegn hjá Pírötum í borginni að maður í Pírötum, Magnús Nordahl, hann sé eigandi lögfræðistofu sem að í júní í fyrra, ég hef ekki skoðað tölu síðan. Ég veit að lögfræðingar fiffa þessar tölur svolítið með því að skipta þeim yfir á stofur og svona, en þarna var hans lögfræðistofa sem er með 3 aðaleigendur og hann á þriðjunginni búin að fá 7 milljónir á mánuði frá ríkinu og hann starfar sem hann var ekki yfirmaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar. Það var einhver svoleiðis titill. Okay. Mér finnst þetta til dæmis og þetta var metið, MBL bendi fyrst á þetta, svo komum fullundan nútíman og svo ekki annar staðar sem ég man ekki hvar. Þetta var metið af meirihlutanum í Reykjavík að þarna væri ekki hagsmunaárekstrar. Sko, án þess að hafa farið yfir ársreikningana, bara út af því að ég vinn á lögmannsstofu, þessi peningur frá ríkinu er örugglega út af talsmannaskipun útlendingastofnunar. Þegar fólk sækir alþjóðlega vernd, sérstaklega ef það eru fjölskyldur, þá er skipað talsmann á hvern umsækjanda og þessi talsmann fær greitt frá útlendingastofnun fyrir það að vinna í málum þeirra. Og þetta gæti alveg að hafa verið útskýringin, sérstaklega það er engin hagsmunaárekstur að ræða að fulltrúarnir og eigendur voru að fá alls konar talsmannaskipanir út af því að þanga til núna í ár, það voru ekki droslega margir á þessum talsmannalista. Það voru í raunin alltaf sömu manneskjöndir að fá skipanir. En er það ekki samt rosalega, sko, alveg sama hvort að hvernig þú lítur á það, er ekki rosalegt að þú sért þetta með aðila í pólitík, svona á jafn opinberum vettvangi sem hefur rauninni nokkuð mikil, einhver völd þarna allavega hvernig ákveðin mál eru höndluð, sem er að njóta beins ágóða upp á, sjálfur bara persónulega upp á næstu 2,5 milljónum mánuði. Ég held að mætti alveg setja allavega einhver lög. Ég held að stjórnsýslulögin, við erum með stjórnsýslulögin sem að kveða á hæfi, opinbera starfsmanna. Það er ekkert í hæfisreglunum sem að teygja sig svona ótrúlega langt. Líka það sest enginn að. Mér finnst þetta ekki vera mjög langt. Það sest enginn að í Reykjavík nema að þau séu komin með, og tilheyra ekki sveitafélaginu, nema að þau séu komin með dvalarleyfi nú þegar. Þannig að það er engin, ég er sammála, lögfræðilega séð, þá er engin hagsmunaárekstur að eiga sér stað þarna plús það eru mjög skýra reglur í lögmannalögunum bara peningar stofinar og peningar skjólstæðinga eru eitt svo er bara peningur sem að þú farið út úr lögmannstofunni allt annað. Ertu búin að fara yfir kommentina? Nei, það er fullt eftir, slatti eftir.
Herðu, það er fullt af hagsmunaaðilum sem græða á þessu verktaka lögfræðingar fyrst og fremst ríkið. Hérna satt sammála Sverri, bjórkast án Sverri, þessi svo lokið. Þetta boðar ekki gott fyrir kosninguna sem við ætlum að halda hérna á eftir. Jæja. Spurning til Lenju, hvaða stefnubreytingu þyrfti miðflokkurinn að gera til að þú myndi kjósa miðflokkin? Það verður juicy. Það er góð spurning. Hvaða stefnu? Hver spyrir þessa spurningu? Þá sem að spyrja þessu er nákvæmlega, þetta er gerfimúsík, þetta er örugglega hérna söngfuglin á, alltaf sé söngfuglin á X eða? Sko, til dæmis í Evrópumálum, til dæmis, Þú ert Evrópusinni. ég er Evrópusinni, til dæmis í hérna efnahagsmálum, þau eru svolítið með þessa hérna nýfrjálshyggjustefnu sem að er samt líka smá svona, þú veist, Argentínu stefna sem að hefur væntanlega bara ekki skila neinum árangri einstar útlendingamálum, sko, ég veit samt ekki hver stefna miðflokksins er, to be honest, í útlendingamálum. Ég veit bara að þeir eru á móti Nei, þetta útlendingum, eru bara fordómar. Eru þeir á móti útlendingum? þeir tala þannig, Hvað hafa sagt til að vera á móti útlendingum? bara það er þetta hérna frjálst flæði inn til Já. Íslands, það er allt stjórnlaust, það þarf En- að reka fólk úr landi, þú veist, ég er sammála, þú veist, að megi alveg Það er hérna ekki stefna brottvísa, Flokksins en almennt. þau ekki. tala samt þannig. Það getur Þess vegna verið að veit einhverjir einstaklingar tali þannig en ég held að þegar að við erum að tala um sko flokk að þá tölum við flokkstefnuna. Ég meina það eru alveg pottitt einhverjir eina pírata sem að segja eitthvað sem að samræmist ekki alveg stefnu Já, já. Sko. En ég er svona nokkuð viss En um ég að held þeir að- séu held ekki að með þessa þeirra- mannúðlegu útlendingastefnu sem að ég væri frekar til í að sjá. Já, Mannúðlega- ég hugsa að þeir séu ekki með stefnuna sem var þér að skapi, ég held að það sem nokkuð ljóst en þeir hafa verið með þetta 5 ára stopp þú veist á að taka bara Já. við það hefur verið svona Var það ekki Ísland þvert á flokka sem var að mæla með því? Eða voru þeir voru að mæla með því, mér fannst þess að miðflokkurinn hafi tekið upp það gæti verið? Ég bara er ekki viss um það. Nei, ég þekkit ekki 100% en mér fannst það að vera svona þetta sem að þeir hafi verið að tala um og hugmyndin væri, þú veist, að styrkja innviðin aftur og þú veist, allt það áður en að þú veist, öðru haldið áfram en ég veit ekki hvort þessi 5 ár þurfa að vera einhver fast tala Ég hef Konseptið sé bara að styrkja innviðin, sko Ég hef oft notað þau rök að ef þú ert fjölskyldumaður, þú ert með 5 börn og konu á heimilinu og hund og kött jafnvel líka og þú veist, börnin hafa ekki pening til að komast í íþróttir og komast ekki til læknisins en þú ert alltaf að aðstoða aðra aðila í götunni bara, þú veist, önnur heimili, þú ert alltaf að leggja eitthvað til þar þá kannski má alveg færa rök fyrir því að þú sért mjög góða maður en þú ert ekki mjög góða pappi þú ert ekki mjög góða fjölskyldufæður mér finnst þetta að vera, þú veist þetta Ég held að sé alveg til í því, sko en þannig ég er myndi spurning líka hvað bara eru vilja áherslunar ég myndi líka bara vilja sjá að það er ekki bara greitt atkvæðum þetta, sko það vita Ég allir finnst hvernig það alltaf að leggja þetta undir þjóðina þú veist, hvað vill að leggja peninga sína hvað vill að nákvæmlega gera að því að, þú veist mér fannst þið sjá bæði Viðreisn, Samfylkinguna basically alla 4 stærstu flokkana í dag og með þessi flokk fólksins ef við tökum þá með líka inn það er þessi 50 Þau eru held ég minnstu flokkur núna. Já, Hverjir? en ekki í síðustu kostningum Flokkur Já, fólksins. þau voru alveg bara ég get alveg sagt þér af hverju og það er ástæðan til það veit allir af hverju já, en hérna nei, bara sko og þetta er sama ástæða fyrir því og ef miðflokkurinn til þeim sem dæmi kæmist í ríkisstjórn Já. bara næst, og myndi ekki framfylgja myndi ekki framfylgja stefnu sinni það myndu allir fara frá þeim En það sem að sem sagt, punkturinn sé alltaf að koma með var sá að allir þessi flokkar þróðust í áttina því að vera með harðari útlýtingastefnu. Þannig að spurningin er hafa þau deliverað? Það er svona spurning, skilurðu. En Mér finnst það allavega núna, en líka sko, þetta er populismi og þú veist, þess vegna er miðflokkurinn að hækka í skoðanakönnunum en ekki Viðreisn, jafnvel þó að þau eru með mjög mikla, þú veist, mjög harðlínu stefnu þegar það kemur á útlendingamálum og þú veist að þau ætla að keyra í gegn þessa hérna brottvísunarbúðir sem að Sjálfstæðisflokkurinn náði ekki að gera þú veist, þessi orðræða sem að Viðreisn er með er svo mikið 180 frá því hvernig þið voru á síðasta kjörtímabili og þess vegna hljómar svolítið eins og sé að taka hluta stefnu miðflokksins, sko. það er nefnilega máli og þú veist, þess vegna er fylgi miðflokksins að aukast fylgi Viðreisnar er að fara niður út af því að, þú veist, án þess að reyna eitthvað að upphefja miðflokkin, en miðflokkurinn er OG flokkurinn þegar það kemur að, þú veist, svona stefnu í útlendingamálum. Þannig sé, og ég held líka bara, þú veist, að þorri fólks upplifi að fólk sé að tala meira en það ætla að framkoma. Já, þetta er populismi, ég- þetta er vibe og þeir eru bara að hoppa ég á ætlaði vagninn. að segja Þú það sér það, þú sér það eru lengst uppi, þú sér það eru að fara upp og þú veist, þeir eru að fara niður og það er alveg pínu
gáulegt múf að reyna að breyta stefnu ef þú ert að missa fylgi. Já, En það sjá allir, það bara allir með hálfa heilasölu vita en Viðreisn ekki að fara að gera raskat í þessum málum. Þau eru bara að segja þetta vegna þess að þau vita að þau komast 1 ár enn, þá það nóg til að, þú veist, en þú veist, time will tell. Ég bara segi, þetta bara bullshit, þau ekki verið að gera raskat, sko. Þessi frumverk bara núna á þessu löggjafarþingi. Það ekki sjensu, Þóriði, við tökum bara veðmál upp á þetta, Lenja. Ok, Og ég til í það. Það var banna mig inn á Mónakó. Herðu, það vantar templara emoji, skrifa Rúnar Gerard, ég datt í það með honum á fundi á Selfossi daginn, að gegja, sko. Setti mynda mér með White Russian á miðflokksfundi. Það var ekki, mér grunna að myndi kannski stuða einhverja. Ég held að þetta sé bara gengi yfir, sko. Svo kemur Sverrir í Tælandi, hann er 100% að fá sér dömustrák. Erum við ekki allir sammála um það? Það verður allavega frétt það, en hann ekki neitað fyrir það. Það fær ekki tækifæri til þess. Ég legg til að fjölmiðlar, ég gengst við því að fjölmiðlar hafi gert í því að tengja orðræðuna við neikvæða hluti. Fyrst núna verið að kalla ofbeldi, svo ég gengst við að fjölmiðlar hafi verið að, ok, ég held, og liptartarnir fylgja á eftir. Svolítið fyndið að byrja að ásaka mennum að kynda undir rasisma leið og Sverrir rasista geitin farinn. Já, ég hef þetta komið með þetta aðeins fyrir. Ég myndi segja Lenja, segir Rott aftur, ég myndi segja Lenja, við getum tekið speilin og þig með orðræðu. Það er hægt að túlka þína orðræðu sem hatursorðræðu gagnvart Íslendingum eða hvítum kallmönnum. Túlkun á umræðu er tilgangslaus. Hatursorðræðu kannski, hann má snúa snúa öllu. Ég er ekki rasisti gagnvart hvítu fólki, ég á hvítan kærasta. Hann Siffa? Já, hann er hann ekki, hann nú eins hvítur að það gerast eða ekki? Já, ég held að börnur okkar munum bara ekkert lítið út þessu. Ég ætlaði nú að lesa upp eitt sem ég hafa verið að skamma mig fyrir að lesa ekki, ég greinlega mistaði býtu. Það var eitt sem sagði með, og það er mjög gott fyrir þig Hvað er þetta? Það er hérna er það er frá Bjarka, er að bera þetta bjórkast saman við þáttinn með Helga Hrafni og verða viðurkenna að ég er komin á sveif með að skipta hvítum kallmönnum út fyrir Kleópötru nefjaðar brúnar drottningar. Að minnstakosti í Pírötum. En ætlar að fara aftur fram, verður prófkjör hjá Pírötum, ætlar að fara aftur í næstu kosningar? Í borginni? Borginni fyrir næstu alþingiskosningar, það 3 ár, Nei. Ég held að minn tími í Pírötum sé... Særu fyrir einhverjum öðrum flokki? Já. En bara Píratar eru ekki lengur flokkurinn sem ég gekk í, þegar ég gekk í Pírata. Þetta er bara... Hvaða flokka varu svona helst að horfa til? Það er nefnilega málið. Ég veit ekki. Það er engin annar flokkur sem að stendur fyrir þeim gildum og fyrir þeim stefnum sem Píratar stóðu upphaflega fyrir. Það er engin annar flokkur sem er einmitt að setja út á valdheimildir stjórnvalda. Engin annar flokkur sem er að setja gagsa jafn mikið á oddin. Engin annar flokkur sem talar jafn mikið fyrir tjáningafrelsi. Miðflokkurinn er sá flokkur sem maður kemst næst í. Ég myndi hiklaust segja að það sé ástæðan fyrir að svona margir hoppuðu þar yfir. Ekki sammála? Þeir eru allavega verið að vinna með gagsa í gegnum félags skakkgreiðenda. Ég myndi allavega að tala tjáningafrelsið. Ég myndi kíkja á síðuna hjá þeim, Samtök skakkgreiðenda, það er svakalegt, það er búin að vinna rosalega vinnu. Ég veit hvað samtök skattgreiðenda eru, ég bara veist ekki að miðflokkurinn stæði fyrir... Nei, en þeir hafa bara í rauninni, þeir buðust þess að kynna sína starfsemi fyrir öllum flokkum. Og ég held að allan síðast þegar ég talaði við þá, þekki þess að stráka, að þá var miðflokkurinn svo eini sem að hafi tekið fund með þeim og hlusta og þeir hafa kallað eftir einhverjum gögnum held ég fyrir þá. Ég held að ég sé að fara með rétt mál. Þannig að þeir tók svona best í það. Og auðvitað vildum að sjá það að fleiri flokkar myndi vinna með þeim, skilur, að því þetta er að skapa ákveði gagnsæi og þeir eru að sækja upplýsingar og þú veist, og þeir eru að skoða gögn, þeir eru eiginlega bara að gera það sem að ríkisendurskoðun ætti að vera að gera, skilur, og þeir eru bara að gera það pro bono, þannig að mér finnst það mjög flott vinna. Mér finnst það cool, en ég bara tengi ekki orðið gagnsæi við miðflokkin. Það eru aðrir hlutir. Þau eru líka bara svo anti-Evrópa, að þú veist, skilur. Já, ég gæti aldrei fúkera út anti-Evrópudótinu. Nei. En hvernig er hægt að... við Evrópun? Ég ætlaði að spyrja, hvernig er hægt...
hvernig hægt að styðja Evrópusambandið vitandi það að þú með manneskju eins og Úrsulu þarna í stjórn sem að þurft að rökklast úr þýskum stjórnmálum vegna spillingar og var ólýðræðislega kjörin. Hún var bara neitt ef þið hafið kynnt ykkur hvernig þessi manneska komst til valda þarna í Brussel. Henn er rauninni þvingað í gegn að mig minnir af Macron eða ég man ekki hvort það var hann eða... Sko, Evrópuþingið, þess að þeir þurfa að samþykja einhvern sem að fer fyrir því, sko. Já. Þannig að þetta er rauninni bara sá einstaklingur sem að hvað flestir samþykja. Þú veist, þetta er svona, forseti Evrópuþingsins er náttúrulega bara í valdi hinna sem eru kosnir, sko. Þannig að hún er ekki per sé kosin en hún er kosin af fulltrúum. Já, ég segi það. Þetta er manneski sem týndi skilabóðunum upp fyrir SMS-unum þar sem hún pantaði fyrir $3 miljardar. Nei, $3 miljardar evra. Náttúrulega Ursula von der Leyen, já, hún tekur við, ég veit ekki, einhvern tímann eftir 2010, já. Ef ég hefur rétt fyrir mér. Við höfum verið hlut af EES-samningnum síðan 93. Vitið þið hvað þetta hefur gefið okkur mikið? Þú veist, við erum með þennan sameiginlega innri markað sem að bara, ég ætla bara að fullyrða að þetta bætti lífsgæði Íslendinga til muna. Við erum hluti af... Jón Baldvin, hann gerir hennar samning og sín tíma að það ekki. Jú, mér rámar ég að hann sé... Horny John. Já, eitt mestari. Ég er að koma mér í samband við hann. Ég ætla að fá hann eitthvað til þess að ræða við samningin. Ég er ekki til að ræða við nafna Baldvin. Mér skilst að hann sé bara, þú veist... bara í fullu fjöri, þráttur ég veit ekki hvort það sé rétt að segja. Það er eitt klárast í pólitíku sem Íslandi verið á. Það er bara alveg saman að hann beisli sagði við fengum allt fyrir ekkert. Það er nefnilega málið. Og en svo er fólk að meina að þú veist, með mörgum samningum eins og bókun 35 og svona, að þá sé það kannski snúast við. Þú veist, og núna eru koma viðskiptahömlur á okkur út á kísiljárni sem dæmi sem að margir þykja að vera brot á samningum og svona vísir að því að það sé verið að svona reyna að setja okkur ákveðna takmarkanir með samningin. Mér fannst það að vera mjög stórt skref aftur og bak varðandi kísilálið og varðandi til dæmis bókun 35, það er mjög stór miskilningur í gangi varðandi bókun 35. Þetta þýðir ekki að EES-reglur muni alltaf fara að muni alltaf vega þyngra heldur en innlenda reglur. Þetta eru EES-reglur sem uppfylla ákveðin skilyrði samkvæmt bókunni og hafa verið innleiddar í íslensk lög, þannig að það er í íslensku lagaformi. Það er bara svo mikið, svona, hvað heitir þetta? False information. En þú er ekki tilbúin að halda bara EES-samningnum án þess að ganga í EU? Jú. Við höfum verið að gera það hefur alveg gengið vel, en þegar við Miðflokkurinn vil ganga úr EES basically og það er það sem þú ert mót. Já, en þegar við göngum í ESB þá höfum við samt líka ákvörðunarvald. Við höfum vald til þess að móta stefnuna áður en að það er samþykkt af ESB. Það var að koma könnun hérna inn á Lenja í miðflokkin, já eða nei. Það var áhugavert að sjá hvernig það fer. Meiri hlutin að kjósa, nei, þetta er ekki gott fyrir mig. Þetta er hrikaleg fyrirsögn. Má ég spyrja þess að einu? Helgi Hrafn sagði okkur frá því, ég veit ekki hvort það var í... Nú, ég má ekki hérna. Þetta er samt að vera heldur langt um konum á hálfa, sko. Já, herðu, það er komið svona langur tími. Já. Ok, þá ætla ég að taka bara nokkur kommenti viðbót, það er ekki það mikið eftir. Benóni segir hérna með Magnús Nordahl, þetta er rétt og ef tekju lögfræðistofuna sem hann á eru skoðaðar, þá sér maður að hann byrjar að stórgræða eftir því sem innflytjendur fjölgar. Hann var að moka peningum. Já, þetta var 7 milljónir á mánuði allavega fram í júni eða júli í fyrra. Já, okkur er ekki fleiri að skrása á talsmannalistan? Hann sagði, hann sagði nú, hann Baldur Borgþórs, hann sagði þetta er sjálfstæðismenn. Skrá með hann á lista. Já, hann sagði hérna, Þú ert bara að láta rekka á landi strax. Hann sagðist að flutti erindi í að segja nokkur vel völdum aðilum, stórmógulum, eins og þess að vita allir hverju þessi menn eru, en vildi ekki nafngreina þá. Að hversu mikið bílun þetta væri, hversu mikið sóun væri að fara í túlkaþjónustu sem dæmi á Íslandi og hitti á svo vikun eftir og þá sögðu þessi menn, já, veistu, ég sá það er verið að sóa ótrúlegum upphæðum í túlkaþjónustu sem er fyrst undir bara fyrir að vera viðstættur og gera ekki neitt. Hann sagði, já, ef við ekki að gera eitthvað í þessu? Ég stopnaði túlkaþjónustu. Það er eitthvað manni, sko. Já. Býtum við, já, menn... Bara leist að AI eftir, þú veist, no time, sko. Já. Ekki gleyma að Ursula von der Leyen má ekki taka þátt í þýskum stjórnmálum fyrir að láta mörg 100 milljónir evra sem átt að fara í þýska herinn bara hverfa. Já, þetta er mjög áhugavert nefnilega, manneska sem að... Það er henn að kenna þjóður sem er svona lélegan herr. Það er allavega meiri hluti atkvæða komin fyrir
fyrir Lenju í miðflokkin 55-45 Uss. og eitt segir hérna En ok, Sverrir segir hérna King Jón Baldvin og vill Lenju í miðflokkin bara vegna þess hversu hún hefur fagurt nef, hann er með Kleópötru blæti, hann Bjarki held ég hann vil meina að það sé eitthvað gott þarna, þetta eru miðausturlandagenin. er það ekki svo leiðis? Jú. Sko, common Lenja í miðflokkin, það væri gott upp á balans, já, þetta bara Þú ert þarna frá þessu Kurdistan sæði, Já. sagður það, sem að þarna, er það ekki á milli Íran og Írak eða þarna einhvers staðar Og líka Landamærum. Tyrklandi og Sýrlandi, en ég er frá Írak hlutanum. Já, það er búið að vera svaka. en hvernig, herðu já, sko, við ætlum að láta getur bara sleppt í, ég held að það sé rústingskostning sko. Við ætlum að kjósa hérna, við ætlum að láta bara svo í tilkynni og öllu það, við ætlum að setja inn í söfnuðin síðun okkar hvort við eigum að taka þætti, mögulega þá með 2 velvöldum gestum án Sverris við minnum á að hérna, þá bara myndum við velja þá mjög vel og vonandi einhverjir sem varu góðir erfingjar ef ekki, þá bara erum við í pásu þangað til að við dettum í jólabombu það verður ekkert smottir í þar Nei. en svo bara minnum við á hrafnhettu.is hrafnhetta.is hún hérna það er gjöf. spons þáttarins bara allt sem ykkur vantar til að degra við konuna það er bara heldur betur núna fyrir jólin Þetta er frábært. milli 27. nóvember og 2. desember er 15% afsláttur þannig að allir að fara að vesla á hrafnhetta.is við erum ekki sponsaðar á Ölgerðinni Svo kemur loka spurning, þú veist, hérna, fóruðu ekki bara tiltölulega vel með þig? Við vorum ekkert eitthvað overfið við þig. Nei, þið glemdi samt að spyrja múti veðugjöldin. Já, ég held að það hefði nú bara verið, það hefði nú verið bara gert að velvilja, sko. Þú ert að taka fram svona disclaimers, ég er ekki Nazi sympathizer. Nei, einmitt. Bara, Það er rosalega gott að taka svona alls konar disclaimer, en það er, ég get að lofa því það verður ekki hlusta á það. já, þá. Já, heyrðu, takk fyrir komuna, takk fyrir að spjalla af ykkur frábært spjall, gaman að hafa. mjög skemmtilega, það var sjálf að vera hlegið mikið í þætti nema þegar ég var hérna blindfullur í hvað var þætti 2 Ég held að munir ekki hvað þáttu að væri. það var Þið eru einhver þátt ytrú og þeir hlóðu svona mikið. það er sunnudagur Takk fyrir að fá Takk mig. fyrir okkur. Gaman að koma.